Þessi þáttur í boði Smass, þetta súkkulaðihúðað snakk með smá saltbragði, alveg hrikalega gott og þetta norskt súkkulaði sem Nói Sirius að flytja inn. Þetta kemur í nokkrum svona útgáfum, það 100 gramma snakkbókar, 200 gramma snakkbókar og svo nýjungi þessari línu, það svona Smass súkkulaðplötur. Þetta nammi sem allir verða að smakka. Sambíón reka 5 kvikmyndahús, 1 á Akureyri, 1 í Keflavík, 3 inn í bænum, Álabakka, Kringlunni og Egilshöll. Egilshöllin uppáhaldsbíó mitt. Mér finnst bara ekkert toppa sal 1 í Sambíón með Egilshöll. Ég vil þakka þessum fyrirtækjum kærlega fyrir stuðninginn. Án þeirra gæti ekki gert þetta podcast. Ég vil líka þakka ykkur og sjálfsögðu fyrir að hlusta og horfa á Bíóblaður. Endilega fylgið Bíóblaður á Facebook, TikTok og Instagram. Við erum byrjaðar, strákar, James Bond þáttur, loksins, þegar ég byrjaði með Bíóblaður sín tíma, það nú nálgast 4 ár, þá skrifaði ég á blað, eða þessast í tölvunni, bara svona hugmyndir. Hvað ég gera? Ég ætla að gera þess Freddy Krueger þátt, Godfather og auðvitað James Bond. En ég hef ekki tekið upp neitt James Bond þátt fyrir núna og við erum að byrja á Daniel Craig. Það svindl? Nei. Hefði ég að byrja á Connery? Já. Það virkaðist, en það alveg hægt að byrja á Craig. Ástæðan fyrir ég byrja á Craig út af ykkur. En þú verður þá að fara samt aftur á bak í næstu Bond-þáttum sem þú gerir. Meina það næstu verður Brosnan? Þú bara verður ekki. Nei. Ég búinn að plana það. Það random number generator bara. Ég var að taka þetta einhverju yfir. Ég ætla að taka, ég ekki búinn að ákvæða nákvæmlega hver næstur. Mér finnst líklegt að verði Dalton. Já. Mér finnst það líklegt, það er bara 2 myndir og öll að kofra það. En svo mun ég þetta setna meir. Þetta getur tekið mig 2 ára að klára það. Svo mun ég setja bara upp á YouTube, bara playlista, það verður bara James Bond. Þá get ég hort á þetta eða hlusta á þetta í réttri röð. En ég valdi Craig út af ykkur, Egill, sagðið þú ekki við mig á svona tíma, þetta var svona draumaþáttur? Jú. Það rugli mér? Það var raunin bara þegar við tókum upp Óskarinn núna síðast, sko. Ég held að ég bætti í svona við eitthvað, þegar við varum spjalla fyrir utan, bara eitthvað, já, ef ég með 2 draumaþætti, basically, þessi og Daniel Craig, James Bond. Þannig að ég vildi gjarnan koma hingað og nú ég komin, mér þakkláttur. Og Ísrael, þú ert náttúrulega Bond aðdóndi döð, sem er Bolla, 007. Það var að taka með mig, sko. Bolla. Við fórum í top 10 þátt síðast og þar varst þú auðvitað með Bondmynd og við fórum eins í Bondspjall. Það hugsaðum við, ok, það er Ísrael negla í Bond þátt. Teitur. Hvað er ég að gera? Það er nú langt síðan að ég vissi að þið langaði með í Bond-þætti. Þið langaði að hafa mig í Bond-þætti. Hún langar ekkert að vera, hún langar ekkert að fara núna. Já. En var það, nú man ég ekki alveg, var það, nefndur Brosnan? Nei, við töluðum sem þú sagðir að þið langaði að gera Bond-þætti með sem sagt sikkura þættina með sikkurum leikarannum. Og nefndir sem sagt við mig hvaða leikara ég ætti að vera með í. Já. Byrju, valdi ég það fyrir? Varstu ekki með eitthvað hugmynd hvað voru helst til í? Nei, þú veist, ég átti að með að segja, þú veist, að náttúrulega, obviously, kannski Connery er svona málið, sko, en ég sagði við að, þú veist, Brosnan er náttúrulega, eins og væntanlega fyrir Egill er Daniel Craig hans kynslóðabond, og Brosnan er náttúrulega minn kynslóðabond. Þannig að það kannski make a sense að það hefði verið. Það hefur smá áhrif. Já, það hefur alveg smá áhrif, sko. Þrátt fyrir að myndirnar hans Brosnans hafi verið vafasamar. Akkur var ég þá að bjóða þér í Daniel Craig? Já, þú bara bauðst mér og ég segði bara já. Ég kann ekki segja nei, þú veist það. Já, mjög erfið með það. En svona stærst ástæður ég bauði ykkur og mér var svo gana að taka upp Óskarsverðlaunaháttin með ykkur og ég nefndi ekki að bíða í heilt ár. Ég vil að fá sama krúið og erum búin að tala um eitthvað svona verðlaunamyndir. Nú fyrir kannski aðeins meira svona blockbuster típur. Nú þarf ég aðstofa, þú nefndir ekki að bíða í heilt ár, þannig að þú ætlar að bíða í 1 mánuð, þannig að þú bara bíða í 11 mánuð.
Hefðu, Það er bara fullkomið sens, þetta er sound logic, sko. já, Don't question it. ég ætlaði bara að hafa ykkur minna Ísrael, það er ekkert það langt sem hann var hjá mér, halda honum heitum, Einmitt, já, þú veist, hafa ykkur í stuði. Viltu, eigum að hætta við? Eigum að taka upp á næsta ári? Já, sko, nei. Oscar speculation. Ég er mjög peppaður. Þú er mjög peppaður, ok, við erum að fara að cover þessar 5 myndir og ég ætla hann að gera þetta núna í einum hluta bara, með mjög líkilegt að þessi verði örugglega 3 tímar. Minimum, sko. Alveg að lágmarki 5 myndir sem Daniel Craig lék í áður fyrir maður að fara í þetta, við munum taka þér réttir í röðu þetta. James Bond, hvað þýðir hann fyrir ykkur? Egill, byrjum á þér. Þegar það stórt spurt, sko. Fátum svör. Sko, James Bond, me and James go way back. Ég er náttúrulega fættur bara 2003, sko. Og ég fer í fyrstu kynni mín af James Bond eru á DFT-markanum í Perlunni. Já. Og ég fer með fjölskyldunum minni og það voru alla myndinni svona sama gráleita hulstunum með svona giltum banner eitthvað með titlinum og eitthvað og leikarunum á Bond-gælinni framan á. Og ég tek með heim A View to a Kill og For Your Eyes Only. Og ég horfði á þessar myndir religiously, bara aftur og aftur og aftur. Og síðan vill svo til að þetta er svona svipum tíma og 50 ára afmælið er að koma. Þannig að þeir eru að fara að gefa út safnið sem ég tók með. Og Egill er líka í jakkafötum, hann kom klæddur fyrir. Já. Ég átti að fá þetta í jólagjöf. En einn daginn, þegar ég er eitthvað 9 ára grænjandi eða eitthvað, út af einhverju ástæðu, þá ákvað mamma að gefa mér þetta snemma. Og hún fór eitthvað inn í svefnherbergi og fór upp á skáp, bara tegði sig í þetta og gaf mér þetta. Og ég bara lost my shit. Og síðan fór ég bara binge á bara, ég veit ekki hversu marga daga, og bara klára þetta allt. Og bara sjúkur í þetta. Og ég myndi segja, alveg miklu leyti, svona ef maður rekur þetta aftur, að James Bond sé svona stór ástæða fyrir því að ég fór í kvikmyndagerð. Upp á það að ég hætti svona fyrst skiptið sem mann eftir að fara í aukaefni á einhverju. Og það er svo sjúkur í þetta. Og ég skoðaði það og ég bara, þetta er geðvikt, mér langar að gera þetta. Þannig að James Bond er alveg mikið sverðið fyrir mér. Þetta er uppáhalds-franchise mitt, það var ekki augljóst. Þetta er uppáhalds-franchise þitt og ég veit, Ísrael, það er líka hjá þér, þú nefndi það síðast eftir við tókum upp. En bara hvað þýðist James Bond fyrir þér, Ísrael? Þú hugsaður þetta. Þetta er svo rosalega escapism. Þetta er svo ógeðslega gaman. Allt þessi gadgets og þessi geðvíku hasa, ég ólst svo uppi. Ég ólst uppi Roger Moore. Það var bara mína Bondmyndi þá. Bara horfði á þær endalaust, Roger Moore myndinar, svo fór ég að kynna með Connery og allt það. Ég byrjaði fyrsta Bondmynd sem ég sá í bíó var GoldenEye, það er Brosnan, þegar hann fer í gang. Og ég bara, alla Bondmyndi sína, bara alltaf þegar Bond kemur í bíó, þetta er það sem ég er langspenntast fyrir í bíó. Þegar Bond kemur í bíó, það er bara, þetta er nummer 1. Þetta er það sem ég ætla að sjá, allt annað má víkja, sko. Líka, bæta við, James Bond er svona eina fáa, síðast enda öll fjölskyldan fór á No Time to Die, en áður var það svona eitt að fáu dótum sem ég og pappi var svona skildu áhorf í bíó. Ég fer mjög sjaldan með pappa minnum í bíó, nánast aldrei, en James Bond er einhvern veginn, hann er alltaf til í það, sko. En það er líka þetta svo marga kynslóðir sem ég bara elska James Bond. Maður sér líka að það horfur í salin þegar maður fer á Bondmynd, á öllum aldrei. Ok, fyrir mig persónulega þá þýðir James Bond auðvitað einmitt skemmtun. Svo tala escapism. Ég ólst upp með, sko tæla sér þá ætti minn Bond einmitt að vera Brosnan, jafnvel Dalton, ég er 83. Dalton með síðustu myndina, hvað er ekki, 89, þannig ég er 6 ára. En Brosnan, þegar hann er dettinn, þá er ég svona úlingur og ég fór á þær allar í bíó. Þannig það er svona minn Bond, en svo þetta var ég, þegar ég kynnist honum fyrst, það var kannski aðalega Roger Moore, hann var að sýna mér það þegar ég var yngri. Þannig ég tengi alltaf Roger Moore við Bond. Svo fór ég síðan mér að kynna mér með Connery, og svo horfði ég á alla myndinar, og ég tók hann allar þegar ég keypti skjalatöskuna. Við gáðum svona skjalatösku. Mér minnir það að við erum bara rétt á hann Casino Royale kom út. Mér minnir það. Já. Það var þannig pláss fyrir, ef þú keyptir hann á DFT, þá gæstu sett hann í töskuna. Skil ég þess. Ég gerði ráð fyrir því, þetta var svona eins og skjalatöska. Þá tók ég allar, en það er svolítið langt síðan ég gerði það, en ég myndi ekki treysta mér í að tala allar Bondmyndirnar núna, þess að við tjókum með hérna fyrir þáttinn. En svo, einmitt þegar ég fór að kynna mér þetta, Connery var svolítið minn uppáhalds Bond. Þó Daniel Craig sé vissulega
alveg góður líka. Mér finnst í rauninni kannski ekki engin lélegur Bond, þannig séð. Mér þykir vænt á alla einhverju leiti. Ég er ekki saman á mér. Mér finnst eitt sístur. Roger Moore. Já. Það sem Roger Moore alltaf hefur mér varst alltaf að virka svo gamall. Gamall og bara... Var elstur sem leikabond. Hann var elstur leikabond, ok. Allavega þegar ég hugsa James Bond, þá hugsaði líka ég hef farið með pappa og svo margar Bondmyndir, hann elskar Bond líka. Og þetta svolítið svona, þetta alltaf fyllt mann, ég meni þetta frá 62, þetta búið að vera til bara að eilífu. Þannig mér mun alltaf þykja rosalega vænt Bond, Teitur, hvað Bond fyrir þér? Já. Það er bara ekkert merkilegt. Nei, þú varst ekki bara að hugsa þetta. Jú, ég veit alveg hvað það sko. Það basically, þetta bara það sem kemur mér inn í bíó, sko. Og áhugan á bíó. Það bara þegar ég sé Bond í fyrsta skipti, þá varði ég límdur fyrir framan sjónvarp og enn þann dag í dag, sko. En þetta er kannski svipað þessum með hjá Agli, hafði það mikil áhrif á þig? Já, þetta hafði þau áhrif, það er það sem að mér langaði að gera var eitthvað tengt kvikmyndagerð, mér langaði fyrst að vera leikari og eitthvað svona, að ég var alltaf ég var obsessed af James Bond í speiklunum bara Bond ég bara ángrín, sko, var hann á grímuböllum alltaf og þú veist, og ég átti endalaust af fucking shiti sem ég á eflaust eitthvað staðar, þú veist, allar bækur sem voru til eitthvað sem var tengt gerðin á kvikmyndunum eitthvað átti ég, þú veist, bara sama hvað það var. Já, þú veist, eitthvað svona production schedule frá Tomorrow Never Dies sem að einhver reddaði mér, þú veist, þegar ég var þá, 9 ára eða eitthvað. Vissir bara hvað það var þegar þú varst 9 ára? Nei, ég fekk bara eitthvað blað. Fekk tvær svona risa, svona svartkvíta myndir og eitthvað möppu og svo var þetta, þú veist, ég sá þetta er heima hjá mér núna. Eitthvað svona promo-demi. Já, þú veist, þetta er bara svona, þú veist, hvað production schedule var, þú veist, hvað þið voru að gera og hvað planið var og eitthvað svona bla bla, svona alls konar, svona handritslega og svo eitthvað senur og eitthvað bla. Þannig ég var obsessed af James Bond bara frá því ég sá það í fyrst skipti og þetta er, þú veist, fann eitthvað svona dagbók sem ég á með þegar ég var, hvað var ég gamall, þá 6-7 ára. Fannst hann að níla? Já, bara ég var að taka til í einhverjum kassa þarna heima og það var bara basically, ég nýbyrjar að skrifa og skrifaði bara, ég er ég var þar, skilur og þú veist, þetta hérna geggjaða safn, þú veist, ég átti allar myndirnar af F.O.S. og það var ekki svona meðfæranlegt rísa fokking minn í bókasafn bara það var þannig á vegnum heima skilur og ég horfði á Bond skilur allt, þú veist, ég hef örugglega hort á allar myndirnar örugglega að lágmarki 10 sinni hvora mynd, sko, að lágmarki ég er ekki þar, sko. Hvað finnst þess að tala með sem þú finna dagbúr lítil, ég held að koma minni bara þegar þú ætti að segja þetta, ég og félagi mín vorum bara heima að teikna og bara náði blaðpenna og teikna James Bond báðin, James Bond bíl og allt mert 007 það bara, svona var þú veist, æskan mín var bara lituð af þessu bara frá, þú veist já, frá A til Ö, fór á alla myndirnar að, þú veist, lágmarki 3 svar í bíó, við fór fyrst á Tomorrow Never Dies, hvað er það, 97 þú veist, fór hann að 3 svar í bíó, þú veist, þá er ég sko 8 ára og þú veist, við fór á allar myndirnar, en síðan alltaf þegar að Brosnan hættir og þegar hann kemur inn, þá er ég alltaf komin á unglingsaldurinn sem ég er að fá bílpróf og eitthvað, þá svona dvínaði þetta smá. Þú veist farað á allar? Já, farað á allar, sko. Sérst allar eftir Tomorrow Never Dies? Já. Hygglust, sko. Ég er svolítið eins og þú líka með það, bara leðið að kemur Bond í bíó, skilur, það bara, já, þú veist, þetta er svolítið áhorf, sko. En hvað er það, bara stutt, á hann fyrir mig Casino Royale, hvað er það haldið þið við hennar karakter? En ég meina, hann alltaf byggt á bókum eftir Ian Fleming, komið svo myndir hérna með Sean Connery, Dr. No, alltaf fyrsta. Þú meina, þú veist, kallremban, alkoholist, þú veist, hvað er það sem við tengum? Hann er búin að lifa af þessi karakter í gegnum öll þessi ár og í gegnum marga leikara og það þykir henni ekki tiltökumál þegar að koma nýr Bond. Þetta er svo ef það kemur nýr Indiana Jones. Nei, takk. Það er allt öðruvísi. Já, ég meina, þetta var bara eins og þegar hann var kynntur hann inn, það var bara major event. Já. Þú veist, bara í London. Já, ég man eftir líka, það var alveg bara massa kynning, bara eitthvað, komið eitthvað bílaðna og svo bara, hver að vera næst í Bondin? Já, speedboats bara eitthvað, ríkisstjórnin í þessu og bara... Veslinu við þetta samt í dag er að það er ekki hægt að halda hennu leyndu.
Það er bara komið út allt á fjölmiðla og þú veist, og það er allt speculationi sem komið í gang, skilur, sem náttúrulega búið að vera í gangi síðan hann ákvað að hætta, en það ógeðslega leiðilegt, sko. Það verður ekkert hægt að halda þessu leyndu, þannig að þeir taka ákvörðun, þá verður það vitum við væntanlega því, sko. En hvað haldið þetta sé samt? Þess að bara meðan karakter, það er til aðrar njósnaramyndir, það er til aðrir blockbusterar, það er til aðrar hasamyndir, það er til aðrar spennumyndir. Er þetta ekki bara langlífið sem þetta hefur? Meina bara að þetta byrjaði í gamla daga? Ja, þetta byrjaði í gamla daga og þetta hefur einhvern veginn bara svona consistently haldið sér, þannig að þetta er alveg bara svona automatist eins og bara generation eftir generation, skilur við. Þú veist, svo þið farið með foreldrum ykkur á þetta og þú veist, kolla kolli, skilur við. Já. Og þú veist, þetta sé bara, að því ég meina, ég er alveg, horfa alveg á Bond og ég sé alveg, þú veist, þetta er ekkert frábær bíómynd, skilur við, en þetta er samt frábær skemmtun, skilur við. Já, þú ert ekki að tala um eitthvað sérstakka Bondmynd, þú ert að tala með höfu, kannski horfa okkur á Bondmynd og bara hættir ekkert sérstakt en hún er samt skemmtilega. Þú veist, þannig að ég bara einhvern veginn halda að langlífið sé eða bara það sem hefur svolítið haldið þessu, að þetta er náttúrulega bara, svolítið eins og þú sagði líka, þú veist, escapism, skilur, þetta er náttúrulega bara... Þetta er svo rosalega mikið bíó og líka ofan það í nútíma kvikmyndalandslagi þá, þú veist, er svo lítið eftir á svona franchise sem er ennþá eitthvað grounded í raunveruleikunum, er svona smá allavega, þú veist, þetta er ennþá bara eitthvað gæi, eða þú veist, þetta er ekki ofurhetja eða þetta er ekki bara eitthvað í geimnum eða þetta er ennþá bara eitthvað gæi í jakkafötum að setja úr sig ykkur á konur, sko. Þannig svo er það líka. Það er í rauninni rosa lítið eins og James Bond á markanum í dag. Þetta myndi aldrei fljúa í það. Nei, svo það líka. Hann er náttúrulega með eiginleika sem hann karjar yfir frá eldri tímum sem ef þetta myndi bara debjúa í dag, þá er fólk bara veit ekki með... Það var ekki konur eftir á konur. Já, ok, í enga tím. Já, í myndi líka. Ég er að segja það, í gamla daga, með minni þá, að voru ekki einhvern aðrar sem hann kannski slæðir eitthvað á konu og eitthvað. In real life og on screen, bro. Það er bara rétt hjá hann. En hvað býtum við ekki? Gerða það í alvörinu að sagði hann að hann væri stundum... Hann sagði bara ef að kona var að rífa kjaft, þá mætti tuskan smá til. Hann var að réttlega að má slá hana til þess að koma viti fyrir henni. Sem er rosalegt. Sem við kondónum ekki. Það sjálfsögðu ekki. Ég er að tala það er ýmislegt sem þessi karakter gerir fyrir áratugum síðan, sem auðvitað myndi ekki fljú í dag, en samt hefur karakterin lifað af. Já. Þú veist, hann varð aldrei bara, neða, þetta er gamaldags og þetta er bara búið. Þess að myndir þau ennþá, notandu daginn var ógeðslega vinsæl. Já. Ísrael, ertu með eitthvað skoðun á þessu? Ég held að hann hefur aðlagað sér svolítið á tíman líka. Þú veist, alla myndina, þau Bondmyndir, það aðlagað sér að tíðarandana, hvað er að gerast. En þessa eins og spy genre sem þau komið á stað, fyrsta myndin frá 62, þegar Dr. No kemur út, þetta var bara hugsun sem B-mynd, þetta átti bara að vera svona B-mynd eiginlega. Þeir vissi ekki að það væri alveg minnst, svo var náttúrulega bara gríðarlega vinsæl, svo fara bara aðrir að koma fram, veist, Mission Impossible þætti fara að koma fram, Man from UNCL og svo koma veist, Harry Palmer með hann Michael Caine myndinar og fleiri svona spy-myndir fara í gang og myndir fara, hvað maður segja, herma eftir James Bond, veist, það fara að koma spoof-myndir og eitthvað, það fara maður að gera, veist, Agent Cody Banks og Austin Powers en myndir sem fara að herma eftir Bond sko. Hann hefur svona áhrif Agent Cody hann er bara svona hann er bara svona ég man eftir þeirri mynda shit það er ekki Frankie Muniz það er marka mynda mitt ég sá það í báðar en þá langar mig að koma með eitt líkin í þetta ég held líka því það sem einkennir þetta Bond ef við berum þetta bara saman við Jason Bourne eða Mission Impossible myndar það er svo mikið event ekki bara varðandi hver leikur Bond það er hver verður með lagið. Öll umgjörðin bara. Hver er Bond gellan í þetta skipti. Það er líka leifið. Svona leikstur allt það. En það er svona, þetta er stærra en bara einhvern veginn einn aksjónkarakter. Já. Þetta er náttúrulega, það skrifast náttúrulega bara á að Broccoli og hann Michael Wilson. Já, hann fyrst sem var með Salzman, Harry Salzman er að þú veist, þau heldur bara að þeir upprunalega, nú er það náttúrulega dóttir hans heldur svo mikið þetta franchise, þú veist að Eon Productions er náttúrulega bara með Bond. Það er ekkert annað sem þau gera heldur en Bond. Þau eiga bara framtíð og þau eiga þetta allt, skilur. Þannig að það er náttúrulega mega sense ef að þau geta haldið þessu áfram. Why not do it, skilur? En áhörundur taka líka það. 100%. Við erum ennþá að fara á þetta og það er ennþá spenna fyrir þessu. Mér finnst það bara mjög áhugavert, þú veist með eitthvað franchise
sem 60 ára 62 ára? Já, 62, einmitt. Þú veist, mér finnst það bara rosalegt. Já. Það er afrek út af fyrir sig. Já, Já, algjörlega. 100%. Þetta er bara metnaður. Já, ég veit ekki. Framleiðendun eru líka bara svo duglegir í að varðvita þetta IP út að þetta er bara aðlegan þeirra og þau eru svo ógeðslega mikið í creative dótinu og lesa á markaðin hvernig James Bond ætti aðlega sig núna. Já. Þau eru svona main creative forceið á bakvið í rauninni. En svo er líka bara alls konar annað sem þau eru með bara fram yfir allar aðrar kvikmyndaframleiðslur er að, þú veist eins og í London, ég meina þau eru bara með frítt aðgengi af hann í Londonborginni út af því að þetta er James Bond, skil. Það er bara konungstjást. Já, það er bara, við erum að skjóta Bond, já, ok, þá okkur við lestastöðin. Ekki mál, þú veist. Þetta er það stórt. Já, það er svolítið, skil, það er alveg crazy. Og líka 007. Gæti maður ekki farið bara hver sem er í heiminu líka við. Sýnt þessa tölu og fólk myndi vita James Bond. Ég meina, er þetta ekki bara svo Superman-merkið? Já, ég held að. Þú veist, þetta er það þekkt IP. Og það er líka, finnst mér virðingavert að, eins og Egill þú komst að mitt inn á það, það haldur svo vel utan um IP, að þetta er ekki eins og Marvel hefur gagnrýnt fyrir, það er bara að dæla út eitthvað efni. Þetta er bara event þegar það gerist og núna eru 3 ár síðan að síðast mynd kom út og það er örugglega alveg, hvað kom þetta allavega 2 ár í næstu? Að minnstakosti. Þau eru að vanda sig, sko. Þeir að vanda sig, það er sett metnaður, vilja ekki viljandi gera drasl, þó hefur gert Quantum of Solace, en það var... Misti ég sér árið 2008, Sorry, ég fór aðeins fram með það. En þú veist, það er einmitt, það er metnaður hann að gera eitthvað flott og það er hann að gera líka event. Þegar þeir kynna, þegar við erum að taka upp þennan þátt, þá er ekki búið að kynna officially hverju er næsti bondinn. En það verður alveg frétt. Já, það er nú þegar búið að vera frétt þegar að einn contender eitthvað og svona. Og ég er sáttu með það. Já. Aaron Taylor Johnson. Já. Sko. Djöfull er ég til í það, maður. Ég er Oh my god! Það er Egill, þannig að þú er einhver leiðindagur hérna. Almennt, þá líst mér ekki á að James Bond sé einhver rosa big name. Hann er ekki big name. Craven og Kick-Ass og Avengers, hann er búin að vera í fullt af blockbuster dóti. Craven verður flop. Já, vonandi verður hún flop. En, já, ok, það er líka skipt, ég er löngu búin að læra að dæma ekki casting fyrirfram, ekki með Last of Us, ekki með neitt, bara þú veist, þetta er löngu búin að ásenda, ég brjálaði þegar eitthvað Batfleck var kynntur og hann var bara frábær og bara allt svoleiðis. Það fyrir líka bara, það breytir engu hvernig þeir eru að fara að kynna því að umgjörnin skiptir öllu máli hvernig Bond kallar á. Því ef við vitum ekkert myndina, þá veitum við ekkert hvort þessi góð casting eða ekki. Þú veist, Craig var ekki góður í Roger Moore myndunum, örgulega. Nei, já, algjörlega. Þannig að það skiptir ógeðslega miklu máli með það. Þannig að leiðu við setja casting, það er bara, ok, cool, sjáum hvernig myndin er. Ég er bara eftir Bullet Train, ég var aðeins búin að... Hann var alveg fínn í henni. Því ég hef aldrei fílað hann leikara. Mér er alltaf þótt hann rosalega litlus. Hefurðu séð Nocturnal Animals? Nei, þú... Teitur. Það er eitthvað aldrei. Litlus? Nei, ég er að segja, það sem ég hef séð henni er svo Godzilla, Avengers. Sko, þú ert bara að horfa á rust og rust. Já, ok. En þeir eru svo Bullet Train sem ég var ekkert eitthvað brjálaslega hrifinn af. Nei. Mér fannst hann vera helviti flottur. Hann líka er í jakkafötum í þeirri mynd. Og eftir þá mynd, þá get ég alveg síðan fyrir mér sem flottan Bond. Og hann er líka... Er hann ekki yngri en Craig var þegar hann byrjaði? Ég held það. Ef við gefum okkur það að myndi taka hann upp innan 2 ára, kannski? Hann er 5 árum yngri en hann núna. Já, hann er 5 árum. Hann er ekki 33, las ég. Já, ég held það. Ég er til í það. Konan hans líka með Bond-tengsl og eitthvað? Ég ætla að segja það með þetta Nocturnal Animals dæmi. Nei, höfum að fram. Hann er sko ekki með lúkið fyrir hann þar sko. En þú veist, hann bara sýnir sko, hann er með performance. Já, hann er góð leikari. Hann sýnir bara fearlessness, skilur við. Það er, og ég fíla það sko. Ég elska ekki þetta casting, en ég er alveg opinn að vera surprised. Já, þetta er besta casting. Ég hef aldrei lifað í gegnum Bond-casting. Ég hef aldrei, þú veist, lifað í gegnum eitthvað announcement sem ég var við. Þú veist, Craig var bara 2006 og ég bara 30 ára. Þannig að þetta er fyrst skipti sem að, þú veist, ég má hafa eitthvað skoðun á þessu. Já, það er mitt góða punkt. Ég man einmitt eftir þar Brosnan kom. Já. Ég man ekki eftir Dalton, en ég man þar Brosnan og svo þetta náttúrulega Craig. Ok, förum að henda okkur í þetta. Hann fyrir að einblína svo mikið á framtíðina. Daniel Craig, leikurinn í þessum 5 myndum, fyrsta myndin hans er Casino Royale, og
ef maður rétt, þá var Tarantino búin að tala um það á sínum tíma, þetta náttúrulega eftir Die Another Day, Brosnan klára sitt run 2002, svo myndi alltaf að vera lengra bil, það bara 4 ár. 2002, Die Another Day, svo bara 4 ára setna, það bara komið nýr Bond. Sérstaklega með hvað átt að vera mikið svona reboot eitthvað öðru í sér tónn og eitthvað, bara 4 ár. Þetta bara 4 ár, mér leiði þess að 10 ár. Hann leikur þessu rebooti 2006, Casino Royale, og ég nokkuð veist það, Tarantino var að tala um sín tíma, hann var eitthvað spurður út í Bond, þetta áður en auðvitað Casino Royale gerð. Bara, hvað myndið þú gera? Hvað myndið þú gera? Hann sagði, ég myndi gera Casino Royale. Það væri mitt take. Það var búið að gera grínmynd 1967, eða ekki, með David Niven sem James Bond, það svona einhver grín, ég valdi að sé hana, það eitthvað svona grín útgáfa, en Casino Royale fyrsta bókin hans Ian Fleming, það ekki rétt? Jú, stemmer. Og Tarantino segir bara, ég myndi gera það, og mér minnir þetta bara stötta til það, þá var bara tilkynnt, við ætlum að gera hérna Casino Royale, og fá Martin Campbell til að gera aftur reboot, af því hann rauninni rebootaði þessu með GoldenEye, sem Brosnan leik í. Sem góð, þannig að skiljanlegt. Sem mjög góð, og þá komið að Casino Royale, og ég með sér grafík, strákar, hérna í sjónvarpinu. Almennilegt. Svolítið gaman að hafa þetta hérna, hangandi yfir okkur, meðan við spilum þessu myndir. Hvernig lægandi. Þetta var bara svo fyndið hvernig þú sagði, hangandi yfir okkur. Hangandi yfir okkur. Casino Royale, 2006, við förum bara hringinn, strákar, Egill, byrjum á þér. Masterpiece next. Nei. Bara búið. Mér finnst geðveik mynd, sko. Ég hef síðan að ég veit í hvað oft. Þetta var öll svona, þetta svona ein af myndunum í safninu sem ég horfði hvað oftast á. Út af hún svona aðeins nýlæri, þegar maður var 9 ára þá var nýlæra betra, eða þú veist. Og þetta bara, hann náttúrulega, þetta establisher hans Bond fullkomlega og Daniel Craig náttúrulega uppáhaldsbondið minn. Hann er uppáhaldsbondið minn. Connery öðru sæti. Hann uppáhaldsbondið minn og þessi mynd, bara opnunaratrið bara svo mikið tone-setting fyrir þessa mynd og maður bara, fuck já. Þetta var geðveikt. Þessi bathroom fight eitthvað, þar sem í svarthvítu og eitthvað og þú veist, það bara, það alveg hektik og rough en það sem, þú veist, smekklega klift og eitthvað, þú sérð alveg hvað í gangi en samt ótrúlega visceral og síðan bara líður á myndina og já, síðan náttúrulega færði þetta parkour chase sem geðveikt og líka það bara sést svo vel að það bara réðu bara co-founderinn af parkour til að vera með þessari senu. Já. Því að það var nefnt ekki leikar af vitleysu, sko. Það bara, þú leikur bara. Alvöru. Og hann bara stóð sér mjög vel. Já, ekki. Og þeir taka þá senu bara upp for real, on location, á einhverju í Bahamas, þó að það var að gerast í Madagaskar. Taka upp Bahamas á einhverju sama stað og Thunderball var tekinu upp líka, meira að segja. Og fundi eitthvað sem var, og það var svo erfitt að finna eitthvað sem under construction og það var bara klárað þegar þú verður alltaf loks að skjóta. En þetta var bara abandoned og sett þetta upp og þetta bara, þeir eru bara í alveg annað uppi og það sést. Og þessi chase líka bara svo, það sem gerir hann chase svo góðan hann sýnir svo mikið karakter. Já. Út af því að hann fyrir gegnum litlur eitthvað rifuna efst, James Bond bara bustar í gegnum veggir og hann eitthvað parkura, James Bond kemur bara á jarðítu og bara fucking farið frá. Allt annir dót svo geggjað og mér fannst reynda mjög, og síðan kemur að því að spila vítinu og öllu því og mér fannst mjög fyndið þegar ég horfði á svo mynd fyrst í 9 ára og ég kann ekki póker. Ég kann ekki póker, þannig að ég var alltaf að horfa á svo mynd og það kom eitthvað góð hendi og ég bara wow, þetta örugglega gott, tónlistin að segja mér það var ógeðslega góð hendi bara þetta var ógeðslega cool eitthvað og öll þau momentur geggjuð, Mads Mikkelsen geggjaður í þessari mynd, geggjaður góðandi kall, flugvélatriðið frábært, karakterinn hans bara, og hans relationship með Eva Green heitir hún ekki það? Leikur. Geðveikt. Bara hvernig þeirra samband þróast yfir líka frá því að eins og þegar konan drepin og sett í þetta hengirúm og bara eitthvað, hann bara bummer, eða þú veist hann það bara fyrst og síðan fá allt þetta ark með henni og líka svo ekta típa sem þú kaupir að hann myndi actually verða hrifin af og þeir geðveikt chemistry, atriði í sturtunni frábært, ég veit ekki, þú veist
það líka með momenti sem á ekki að vera gott í þýri það svo kjánlegt en að fyrir eitthvað sleikja puttana á hann og eitthvað. Það enda svona pínuskrið. Það virkar samt. Mér finnst það samt virka. Já. Þú veist, það bugga mig ekki. Ég veit ekki, Craig bara selur þetta. Hann bara geðveikur. Mér fannst það pínu skrítið. Já, mér finnst það allt í lagi núna samt, sko. Þú veist, ég man alltaf eftir hann bara kysst hendina á henni. Og síðan fyrir hann eitthvað sjúga puttana reyndar og eitthvað. En hann lætur þetta samt virka. Svolítið skrítið, en hann bólar þetta samt. Og síðan þetta geðveika climax í Vatikaninu sem geðveikt set piece, bara með sökkvandi byggingunni. Þú var það í Vatikaninu? Nei, Venice, myndi ég. Og það bara eitthvað, þeir bara fyrst skjóta eitthvað plate photography og síðan gera eitthvað 1/3 miniature og síðan búið eitthvað til risa set, bara eitthvað set sem maður svona óvannar að sjá, núna er allt green screen og þetta var bara, þið byggðu bara allt fucking shitið. Og það er á okkur riggi og það er að sökkva og það er bara geðveikur sekvens og líka það er ógeðslega visceral bardaða sína með naglabissun og hann bara trúðar rafmagn í eitthvað og þetta er geðveikt stöf, sko. Ok, við förum það líka aðeins dýpri í hann eftir, það fá svona stutt, ég bara tala hálftíma, Næsta mynd. Ekki láta mig byrja að tala James Bond, sko. Við munum sjálfsög tala aðeins meira Casino Royale, kannski svona bara stutt fyrst. Ísrael, hvernig finnst ég Casino Royale? Mér finnst hún geggjur, sko, þetta var náttúrulega rosalega mikið eventi, að ég fór á þessa mynd, að þið voru að tala að reboota myndinu, maður fór svolítið hvað það að fara að gera, það er búið að gera núna 20 myndir fyrir þetta, sko, og svo byrja myndin, það byrjar ekki á þetta Gun Barrel Walk, sem mér fannst ógæslega, sko, ég man ennþá tilfenginu í bíó, hvað er í gangi? Er það bondmynd, hvað er þetta? Svo byrja að fæta inn og svo skýtur hann, þá kemur þetta Gun Barrel, ok, og svo kemur alltaf geðveika lag, You Know My Name, sem ég bara eina af mínum Þetta er upp á Bond-lagi mitt, sko. Eina minn topp 5, sko, Bond-lögur, sko. Þetta er geggjalag, sko. Svo fer myndi bara í gang. Og þetta parkour run, mér finnst það svo flott, að það er ekkert gadgetís. Þeir ákveð bara strippa hann alveg, hann er bara einhverju Hawaii skyrtu og gallabörsum, bara elda gaur. Og bara, og þeir fara með þetta allt annað level, sko. Og það er svona obvious, maður finnur svona áhrifin frá Bourne-myndunum þegar maður horfir á þetta, sko. Cool. Sem er mjög cool. Ekki Quantum of Solace, en það er cool í þessari mynd. Ég er voða hrifin af Bourne-myndunum, sérstaklega fyrstu myndinu, Identity. Þannig að þegar ég sá þetta, ég sá, ok, það er eitthvað cool að fara í gang hérna. Í svona fyrirgáðlega var ekki Gun Barrel Walk, alltaf. Svo, fer myndin í gang, hasarinn, þessi mynd, hún er eitthvað 144 mynd sem er lengsta Bondmyndin þá, sko, en maður fann ekkert fyrir lengdinum að horfa á hana. Nei. Þannig að myndi rúla í gegn og ég man bara því ég og Gísli félaginn, þau myndi á búin og bara, já, það er komin Bond, sko. Craig er honum Bond, sko. Þannig að stefnilega sig. Mín upplifun var svolítið mitt svipum, maður fór hún í bíó og bara, hvað er það að gera og ég var búin að sjá þessar Bond-myndir og svona. Ég var blown away, mér var svona geðveik, ég man ekki svo trailer fyrir Casino Royale, bara vá, þetta er cool, maður, og myndin fór fram mínum væntingum, og ég hef sagt það oft í þessu podcasti og ég ætla að endurtaka núna, þetta finnst mér besta Bondmyndin, bara frá upphæfi, besta Craig-myndin, besta bara, minnst þú rústa öllum hinnum, og þetta er líka bara mín uppáhalds Bondmynd, en ég þurfti kannski að rifja upp allar hinnar. Craig stimplaði sér rækilega inn sem James Bond, allt ógeðslega flott í henni og mér finnst þessi mynd innihalda líklegast besta hasarinn. Sem sagt, ef við tökum bara hasaratriðin sjálf, eins og parkouratriði finnst mér mögulega besta actionatriði í Bondmynd, allavega mjög ofalega. Og Craig á alveg, hann á parta af nokkrum mjög góðum hasaratriðum. Koma inn á það betur eftir þegar við erum myndar. Geðveik mynd og þegar ég rifði hann aftur upp núna daginn fyrir þannig þátt finnst mér ennþá geggjuð. Bara masterpiece. Teitur. Fínt að vera síðast. Það er ekkert bæta við þetta. Ég finnst hún bara... Hún er bara mjög góð. Nei, já, ég horfði á hana einmitt fyrir hérna þáttum daginn. Ég var að horfa á Bondmynda þegar þú sendir hérna til að koma í hérna þátt, sko. Ha, varst að horfa þá á Bond? Já. Áður en ég sendi? Já, ég byrjaði öfugt, sko, hérna... Þú varst No Time to Die og... Já, veist ég bara, hún poppaði inn á plexi sem ég með eitthvað, ég er ekki búin að sjá hann sinni í bíó og hérna, að því að þú veist, ég hef ekki farið 3 ára Bondmyndir í bíó síðan Brosnan hætti. Ok. Og hérna,
Já, horfði á hana og síðan, þú veist, sendur þetta og þú fyrir búin að taka þetta í öfur, ég var nýbúin að horfa á Skyfall og síðan, þú veist, horfði á þessa og síðan horfði á þessa og síðan hinnar tvær þarna. Sko, mér finnst þetta ógeðslega góð mynd. Mér finnst bara ógeðslega leiðinlegt þegar ég var búin að horfa á þar allar. Ok, með þetta. Já, ég ætla nú að vera bara hreinskilinn. Ég stökk á Magnús. Út! Þeir hafa ekki náða að fylgja þessu væpi út fransæsinn hans. Sammála. Mér finnst þetta að vera ein sturlaðasta nálgun á Bond ever. Þetta er svo gritty, þetta er svo fucking real, skiljur, og maður finnur einhvern veginn, það er svona miklu meira svona, þú veist, blóðugt og þú veist, já, bara gretta í þessu, skiljur, og mér finnst það bara strax í næstu mynd að bara ferða út, skiljur. Og það bara hverfur úr fransæsinu eftir þessa mynd. Og ég tók eftir sérstaklega því ég var að horfa á þetta síðustu myndin hans og svo fór ég í þessa, skilur. Þannig að þetta var alveg bara svona, wow, þú veist, þeir fóru alveg algjör að uppeyja einhvern veginn frá því. Næsta sem kemst verður þessu er þetta License to Kill í hvað var svona gritt. Algjörlega, sko. Þú veist, ég hefði bara viljað að þeir myndu að halda í þetta gritt út hans, að því þú veist, þeir voru allavega lengri kapli. Já, þú veist, að því þeir voru klárlega með einhverja pælingu að vera með þetta sem eina heila sögu, skilur. Mér finnst líka, sorry, ég var skjótað þessinni, mér finnst líka að þú tala eitthvað gritti og svona, í sammála því, en það er líka funny í svona mynd. Algjörlega. Mér finnst það pínu vanta í margara krækmyndi. Já. Þetta er svo Skyfall. Sorry, kom inn á það eftir. Já, þannig að mér finnst hún bara sturluð og mér finnst þetta líka, mér finnst hún ná einhvern veginn að jarðbinda sig svo mikið með að hvert það var komið í daginn á dag, ósynlega bílinn. Já, og bara hvernig brosnanmyndinar einhvern veginn stigmögnuðust út í rugl, skilur við. Og mér finnst þú geðveikt hvað þetta er jarðbind, einmitt eins og þú ert að segja með spili, skilur við, þeir eru að taka pókerinn, skilur við, þú veist, fólk sem að þekkir ekki póker er samt alveg bara, geð spennandi, og þú veist, og það er einmitt kemur fun og, þú veist, grínin í þetta og one-line-endarnas eru geðveikir, skilur við, þetta er bara, hún er eiginlega svona fullkomin blanda af þeim öllum. Og hann er líka svo, hann er alveg svona, hann er með smörk og hann er svolítið brosandi og það er smá svona góð með sig. Það er smá roggi á honum og svona það er fönn í honum. Þegar hann pantar hann að drikk og eitthvað, bara heilt listi, já, með eitthvað lemon, eitthvað orange peel, eitthvað bla bla. Svo er líka ímislegt annað sem einhvern veginn, þú veist, það er bara svona, þú veist, þeir ná, þetta er eiginlega eina skipti sem ég man eftir í einhverju svona reboot innan gæsarpa, sem er ná sko að fríska upp á, þú veist, actually að fríska upp á efnið, skilur við. Kannski Batman Begins. Jú, kannski Batman Begins, en þú veist, eins og þetta með byrjunina með Gun Barrel og eitthvað, þú veist, sturla, ég get fært rauk fyrir því að þetta sé langbesta Gun Barrel, skilur, en þetta er náttúrulega ekki eins legendary, en þetta er bara svo, þetta setur maður svo mikið, maður er einmitt svona, what the fuck, skilur, og svo kemur þetta í lokinu á sinninu og maður er bara, god damn, skilur. Gæsóð. Já, sturla, sko. Og við erum sammálum, en þið er kannski ekki búin að segja það fyrir þetta mig. Mér finnst það langbesta Craig-myndin, sko. Þér finnst þetta besta Craig-myndin? Já. Ok. Ég tjáði mig aldrei best, sko. Ok, en uppáhalds. Þetta er mín næst uppáhalds. Þetta er þín næst uppáhalds í Skyfall. Varstu búin að koma það? Hvort sem besta Craig-myndin? Hver finnst þér svona best eða uppáhalds af þessum Craig-myndum? Ég set ekki Casino Royale sem minn best. Ég er með einas aðra sem er best. Þú ætlar að geima það? Já. Ég vona að við séum sammála. Þetta er bara eitthvað við erum alltaf sammála. Því að það ætti að búa saman. Komið bara með það núna, svo ræðu það betur eftir. Þú þurfir ekki að raukst þig hann. Hann er með Quantum, ekki? Nei, já. Ég er diehard Quantum of Solace Defender. Nei, hún er best. Skyfall er uppáhalds mín. Skyfall, Ísrael? Spectre. Nei, fuck off. Bíti. Ok, ég verði aðeins, þú segir Skyfall er uppáhalds. Já. Finnst þér hún best og er hún uppáhaldsmyndi? Ég tjáði mig ekki best, ég trú ekki á best. Nei, þannig að hún er bara uppáhaldsmyndi? Já. Okay. Ég er að tala um uppáhalds, sko. Já, ok, deytur hún brjála. Hvað? Egil vill ekki tjási það eitthvað svona best eða eitthvað. Nei. Ég skal gera það. Þetta er besta myndin. Mér finnst hún ná að saman einmitt allt. Já. Ég er alveg samanlega. Þetta er sem ég fór með pappa á hann í bíó sín tíma. Slöpp út í bíónu. Ég segi, hvernig varst þú? Hann bara, geggjuð. En það vantaði bílaeltingleik. Og ég bara, já, það er rétt, já. Ég verið til í það. Það var fullkomin. Það er svona, kemur svona byrjunaratriði með svona bílaeltingleik. Maður bara, wow. Svona krassa hann strax. Pínu svekkjar sig, en ég tengi þátt við bombindana, eitthvað svona flottu bílaeltingleiku. En ég er nitpika. Sturlumynd. Eva Green. Geðvik.
Ég elska Eva Green og mér finnst Vesper Lynd mjög skemmtileg karakter. Nýbúin að verja hennar looks eitthvað fyrir Kitty Svarta. Glæsileg kona. Hvernig fíluð þið hann í þessari mynd? Teitur búin að segja. Hún bara, hans bara ultimate scene partner, eða þú veist, bara góður scene partner og hann hefði getið að vera með, eða þú veist, þeir eru bara geðvægt interplay og hún bara unnið vilinni söguna og Eva Green mjög falleg og bara allt flott, sko. Gott chemistry. Já, gott chemistry. Hún líka bara fyrst og fremst, sko, fyrir þetta að hún kostið þarna, hún náttúrulega sturlu leikona, sko. Hún legendir í leikona í svona no budget myndum eða svona low budget, skilur. Mér finnst mér líka mjög leiðilegt, hún er ekkert búin að vera miklu nýlega, þú veist, og veistu bara hvernig hún kemur inn í myndina og hún bara strax fer á hans playing field eitthvað, bara svona hann reynir eitthvað að psychoanalyze hana og hún er bara, já, leið mér ekki að þetta tilbaka, nema betra, eitthvað. Það gekk aðri líka bara. Ísrael, þú segir ekki neitt. Já, ok. Þú fílar hann ekki, það er að koma með neikvæðin í þetta. Sko, mér finnst Eva Green mjög góð sem mynd, en þegar ég fór að horfa á sem mynd aftur, allar þessar 5 Craig-myndi, ég fór svona nitpicka, ég ætla aðeins að kafa aðeins dýpra í þetta. Eitthvað þarna sem er ángar mig, og eftir ég horfa á Casino Royale, þá eitt, og það bara mun ángar mig sem eftir ævinar. Þú hefði viljað hafa hana ljósar. Nákvæmlega, hann ljósarður, hún átti að vera ljósar. Nei, það þetta ástarsamband á milli þeirra. Ekki kaupa það? Nei, ég ekki að kaupa því. Í fyrsta lagi, hún kemur ekki inn í myndina fyrir klukktími líðan myndinni. Þau eiga, vissilega samræðið sem eiga og allt það er allt rosalega flott, mjög gott. En það er þessi aldursmunur sem truflar mig svo mikið. Aldursmunur? Þetta var, ég aldrei klokkað þetta, sko. Var hann leikaralega sé, veist, þá er 12 ára aldursmunur á milli Craig og Eva Green. Já, ok. Mér finnst það svolítið mikið. Ég aldrei pælt í þessu. Þegar maður sá Casino Royale, það er aldrei sagt hvað Bond er gamall, það er aldrei sagt hvað Vesper er gömul. Við sjáum ekki fyrir í No Time to Die hvað Vesper var gömul þegar hún dó. Hún 23 ára. Og hvað á Bond var gamall? Sko, hann var, það er mjög góð spurning. Það kemur aldrei í ljós. Það kemur aldrei í ljós. En Craig var 38, hann leika, hann var alltaf ekki að leika 30 gaur eða eitthvað svoleiðis. 23 ára? Ertu ekki að djóka í mér það? Ég á 23 ára vinkonur, það líti ekki svona út, sko. Og það stóð á grafsteinu, sko, já, það kemur í ljós. Þegar hann sprakk hana. Og ég var, þegar ég sá þetta, ég var hann 23 og var hann bara hætta að vera 007 og að vera með henni. Hann að taka Leo DiCaprio og það sem truflaði mér svolítið líka er að því að myndi byrjar á hans fyrsta mission, hann er að fá 00. Flott, fær það og svo byrja myndin. Það kemur aldrei 5 ára síðar, það er aldrei sagt hvað leiði mikið á milli. En ég fáum 2 vísbendingar, það sé bara frekar nýlega búið að gerast. Þegar Bond hann er að elta parkourgaurin og sprengir upp embassyið, þá segir I award you the 00 status and you celebrate by blowing up an embassy. Það hljómar eins og þessi nýbúin að fá 00. Svo segir hún aftur seinna I knew it was too early to promote you. Þannig ég hugsa okkar, hann er bara 9 árum Bond. Og svo bara í endurinn myndinni þá tala hann, ég er búin að vera í þessu svo lengi, ég er búin að drepa svo marga, ég ætla bara að hætta þessu. Það gengur ekki alveg. Þú varst að byrja. Og mér finnst þetta ekki hafa sama impact. Þetta myndi kannski virka ef þetta væri, að þetta er fyrsta myndin að Daniel Craig. Þetta hefði meira impact ef þetta verið 4. eða 5. myndin þar sem hann var að hætta. Ég bara, þetta fær ekki sama gut punch. Þú varst að byrja sem Bond, þú vilt bara hætta og fara með eitthvað konur sem er 15 ára yngri þú eða eitthvað hlið. Ég hef aldrei pælt í þessu, mjög góð punktur. Þannig að þetta er svona, þetta trufla mig svolítið. Ég vil bara ekki heyra hana. Það skemma myndir. Þetta trufla mig enga veginn. Ég bara, Þið veist ekki að þú ert sérst að segja það, þið veist ekki að Bond sem er mjög ungri konu. Tölvöld yngri konu. Já, við steyðjum DiCaprio í þessu, af hverju getum ekki stöðt hann í þessu, skilur við. En svo líka þetta, hún er að sjá alla peningana. Hvað er MI6 að láta 23 ára konu sjáum bara hauga pening? Þú veist, það hlýtur að vera ágríns, þetta hlýtur að vera eitthvað handrits vittleysa í No Time to Die. Það hlýtur að vera. Það bara getur ekki verið, af því hún er ekki 23, hún veist, Gellan er fertuð þegar hún leikur í þessari myndi. Nei, hún var 26 og leikir myndinni. Í alvörinni? Var hún svo ung? Eva, hún var 26.
fullorðinslega eitthvað. Age-shaming. Hún lítur, Ekki spyrja mig hvað hún er gömul. Var hún 26? Og Craig var 38. 38, það var 12 ár á milli. Já, einmitt. Þannig að þetta svona, þegar ég fór að nýttpikka mynda, þá var þetta svona, alveg að kaupa þetta, sko. Þetta er samt James Bond, sko. Já. Þú veist. Já, var ekki líka frægt þegar í Spectre, þegar Monica Bellucci er á mótónum. já, á loksins jafnaldri. Elsta kona sem við erum með. Já. Við myndum að vera að tala um Já, það. hún var 51 þegar hún léki því, Monica. DiCaprio hefði ekki eins og litið á hann. Nei, Ég vil nýja! Yngri. Ok, þannig að, já, þetta er alveg góða punktur hjá þér. þetta er svona eina svona sem ég nýttpikka mynda. Þetta dróði svolítið myndir niður fyrir mig. Ég var ekki búin að spotta þetta í notum time to die, það er auðvitað rétt sér, það kemur, þá sérðu hvað maður gömur. Já. Hann 23. Og var hefa grein 26 ára. Já. You're blowing my mind right now. Þetta er rosalegt, maður. Við ættum vel að bara loka þetta. Já, það er bara búið að eiginlega þetta. Sleppa Það er já gott lengur. Sagan gengur ekki upp. Það sem eftir er. Mads Mikkelsen. Frá. Le Givre. Hann gerir líka... Góður. Já. Hann geðveikur. Hann gerir, þú veist, hann ef þú hugsar út í það, þá hefur hann ekkert eitthvað það mikið í höndunum. Eða þú veist, hann gerir ógeðslega mikið úr mjög litlu. Sammála. Hann er með fá atriði, lítinn díalóg, en hann bara er með screen fucking presence. Og bara getur upp bara atriði. Hann er líka bara ógeðslega góður leikari. Hvernig er að gera það? Karakteristikinn, blóð úr auganu og... Já, geðveikur. En ég ætlaði þá að spyrja ykkur, sorry, í framhaldi líka Evergreen spjallinu og líka núna er að tala um Mads Mikkelsen. Hvað á hann að vera 30? 18 ára. Eigið þið það að þessum 5 myndum, við erum bara að halda okkur þessar 5 myndir, uppáhalds Bond-gæluna, uppáhalds Bond- og vondakallinn. Í þessum 5? Í þessum 5. Í þessum 5. Já, allan að vilja, ég veit ekki um hún. Ég bara... Ég sé ekki að það er en Evergreen. Vesper, sko. Vesperlind. Já, Nei, ég held þess Vesper, já. Ekki nema að telur M í Skyfall. Hún er svona, ég myndi argju að hún sé Bond-gælan í þeirri mynd, sko. Og það ég elskar hana, en þarna, já, proper Bond-gæla Vesper, já. Ég er svona milli Vesper og Medellin. Ef þú hefði spurt mig fyrir svona 20 árum, þá hefði ég alveg... Þá er ekki til þessum myndi. Þá hefði ég hoppað og, þú veist, að svara öllum þessu spurningum. En ég er einhvern veginn ekki alveg... Þú ert ekki með svar við þessu, ætlar að segja bara no comment. Já. Heitir. Ég er eiginlega ekki alveg, sko... Hann bara fengið í þáttin gegn vilja sínum. Hann vildi koma í brosna þá. Já, ég vildi koma í Connery þá. Nei, ok, tjók. Nei, þannig að já, ég veit ekki, uppáhaldsvillan. Ég hugsa að ég sé eiginlega bara svolítið sammála þér, sko. Það er, ef ég ætti að vera líka, já, þú veist, það er bara, mér finnst þessi vera sérstaklega svona í seinna áhorfi, sko. Ef þú veist, að taka þær allar aftur, þá er hann, Mads Mikkelsen, hann er lang eftirminnilegastur einhvern veginn af þeim, finnst mér. Samt situr hann mest bara við eitthvað pókerból. Hann er bara geggjaður leikari. Eins og þú segir, vel orðið komið, geggja presence, skilur, það er það sem hann er með og þú veist. Og sér líður líka eins og sé Bond, vel. Já, einmitt. Hann er með astmapúst og hann er samt bara eitthvað fucking cool, eða þú veist. Ætla að segja að fólk með astma er ekki cool. Ég er að segja að það er ekki typikál eitthvað grjótari gæðar í það sem er astmapúst. Það er rétt. En hann bara púlaði það og þú veist, hann er líka samt alveg dýnamískur upp á það að hann er ógeðslega hræddur við fólki fyrir ofan sig. Þegar það kemur að þeim atriðum, þá bara algjörlega skiptir hann og leikur það alveg jafn vel. Já, það er líka svo nett, sérstaklega það, þú nefnir það, þegar hann er að pynta hann, skilur við. Það atriði er með einhvern veginn, það er með öll fokkin elementin, hann er fokkin scary, þú veist hvað hann er að gera, skilur við. Bond er með húmorinn og svo þegar hann kemur hann að Mr. White hann inn á hann, þá er hann skítrættur við hann, skilur við. Það er bara, eins og segir, dýnamíkin í þessu er sturluð, skilur, og hann er geðveikur í þessari og líka þegar hann sparkar í stólinn. Já, það tekur hann bara... Fellir hann og hann segir, ég ætla bara að skera undan þér. Þú trúar hann. Já. Hann ætlaði að gera. Ef hann ekki er stoppaður, það hafði hann gert það. En svo líka þegar maður sér hann í pókerspilinu, eða þeir eru kepp í póker, þá er rosa rólegur. Og svona yfirvegar. Það er alveg svona multilayered. Já, þetta er geðveikt, sko. Það er líka geðveikt atrið þegar hann fattar að Bond er að ná að lesa hann, sko. Já. Það er svo svona lítið tekk, þú veist, hann er að og svo bara... Hann er bara að leika með augunum líka við, sko. Það er geðveikur, sko. Og hann og Craig eru líka svo góður saman. Já. Dýnamíkinn á milli þeirra, sko. Og við fáum að sjá þetta Felix Leiter.
Geggjaður. Jeffrey Wright, Frábær. geggjaður. Mér myndi alltaf hann hefur í öllum krækmyndum. Hann ekki öllum krækmyndum. Ég held það líka. Svo þegar ég fór að endur hóta, hann ekki Hann ekki í Quantum. Hann ekki í Quantum. Hann ekki í Skyfall. Og ekki Spectre. Ekki Spectre. Nei. Hann í þremur. Hann minnist á hann í Spectre en hann ekki í myndinni. Nei, einmitt. Já, alltaf svo í... Jeffrey Wright var busy eða eitthvað. Já, þess að fyndið mér myndi að hann hefur verið partur af öllum myndum. En ég finnst það flott kast. Með gömlu Bond-myndina, sko, þá var Felix Leiter svona frekar svona minni karakter. Svolítið auðgleymanlegur. Ekki í Craig-myndunum, sko. Hvað finnst ykkur þegar nú þetta reboot, Casino Royale, Campbell kemur aftur og stendur sem mjög vel. Hann heldur Judi Dench. Hvað finnst ykkur það? Hún M, af því hún var M í Brosnan-myndunum. Það bara geðveikt. Var það ekki eins í gömlu einhverstaðar, það sem hann var hvað heitir hann, Bernard Lee. Lék hann ekki í gegnum einhverja nokkra leikara? Q í gegnum og Q líka og Moneypenny en mann við leið og Moneypenny, þú veist en ég man ekki alveg hvernig það var í gamla dag en mann leið eins og þetta voru svo mikið reboot Casino Royale en hann heldur, mér finnst það geggjað Judi Dench var bara off-góð það er bara málið og ég man ekki því einhvern hafi mótmælt því að vera bara, þetta er aðstæðlegt af því hún er svo fucking góð í þessu myndum þannig að mér finnst gaman hún að halda áfram en hvað finnst ykkur það? Finnst ykkur að þetta reboota eða eru við bara allir sátti með að hún að valda áfram? Þú veist, to be fair, þú veist, alltaf þegar þú kom nýr Bond inn í seríuna, skilur þú veist, það er alltaf ákveðið reboot, þú veist, ef þú spáir í því, en þú veist, það bara er ekki með sama, hvað maður að segja, það er ekki sama sveifla á þessari, skilur. Ég er mjög forvitinn. Þú veist, það kemur alltaf eitthvað nýtt element inn í það, skilur, af því að þú veist, karakterin er náttúrulega allt öðruvísi. Ég er mjög forvitinn hvernig umgjörðum breytast með næsta Bond. Hvort það haldið einhverjum. En eru ekki sammálum, ég skil hvort tala þetta, en eru ekki sammálum til dæmis, það voru búið að gera nokkra Baffa-myndir, en þegar Begins kom út, þér fannst eins og það væri. Já, algjörlega. Þó að þegar Kilmer kom inn í, það var líka eins og öðru en Keaton-myndinar, en bara þegar Baffa Begins kom út, þá leið man eitthvað, þetta er svona reboot. Mér leið þannig með Casino Royale. Þetta rugglaði mig pínus að byrja með, að því hún var ennþá, Judi Dench, að þá var ég svona oft að hugsa, er þetta þá contingency, er hann þá ennþá, gerðust fyrstu 20 myndin ekki, sko, þegar hún var, sko. En það hefur náttúrulega, er það ekki fyrst þarna sem það kemur einhver svona, þú veist, continuity á þessari sögu? Jú, það er ein saga yfir þessar 5 myndir. Það þú veist, í minningun er allavega engin önnur Bondmynd sem að referensar aðra Bondmynd. Er það nokkuð? Eins og bara svona framhald sem að tala eitthvað svona gest í jú, það hefur gest bara mjög vægt, ekki eitthvað sem hefur stóra áhrif á sögurþráð en það er eins og ég tök dæmi eins og For Your Eyes Only, þá byrjaði myndin því að Bond fer á gröf að setja blóm og leiði hjá Tracy sem dó í Majesty's Secret Service Blófeldar alltaf búin að vera nokkur svona líka já, Blófeldar líka, sko, hann var mikið í einhverjum 4 Connery myndum og svo var hann var líka með Lazenby, eða ekki? Var ekki Blófeldar? Já, hann fyrir ekki í Lazenby líka hann kom Lazenby og svo í síðustu Connery myndina hann að Diamonds Are Forever en svo var hann drepinn í For Your Eyes Only án þess að segja að það er Blófeldar að því þeir höfðu ekki réttin lengur á að nota Blófeldar þannig að þá fenguðu bara gaur hann var aldrei sýnt andlit á hann bara maður í stól með kött og þau sögðu aldrei nafn ég skil hvað þetta er þegar þú horfur á kreditlista þá var hann bara titlað sem Man in Wheelchair en þú veist, áhorfandi veit hann er að drepa Blófeld, sko það er ósvægt að drepa hann í einhverju opnuna sinni á bíóvinni já, þetta er ósvægt að tengist sögun ekki neitt en þetta er sant, er það ekki einmitt þetta er einu skiptis það sem að og líka sérstaklega með okkur No Time to Die endar þetta er svona byrjun, miðja og endir þetta er alveg svona self-contained saga ég hef bara svo mikið viljað að þið hefðu úthugsað þetta betur, sko það hefur verið svo þetta er svo ógeðslega veikt með þarna já, þú veist, þau eru fyrir mig næstu mynd, skilur þú veist, það bara hrýnur svo mikið spilaborgin fellur svo ógeðslega mikið, sko ræðum það með í næstu sérstaklega næstu mynd lagið geðveikt upp á slæmi gat ekki verið betra líka title sequence í þessari mynd geðveikt þetta er upp á title sequence mitt það er svo fucking flott, maður geðveikt það ætti bara alla myndir að vera með eitthvað title sequence og lag, sko svo er líka svo geðveikt fyrir að því að hafa að tala á sínum tíma hann er ljósarður
James Blom og með blá augu að í lokin á kreditsenunni title sequence-inu þá lappar Craig alveg bara svona og augu bara ding með svo mikið svona fuck you Martin Campbell líka bara já ok, hann svona blá augu sjá það, horfðu á hann sé hann eitthvað komið ljós nýla að Martin Campbell vildi freka fá eitthvað Henry Cavill eða eitthvað já, hann hafi svo ungur hann kom sterkar til greina milli þeirra tveggja Broccoli vildi Craig og Campbell vildi Cavill þannig að Broccoli trömpaði hann það var svona, þeir fannst hann of ungur á Cavill hann var 22 ára það er aðeins þeir fannst hann aðeins svo ungur fyrir ég var líka bara þurfti upp á einmitt þetta reboot element skilur að gera eitthvað annað þú veist, fá eitthvað sem að væri þú veist, þegar hann var kastaður þetta var ekki eitthvað svona þetta borðleikjandi þetta er bara geðveikt þykkur gauður maður og ljósar og allt lítur út eins og boxar já, bara þver öfugt við það sem við höfum séð hingað til skilur en þekktu þig Craig eitthvað áður já, út af Layer Cake og Road to Perdition og Tomb Raider já, ég sá hann í Tomb Raider ég hafði ekki séð Tomb Raider var hann í Golden Compass já, hann var alveg rétt já, ok ég man þetta ég sá bara Munich en hún kom bara út þá að búa tilkynna sem Bond Munich var sýnt hérna í janúar, februar í Íslandi og þá var verið að taka upp Casino Royale hann var vist ráðinn út af Layer Cake já, það hef ég heilt en svo las ég viðtalið Barbara Broccoli hún sagði að hann hafi ráðinn út af Elizabeth sem kom út 98 sem leika á móti Kate Blanchett hann svo með hárgótuna já, hann fannst hann eitthvað svo góður í því þannig ég hef séð 2 útgáfur Layer Cake og hún hefur viðtalið skrítun hafi verið bara svona herðu já, þessi getur verið Bond The World is not enough, hún ekki 99 já þannig að, og mér brosnar að það fulla bá og hún bara, já, mér líst vel á þannig þetta er eina næsta það sé þess að mynd á hótelherbyggja en það make a sense hefur þú séð Layer Cake? Nei, ég hef ekki séð hann nefnilega. Það er svona krimmamynd og hann er svona cool í henni. Við þannig make a sense ef þú sér hana. Það er líka breskmynd. Ég ekki Ben Whishaw í því. Fannst þess að ég lesi það, þess að leikur Q. En það var bara ekki krakki, eða? Með rómari. Nei, Layer Cake ekki það. 2003 Ben Whishaw er unglegur í Skyfall, sko. Já, en ég held að það sé ekki 42. Hann lítur út svo bara krakki, sko. Hann er mjög barnalegur útliti. Ræður það eftir. Ok, lagið við erum saman og það er geggjað. Þetta er líka lag sem að hækkaði aldrei á mér. Þegar ég heyrði það fyrst. Same. Mér varst að vera eitthvað saman, þetta Bond-lagið. Þetta er svo Skyfall-lagið, fyrst mér vera svona Bond-lagið. Ég vissi líka bara ekkert hvað Chris Cornell var. Já, mitt. Ég sá þetta bara á tónleikum, 2009 eða eitthvað. Nei. Sástu hann? Já, Chris Cornell, já. Tók hann? Við minnir það sko, ég er pínu undir áhrifum vass á þeim tónleikum. Það var á hátíð. En sturlalag. Sturlalag. Þetta er uppáhaldslagið mitt allavega þessum 5. Já. Ekki all time. Ekki mitt heldur. Ekki all time. Já, þessum 5, jú. Þetta er uppáhald af þessum Craig-myndum. Þú veist hvað er uppáhaldslagið mitt af öllu. Já, sama í mig, sko. Og það eru þetta, besta lagið. The Living Daylights. Já. Þetta er mitt all time, sko. I don't know what to say. Teitur, áttu all time uppáhaldsbondlag? Það þarf bara að segja, nei, ég get ekki svarað þessu. Jú, ég get alveg svarað þessu. Það er bara, eitt af mínum uppáhaldslegum. Þú veist, það eru 2. Ég verði að vera það. Eitt er náttúrulega, ég er náttúrulega bíla-fan dauðans. Þannig að Livin' Let Die er náttúrulega bara sturla. Sé það á tónleikum líka. En hérna... Þetta flexa. Ég sko séð öll. En hérna, eitt af mínum uppáhalds, það er bara því mér finnst það svo ógeðslega skemmtilega. Það er License to Kill. Já, geggjað. Elska það lag, sko. Ég get ekki munna fyrir það sko. Ég ætla ekki að fara að raula það, sko. Jú, syngdu. Þetta er bara... Þetta er svo mikið power ballað eitthvað og ég elska þetta lag. Byrja svo kraftmikið. Ég elska þetta lag. Ég er bara dóttar. Ég kynna að syngja. Þá var ég að syngja þennan mikrofón núna. Ok, eigum við að fara að halda áfram, strákar? License to Kill næst. Má ég spyrja ekki, hafið þið séð upprunalegu fyrstu 2 Casino Royale myndirnar? Nei. Fyrstu 2? Já. Hitt er ekki sjónvarsleikrit, sko. Hafið þið séð það? Nei, ég veist ekki svo af því. Ég hef ekki séð myndina og ekki þetta... Það er að finna allan sjónvarsleikriti á YouTube. Ég horfði á það. Þetta er 50 mínútur langt.
svart-hvít. Það sama saga? Þetta sama saga. Hann heitir samt bara Jimmy Bond. Jimmy Bond. Og það gerist í Bandaríkjunum. og það er búið að víkst að þetta gerist, þetta tekið upp í Bandaríkjunum, sko. Og þá var hann, sko, American agent, sko. Það þá CIA? Já, man ekki hvort það komið frá að vera CIA, sko. En þá er Felix Leiter, sem heitir reyndar Clarence Leiter, þá er hann British Intelligence og það er búið að blanda saman Vesper og René Mathis karakterinn saman í Valerie Mathis en svo er Le Chiffre ná og atriði, sko, þeir eru að spila Baccarat eins og í bókinni en þetta er svartkvít, þetta er tekið upp live og þetta er svolítið fyndið að horfa í dag, myndi byrja því að það er kasínóið byrja og Bond er að fara að labba inn í sal og það er bara svona dyr að vera hello og þú sér Bond labba, svo kemur svona byssa inn í myndina og byssan er kannski svona 2 metrar frá Bond og gaurinn er að skjóta, skýtur 4 sinni, hittir ekki Bond 2 metrar frá hann og svo fer inn í söguna og hann fer að spila og hann vinnur og það er svona, þeir halda sögu það, þetta er bara 50 mínútur langt þess að hitti Climax þessi þætti þetta voru þætti sem voru gerðir frá 1954 til 58 sko. Já, þetta er sérst að undan og þetta alltaf undan bara Dr. No sko og þannig bara, sko, bókin kemur út 53 og þessi sjónvarpsáttur kemur út árið síðar. Það er svona eina ástæðan fyrir að þessi myndar ekki komið fyrir, var þetta réttindin voru bara í algjöru fokki. Af því hann seldi réttin til CBS sem gerði hann á sjónvarpsþátt. Þess að hann gáti ekki Copy Broccoli og Saltzmans þeir gáti aldrei gert Casino Royale, því þeir átti ekki réttin. Af því að Fleming, þetta var eina saga sem hann seldi og hann gáti aldrei fengið tilbaka. Og Fleming, Broccoli í Eon Productions gáti aldrei eignast þessa sögu. Þeir eignust ekki réttina Casino Royale fyrir aldamótin. Ég var akkurat í Special Features bara á Casino Royale Blu-rayunum áðan eitthvað. Og þá voru eitthvað rekið söguna af þessu. Þannig að ég er búin að hlusta á þetta einu sinni, þannig kannski ég er að fara með rátt mál. En það var eitthvað Rússi eða eitthvað, sem eitthvað flúði Rússland með eitthvað pening bara eitthvað sauma hann í jakkafötin sín, eitthvað bla bla og eitthvað keypti réttindin og hann sá þetta í eitthvað tímarit, eitthvað bókina, eitthvað dót, síðan splittar hann í með eitthvað öðrum gæja og síðan er þetta bara eitthvað algjöru fokki. Sérst réttin að Casino Royale. Orginal árið 50. Það var bara í limbo og svo bara aldamótin þá ætlar þessi hann Kevin McClory sem var svona þyrnir í síðu Eon Productions, hann átti þessi réttin að Thunderball og hann verður alltaf að hóta að gera annað remake af Thunderball myndinni sko, það gera eitthvað mynd sem heitir Warhead 2000 og hann alltaf að fá Timothy Dalton sem leika Bond og allt svo leys og þau bara Ian Broccoli og Wilson segja bara nú verður að fara að hætta þessu sko, þannig að þau bara hafa samband við Sony sem átti réttin og láta Sony fá Spider-Man í staðinn meðal annars inn í dílinn sem er part of the settlement. Sérst aldamóti þá? Aldamóti sko. En svo gerist það 2004 að Sony eignast MGM, þannig að þessi viðskipti voru að þannig svo óþarri. En þeir eiga ekki MGM í dag? Nei, ég veit ekki hvernig er þetta. Já, ég held sér Amazon keypti það. Já, þannig að MGM er búin að vera í alls konar limbo, sko. En svo var 67 myndin, það vissi hana. Nei, ég ekki sé. Það er síra myndin. Ég sé broturinn og ég bara, hvað er ég að horfa á? Ég varð að horfa hana fyrir þátt, ég sagði. Ég sá hana sínum tíma og ég man bara hvað hann var stúpid. Ég sagði, ég verð að horfa hana. Hún er stúpid. En hún er svo skemmtilega stúpid, af því hún byrjar, bara fyrsta atriði, þá kemur Mattis og hittir Peter Sellers og segir, Mr. Bond, yes. Og það er bara byrjunatriði. Og svo kemur kredlistin, klikkaði kredlisti bara svakalegt, svo koma leikstjónir 1, 2, 3, 4, 5, koma 5 nöfn á leikstjónum og svo er einn uncredited, þannig að 6 leikstjónir sem gerði þessa mynd og þú veist bara, ok, við erum að horfa okkar klostur rugglega. Þá veist að mynd er góð, sko. 6 bara höndur, sko. Svo feb og þetta er rosa, þessi mynd fór bara alveg peningarnir bara fór brendir í þessa mynd, sko, eitthvað haug og þau reynda að fá Connery sem leiki myndinni, hann vildi fá $1 million en þeir vildi ekki borga það, þeir sáu eftir því, þeir sagði bara, shit, við hefum mútið að láta Connery fá þessa $1 million. Af því að Peter Sellers leikur í myndinni, David Niven, þeir fengu Ursula Andrews, sem var það fyrsta Bond-gælan, og Dr. No, Orson Welles, Peter Sellers og Orson Welles, þeir hötu hvern annan. Orson Welles leik Le Chiffre, og það var eitt af fárulega plott í myndinni, það áttu allir leinustum minn áttu heita James Bond, þannig að óvinni myndi ekki vita hver var alveg James Bond, ég veit, ég er að koma og fara út í steypu
það er allt hver einustu atriði eitthvað svakalega hot bondgelur það er svakalega sviðsmyndir og svo bara byrja myndir bara magnast og magnast út í vittleysuna það fyrir bara út í German Expressionism já, algjörlega það er eitt atrið sem var endur óslega fyndið á svona uppbúð það voru sem sagt aðilar frá bresku leyniþjónustunni, amerísku, rússnesku og kínversku og það er uppbúð í gangi þeir eru að bjóða upp eitthvað ljósmyndi og það er óslega fyndið þeir allar að bjóða í sínu einu gjaldeyri $300, 1,000 pounds 3,000 rúbels og það er svona fárulega svo byrja bara að stima svo einu atrið kemur gameskip og rænir dóttur gameskip og svo er eitthvað atrið sem er að berjast í lokin kemur alltaf með Frankensteins monster lappandi og ég er bara að horfa myndir bara hvað er ég að horfa? Nú reyndum bara að segja eitthvað sko. og svo endar myndin á því að það er bara svona alltaf gerast í þessu spílavíti og svo komar here come the Americans og koma kúrekar og indjánar inn bara svo kemur fáralt cameo með Peter og Tool maður er bara svona hvað er gangi svo er hérna Woody Allen að leika Jimmy Bond þetta er bara svona steipa út í gegn sko en hún var svo skemmtileg steipa en þið varst þú skemmtileg? Hún var skemmtileg, já Er hún betur en þessi? það fyndna var þessi mynd var drullu vinsæl Já, var hún vinsæl? Hún kom út sama tíma og hana Only Live Twice og Only Live Twice var vinsælli en þessi mynd hún halaði samt í pening sko það var líka eitthvað á Blu-rayinum eitthvað sem ég var að horfa á þannig að þeir eitthvað premierið á þessa mynd og þeir setti í eitthvað radioshow eða eitthvað að það fær frítt inn á eitthvað premierin eða mætir í X-outfit eitthvað eins og njósnari og sem bara mætti eitthvað allt og mikið af fólki og það var bara eitthvað ræjott það var bara löggan var mætt að bara lemja fólk og ég veit ekki hvað er í gangi sko þannig að já Ég get ekki bætt við þetta skemmtilegt kom fórst yfir þessa mynd Við þurfum ekki að horfa á hana Nei, við þurfum ekki að horfa á hana Förum að halda áfram, eitt stutt mér fannst mjög gaman, þetta er svona samvæntið drikkjans Já Hann er spurður í Casino Royale með í Craig-myndinni viltu shake and or stirred þetta er alltaf svo svakalega iconic og hann segir, does it look like I care Já, skemmtilegt Þetta var look like a give a damn Já, give a damn, já geggisetning og svona skemmtilegt fyrir alla sem hafa búin að sjá flestar af þessum bóðmyndum. Höldum áfram, Quantum of Solace, Ísrael, þú byrjar núna. Þú fær bestu myndina? Bestu Craig-myndina, Quantum of Solace. Já. Það er alveg flottu wallpaper, sko. Þetta er bara töff. Það er wallpaper. Það er næra að setja 0-0 í stafinu hana. Þessi kemur út, 2 ára setna ekki, 2008, Ísrael. Ok, það er að sama, það er aftur ekki Gone Barrel Walk í byrjuninni, það kemur þetta fyrir í endinn á myndinni sem ég skildi ekki ákveðri. Og byrjar svona flottu hasandri sem er þetta rosalega illa klift svona þegar maður horfir á aftur og þetta er náttúrulega fyrsta myndi sem er bara svona beint framhald. Ég vissi ekki þegar ég fór á myndin, ég vissi ekki að myndi verið að gerast bara klukkutíma eftir að Casino Royale enda, ég vissi ekki. Hann bara tekur Mr. White? Já, ég bara fatt að opna skott, ég bara White, já, ok, þetta er fint framhald, sko. Svo kemur lagið, þetta lag. Þetta er glata lag. Ég fíl það lag. Ég fíla bæði Jack White og Alicia Keys, þetta er glata lag, sko. Ekki sammála, út með því. Þetta lag er á botninu mínum í Þetta er leiðilegt lag, sko. Þetta er eina sem er góður sem mynd, þetta er leiðilegt. Nei. Sammála. Teitur, hvað? Við gerum næsti bondáttur verðum við bara 2. Ok, sorry, halda árum í Ísrael. Ok, myndi fyrst svo í gang og hann er svona eitthvað að hugsa þetta revenge story, þessi mynd, og hann hittir náttúrulega Camille og hún er líka í revenge og myndin eins og segi, hún er rosa illa klift. Mér fannst hún, ég var ekki rosalega ánægð með því ég sá hana fyrst í bíó. Svo horfði ég hana aftur og hún var ekki að pikka upp 3 skipti. Gæti verið hún sér á máli. En ég ákvað að gera þess öðru sem núna. Ég sagði, ok, ég hef aldrei hort á Casino Royale og svo Quantum strax svo eftir. Ég ætla að prófa það. Þá hækkaði þessi myndi áliti á mér. Ekki mikið, en hún hækkaði aðeins. Mér fannst það svona aðeins skemmtilega þá. Að sjá svona beint framhald á sögunni. En eins og segi, hún er samt, þetta er að mér öllum 25 bondmyndir þá þetta næst sísta myndin á mínum, mér finnst alla bondmyndir góðar. Það er engin bondmynd sem ég horfi ekki á. En þessi er svona næsta sæti hjá mér, sko. Og hver er neðst?
The Man with the Golden Gun. Nei, bara nei. Þetta bara ekki satt. Hún á botni hjá mér. Svo kemur Quantum. Mr. Scaramanga. Hann með þriðju nipluna sína, sko. Man with the Golden Gun í neðst. Já. Finnst það allar góðar, en það bara... En þessi, eins og segja, og þegar maður les myndin, þeir náttúrulega lenda í, þú veist, það verkfalls á þessum tím, handursöfunda sem í 14 vikur, þannig að frá nóvember til febrúar, akkur þá tíma þegar þeir að byrja að taka upp þessa mynd, þú veist, Paul Haggis sagðist að klára handrit í 2 klukkutíma áður en verkfalli byrjaði, og Mark Foster, leikstjórinn, hann hefði gert eitthvað af Monsters Ball og Finding Neverland. Af hverju var hann? Ég kíkti á kreditið svo ég bara... Obvious choice. Já, og hann var alltaf eitthvað svo fastu með þessar 4 elements í myndi. Hann vildi að það komi vatn, jörð, loft og eldur. Hann vildi eitthvað hafa það í þessu mynd. Ég vissi ekki fyrir ég fór að lesa það í horfmyndi. Já, því að það meikar svo lítinn sens þessi eyðimörku hótel. Ég pikka allavega ekki upp á þessu, sko. Upprunalega handritið átti að vera eitthvað svona ski resort, en hann sagði, nei, ég að gera the 4 elements, sko. Og það að vera, sko, eyðimörku og eldur þar og eitthvað svoleiðis. Og hann sagði líka, veist, hann hafði 5 vikur til að klippa myndina, venjulega hefur hann 14 vikur. Ég las það mitt og það make a sense. Já, og það erum við ekki alls saman, hún rosalega hún mjög illa klift. Við veist það bara verst klifta mynd sem ég man eftir í fljótu bara af þessum kaliber. Bara, veist, það er boat chase í myndinni, ótrúlega flott, en það kemur svo ótrúlega skrítið atriði sem hann flippar í bát sem er eldan. Og í klippingu, hvernig fór hann að því að láta bátinn flippa með því að setja krók á hann? Þetta svona passa ekki. En það er samt svona, þessi myndir eru svolítið, það eru rosa mikið food chase, eins og var í Casino Royale, sem þekkti, hina 20 bondmyndina, það er aldrei food chase. Eina bondmynd sem var ykkt með food chase var Thunderball. Það var ekki eins og í þessari mynd, sko. Já, það, ég aldrei bælt í því. Og þeir fengu, sko, aðstoða leikstjórana úr bormyndunum til þess að hjálpa sig með Casino Royale og Quantum of Solace. Þannig að þú sérð alveg born áhrifin í þessum myndum, sko. Og mikil born áhrif í þessari. Já, þú veist, það er bara, sorry, það er... Það er aðeins svo mikið í þessum, hann finnur. Ég verði að koma inn, þessi mynd pirra mig svo mikið. Þegar ég sá hann á sínum tíma, ég var mjög spenntur eftir Casino Royale, svo kemur þetta drasl. Mér finnst þetta bara léleg bíómynd. Og ég horfði hann í annað skipti, ég hafði aldrei séð hana, ég fór bara hann í bíó, fór í brjálæðiskast, hef ekki séð hana síðan þá, nefnir bara núna fyrir podcasti, og ég gerði saman þú, ég horfði á Casino Royale, og svo Quantum of Solace, ég er bara back to back. Hún hækkaði ekki aldrei mér þessi mynd. Það er bara ekkert skot, eins og örgulega fyrsta hálftíman, það er örgulega ekkert skot sem fara að hanga í meira en 2 sekundur, sko. Nei, það er rétt. Og þetta er bara svona, mér langar helst að loka augunum, ég held að ætla að segja á hann eitthvað, ég gerði þetta öðru svona, ég lokaði augunum og hlusta á Quantum of Solace. Sem þú og gerði þetta bara fínt. Mér var bara í haustnum að horfa á þetta, og hún er svo ljót, þessi mynd, allt við hann, ég hata söguþráðin, hann er að stela vatni. Þetta er svo boring, og einn mest boring villain ever, Dominic Green, eitthvað. Glatað með ás kreglinga, þess að þið finna þessi á munun á honum þarna og versus Casino Royale, mér finnst þetta var bara ekki sami maður. Mér finnst Craig eitt að fá sem heldur þess að myndi uppi, sko. Hann heldur mér við efnið allavega. Hann alltaf, frábær leikari, alltaf solid, en mér fannst bara sem ég var að horfa á eitthvað annan, mér finnst allt lill þessar mynd, nema lagið, það er drullu gott. Nei. Ég get alveg skilið hvað þið meinið með kannski sem Bond-lag, en þetta er fucking gott lag, skilur. Mér finnst þetta líka. Þetta er fucking gott lag. Ég er sammála. Nei, sko. Herðu, þetta er bara playlist af mér. Nei. Spotify, ég get svo svaraði það, strákar. Já, ég bara er nokkuð sammálunum með það. Ég hlusta rosalega oft á það. Ég bara gleymi þessu lagi, bara leiða það búið, sko. Þetta er gott lag, maður. Eftirminnilegt, ólíkt. Það er ekki eftirminnilegt nefnilega, ég gleymi alltaf hvernig það er. Finnst ykkur þetta, nú sko aðeins ræðið þetta, af þessu 5 myndum. Já. Finnst ykkur þetta verra lag? Heldur til dæmis No Time to Die lagi? Mér finnst No Time to Die lagi flott. Það maður ekki svona eftir. Jú, það er á playlistanum mínum. Mér finnst það gott. Það er á mín lista. Út með eitthvað bála. Ok, þessi mynd er drasl og ég er ekki, persónulega er ég ekki hrifinn af, mér finnst það gaman að rýna þessi í þessar 5 myndir, en mér finnst ekkert gaman þessi framhaldsmyndir. Ég vil bara standalone myndir. Þessi halda áfram með eitthvað sögu, jú, þetta skarða að maður getur tekið það back to back, en ég man því að ég fór Spectre í bíó, þá var ég alveg pínu
Já. Ég muni þessu, hvað? Svo félagi minn hallar þess að mér, ég muni eftir hvað gerðist í síðustu Þannig ég er ekkert svakar að segja því þessi gerst þarna strax eftir Casino Royale með þessu fucking leðilega bílaltíkleik hana. Þetta var svo illa klift, þú veist, þetta er andstaðan við Hazard í Casino Royale. Mér finnst það verið bara með betri Hazard-atriðum í Bond-seríunni, svo fái ég Quantum of Solace verstu Hazard-atriðin. Og þessi eldingarleikur, hann hleypur eitthvað borð, eldingarleikur við eitthvað gæja hérna, svo endur að hann snýsa eitthvað við og skýtur hann eitthvað stilla sig. Ég var með hausverk. Lokaskotið því cool. Það er cool. Mm-hmm. Ég skal gefa það. En þú byrjar að hugsa, ég spenntir eitthvað þér fyrst það, líka betur. Þegar þú byrjar að hugsa, ok, hvenær klift? Það er bara klift. Og maður er bara svona, Jesus, má ég fá að sjá smá? Má ég aðeins anda? Nei, það var klift. Og mér finnst þess að það væri bara, næstu í fyrsta hálftímanum, þá bara færðu bara, það er ekkert sem fara að hangi einhvern tíma. Teitur, hvað veist þér? Ekki góð. Af hverju ekki góð? Sko, hérna eru uppástafiði mínir. Sko, ég hafði ekki síðan í bíó ef ég maður rétt. Og sko, þú veist, það fyrir að fyrsta, þegar hún byrjar, kemur ekki lagið á vitlausum tíma. Hvað meina það? Þú veist, byrjunatriðið ekki búið þegar það kemur. Jú, hann kemur bara eitthvað. Nei, hann kemur. Opnar ekki skottið. Opnar skottið. Segir eitthvað Mr. Right, it's time we talk. Já, og svo byrjar lagið. Og svo kemur atriðið það sem þau eru að tala við hann og svo enda það sem hann skýtur upp, skilur. Maður hefði einhvern veginn haldið að atriðið þetta klára sem hann skýtur upp bara. Og svo Já, þú meina það. Og ég bara svona, þegar ég horfði á hana, ég svona tók svo ógeðslega eftir, ég bara, hvað? Þú veist, þetta atrið í byrjun, þetta er bara 3 mínútur eða eitthvað. Og svo kemur lagið. Þetta er ógeðslega stutt, ógeðslega lélegt. Já, ég veit ekki hvað vilt að ég segi, sko. Ég bara, þú veist. Hvernig er þessi klippingi? Mér finnst hún ekki góð. Mér bara fíla hann ekki. Ég er svona, þú veist, en mér finnst sko sagan svo viðurstykkilega leiðileg að ég get ekki einu svona sagt sko að klippingi var ekki það sem var að skemma þessa mynd fyrir mig, skilur. Sagan er bara svo fokkin leiðileg, skilur. Ég er sammála því líka. Þú veist, þetta er bara, þetta er svo asna, og svo er þetta líka einhvern veginn, hún er svo vangefið samhengislaus þessi mynd, að ég einhvern veginn bara næ ekki utanum sum atriðana eins og til dæmis bara í endanum þegar hann fer og er það ekki þessari sem hann fer og drepur, nei, ætlar að hittir mannin hennar Vesper eða eitthvað. Jú, í endanum. Svo að er M komin, þau eru stær í Rússland. Stendur hún bara fyrir utan eitthvað, did you get what you looking for eitthvað, og bara hvernig bara fluguð hann að þanga til að... Já, hvað hún að gera það? Sama þegar þau fara í eyðimörkina, það einhvern veginn ekki, þau eru bara eitthvað standa eitthvað í miðri eyðimörk, þú veist, þau eru fara í missjóni, skilur, þau einhvern veginn fara aldrei þangað, þetta er einhvern veginn... Það er ekki líka klippingi. Jú, algjörlega, þú veist, en þetta er bara svona, þetta er bara rusl. Já, og svo annaðið mitt, talandi klippingar, núna þegar þú segir þetta, ég man eftir því í lokandunum þegar að berjast, þegar húsið er að springa út í hótelið, er að springa. Þau hafa bara tekið 1 skot af húsinu að springa, ég veit ekki hvort það bændi í þessu, og svo er bara köttað í það aftur og aftur. Þau eru inni og það er eitthvað slagsmál og svo bara sama skoti. Nei, og það? Já, þú veist, það stigmagna sprengingin, en þetta er bara sama skot, skiljum. Það var ekki coverage bara. Og þeir eru bara, nú ætlum við að sprengja húsið, byrjum þarna meginn, og svo hafa það bara haldið þessu skoti, skiljum, það er alveg agaleg, sko. Ég bara skil ekki, en ég skrif þetta, get alveg fyrirgefið þeim vissulega það að þú veist, þetta hefur væntanlega verið þetta rætistræk sem hefur fokkað upp í, menn að hann var farin að skrifa, sem hann kann ekkert að skrifa, sjáum það þetta nokkuð vel, skilur. Já. Er þetta, sorry, svona neitt líka í þessu, minna þessum með leikstjóran, við erum tónum handritið. Já, svo það líka. En segjum þetta verið top handrit. Já. Er þetta rétti maður til að gera þessa mynd? Nei, sko, það er annar mál. Þú veist, rétti maður að gera þessa mynd, hann vildi ekki gera þessa mynd. Af hverju var hann ráðinn? Af því að hann fekk pening og ég veit ekki af hverju. Af hverju fóru brokkoli þess átt? Hver horfir á Monsters Ball? Ég er ekkert að draga þeirri mynd og hugsa með þessi flottur sem bóndleikstur. Já, ég gleymd að spyrja hana þegar ég sjálf en ger, en Við vorum í símanum. Það er eitthvað mín fyrsta spurning ef við ekki að tala við brokkoli. Hefur ekki Barbara? Jú. Hvað var það að pæla? Með kontum. En svo líka, því mér leiðir þetta með þetta rangt í mér, ég held að þau hafi sagt
sjálf, en það er oft talað þú veist, já, hefði ekki bara Tarantino átt að gera mynd, eða Christopher Nolan, eitthvað svona. Ég held að þau hafa sagt, við munum aldrei ráða leikstjóra sem stærri en Bondmyndi. Eða skiljið hvað við? Það má ekki skyggja á og mér finnst það svo brengluð hugsun. Þess vegna mun Spielberg aldrei gera Bondmynd, til dæmis. Eða Martin Scorsese. Eða Nolan. Ég er mjög hissa ef einhver gæja hans kaliber myndi gera ekkert Bondmynd. Sjáu líka bara leikstjóra sem hafa verið að gera þessar myndir. Sam Mendes, flottu leikstjóri, en hann engin Spielberg, nafnið hans. Þetta engin Spielberg. Eða Kari Fukunaga, hann engin... Bara True Detective, þú veist. Já, þetta engin high caliber leikstjóri, og mér finnst það svo skrítið. Af því ég var alveg til að sjá Nolan. En þú veist, ég held að það sé nú bara mjög einfalt svar við þessari og dýrir. Nei, það ég meina, Danny Boyle átti náttúrulega leikstýra... No Time to Die. Var það ekki? Jú. En hann sagði þessu úr því, út af því að þú veist, þeir fá engin völd. Nei, það líka breytast. Það líka ástæðan fyrir að Nolan mun ekki gera þetta. Nei, þú veist, þau ráða öllu. Þú veist, klippið, tónlistin, þú veist, casting og allt þetta vesinn. Það þarf alltaf að vera gerum þau. Og ég held mér þess að Danny Boyle hafi stungið upp á að drepa Bond. Ég held að það hafi verið upprunalega hans pæling og þau vildu bara, ertu ruglað? Og svo bara, jú, þetta var góðum. Já, og þá sagði hann bara að það klassaði allt og mikið, skilju. Hann fekk ekki neitt, sem sagt. Alveg rétt, hann að það leikst. Þannig að ég held að það sé svolítið svarið við þessar spurningu, skilju. En þú veist, ég gæti alveg séð að gerast einhvern tímann að það myndi fara í einhvern eins og til dæmis Nolan. Þú veist, núna tíminn fyrir Nolan að gera það ef hann ætlar að gera það. Hann komin á, þú veist, búin að fara í gegnum svo mikið. En hann hann of stór, alltaf stór. Já, en ég ætla að segja, þú veist, það væri ógeðslega sniðugt hjá þeim að taka einn þannig séns á Bondmynd, það sem við tökum bara, ráðum Nolan, gefum honum the reins í eina mynd. Já, ég nefnilega, mér minna Máni að vera að tala um þetta. Mér minnir þetta af hann sem kom með sögmynd, eða kannski þú, maður ekki. Ekki ég. Að það mitt að leyfa, bara eins og núna næst. Hversu cool væri það? Að þeir eru búin að gera svo marga Bondmyndir, þú veist, þetta orðið svo svakalega sterkt IP. Núna bara Nolan, þú mátt gera Bondmynd, þú mátt ráða hver leikur Bond, one-off, svo bara gerir einhver annar næstu mynd og það one-off líka. Gera það kannski í 4-5 myndir. Hversu cool var það? Meinar þá að ráða ekki leikara inn? Já, þá verður bara, Nolan vill eitthvað sem Bond, svo myndi bara Scorsese, ég er bara að taka dæmi, hann myndi gera eina mynd, og hann vill Non-Naughty By sem myndi leika Bond, þá hann bara Bondin hans. Já, það líka þegar vesinni sem þau lendi í með að ráða inn í, þú veist, 5 myndir eða hvað það er, þú veist, þeir hækki verði, maður. Já. Og þeir eru kröfari með svo Craig, ég veist þessi hundlegir að vinna með honum þess að síðustu 2 myndir sérstaklega, skilur. Þeir eru búin að segja að skera á sjóliðina. Já, það eftir spektir. Bara komið með ógeða þessu og þú veist, það er bara, ok, þetta er 40 miljónir. Það þurfa að segja í No Time to Die ræðinu sinna, hann bara, takk guys, ég veit að, þið er kannski heyrt að ég hafi sagt eitthvað, þú veist, hann sagði eitthvað á þessum nótum bara, saman hvað ég hef sagt þetta franchise, eitthvað bla bla, það var þetta allt geðvikt og bara, takk fyrir mig, bye. Og í haustum á sem var bara að telja peninga bílana sem bökkuð. Og bættu við 0, já, ok. En ég er bara að pæla það af öllum leikstjórun sem þau geta að fara til Mark Foster, að leikstjóra Bondmynd. Nei, ekki alveg sens. Ég bara skil ekki akkur er alltaf Martin Campbell hafi ekki verið fenginn bara í 2. Ég held að hann verið spurður. Hann var spurður, já. Hann bara sagðist ekki að hafa... Hann sagði, ég ætla að gera Green Lantern. Já. Hann hefur integrity, sko. Hann sagðist ekki að hafa efni í sig að gera 2 Bondir. Það var eitthvað þannig. En svo er það líka svo áhverð, þetta eru sömu handursöfundar, þessa mynd og Casino Royale. Munurinn er að Casino Royale, það er Ian Fleming bók. Þeir taka úr hans sögum, þeir eru meðalegu grindina það, sko. Já, og líka, og þeir eru náttúrulega líka með á undan, þú veist, þeir eru með breyk á milli Brosnan og þannig að það er lengri tíma til að hóna þetta. Og það er náttúrulega, þú veist, að vonda við þetta líka, þeir leggja alltaf svo mikla vinn í fyrstu, og svo er alltaf, ég held þetta að sé í öllum, þá koma alltaf bara, þú veist, það kemur fyrsta myndi, bara geðu ekki einhvern veginn, og svo kemur næsta bara svona árið eða 2 síðar, bara svona hent út, skilur. Það er einhvern veginn aldrei. Já, það var ofstuttu tími á milli Casino og Quantum. Því að svo næst kemur, það er ekki 2012 sem að Skyfall kemur út. Já. Og maður sé líka gigantískan mun. En þau hafa fundið og fengið eitthvað tiltal frá einhverjum áhörund. Mér myndi ekki, þú veist, mér finnst þessi mynd, ég var alveg sé miklu lélar hasamyndir og eitthvað, ég myndi gefa þessari mynd Nefndu 5. Hvað er það?
Djóka. Sorry, Nei, annað, þú veist, þessi mynd langstýðsta Bondmyndin, það hjálpar. Sem betur fer. Ef þessi mynd væri spektarlengd, þá væri ég búinn að slökka á henni, sko. Þannig að það hjálpar alveg talsvert. Og náttúrulega hasarinn ekki góður. Það byrjar ágætlega, það alveg promise. Fyrst það er svona skot af dekkinu og eitthvað, svona skuggi og eitthvað. Þá bara, ok, þetta voru cool. Og síðan bara byrja klippingin og maður bara, fuck my life, þetta ekki cool. Klippingin. Og bara í þeirri senu, það bara mistök í þessari senu. Þú veist, það skot í þessari mynd. Það svona bíll keyrir út af og það svo kameraoperatorinn, það bara mist af bílnum. Það bara dettur úr ramma og þeir halda skotinu, þeir hann komin úr ramma. Og við erum bara mætt hérna. Það var bara ekki betra, við gátum bara ekki gert það aftur og þetta var bara skotið sem endaði í myndinni. Þess vegna kalli ég þetta lélega. Já. Bíómynd. Og líka held ég verst af þessu mynd að mínum mati þú veist, Craig heldur henni upp að miklu leyti fyrir mig, þú veist, hann á alveg einhverja fína línur í myndinu og eitthvað bla bla, en þessi mynd, þú veist, enska orðið convoluted var fundið upp til að lýsa þessari mynd. Þessi saga þarf ekki að vera svona flókin. Þetta allt of flókið og þetta einhvern veginn flóknasta saga sem ég æfinn heyrt, en ógeðslega basic á sama tíma og ekkert áhugavert við hana. Og ég þól ekki það er gert. Þú veist, líka ég bara... Einhvern saga gerð flóki. Ok, þú veist, ég persónulega fíla alla myndinar séu tengdar í Craig-rönninu. En ef þú hefur ekki séð Casino Royale, þá veistu ekki hvað í gangi í þessari mynd. Bara ekki neitt. Og ef þú hefur séð Casino Royale, þá áttu samt alveg bátt með að skilja hvað í gangi í þessari mynd. Því að það svo mikið af ykkur dót í einu. Og það bara því að fyrst olíu, svo vatn og síðan eitthvað annað gæi og hann með eitthvað misnóta konur og síðan Quantum Organization og Mr. White í Quantum og þetta bara allt of flókið með hvað þetta ógeðslega lélegt. Núna ég spenntur að heyra hvaða 5 myndir eru verið þetta. Með eitthvað ógeðslega passionate í hvað Ég skildi ekki þessa mynd til að horfa hana svo krakki, bara ekki neitt. Ég held að þetta var fyrsta áhorfið sem skildi allt sem er að gangi í sögunni. Þó að var ekki gott. Hún er líka bara svo drepleiðileg. Já, hún finnst mér. Mér finnst hún bara midd. Og við erum að tala út af því að þetta er James Bond, þá fæ ég meir út úr. Ef þetta var ekki James Bond, með hans karakteristics og eitthvað. Við erum að ræða að, ég óskaði mér, ég á, 007 Rakspíra sem ég fekk í jólagjöf. Og ég spilaði 007 Legends töluleikinn PlayStation 3, sko, ég alveg þar. Þannig að ef þetta er eitthvað James Bond, þá vont Goldena í 64, maður. Munu þetta honum? Þú þessi eldra. Ég spilaði hann heima á vinum mínum. Oh my god. Hann var geðugur. Sorry. Anyway. Og þannig að, út af James Bond, út af hann með sín characteristics og, það kona í þessar mynd sem heitir Strawberry Fields. Já. Það svo ekta Bond eitthvað bull. Bítlareferens, maður. Já, bítlareferens. Mér var svo góð. Já. Þannig að, já, þannig að út af þetta James Bond og það alveg nokkur allt í lagi moment og það er svo stutt. Þá finnst mér bara svona flöt 5. Annars væri hún verri. Flöt 5 hér. Versus Casino Royale væri það hvað? 8? 10. Það er 10. Það er 10? Og Skyfall þá 10 líka? Já. Já, ok. Quantum of Solace, já, frábær mynd. Erum við ekki allir búin? Já, hún átti uppalega að koma út fyrr, sko. Þau ætlaði að gefa hún út í mæ 2008. Það þurfti ekkert að vinna henni meira, sko. Ástæð fyrir því að... Það er góð. Það er bara komið, guys. Áttu við þá að sjá röfkvöldu? Já, nákvæmlega. Mark Foster var fljótur að segja ég er ekki að fara að gera mynd á svona stöðu tíma, sko. Og líka ástæð fyrir ég ætlaði að gera mæ 2008 því það var þess að halda upp 100 ára afmæli Ian Fleming. Því hann fæðist 28. mæ 1908. Gerum verri mynd til að halda Já, hann var fljótur að kutta á það, sko. Nei, ég er ekki að gera mynd á það. En hann hefði átt að fá ennþá meiri tíma, sko. Hefði átt að pusha þessi myndi 2009 og lefa maður að klippa það aðeins betur, sko. En þessi myndi á mér, þetta sem ég oft talaði í þessu podcasti, held ég alveg líka bara í mínu einkalífi vinni mína. Mission Impossible 2. Geggjuð. Þú ert náttúrulega bara veikur að finna stað, sko. Við höfum fyrir hlustendur sem að geta ekki hlerað fyrir utan þáttarinn, þá voru að ræða við Ísrael síðast af Óskarsþáttunum. Þessi maður er eitthvað veikur í haustum, sko. Mission Impossible 2 er ass. Hún er besta Mission Impossible 2. Þér finnst hún vera ass. Hún er ass. Hún er bara objectively ass, líka. Hún er ekki list, þannig að hún er objectively ass. En það eru nokkra svona myndir, bara sem ég fara upp í og ég lapp út og mér er eiginlega svona líkamlega illt. Ég var fyrir svo miklu vonbrigðum. Og Quantum of Solace er á þeim lista hjá mér. Ég trúði því ekki þegar ég sá þessa mynd á sínum tíma. Sérstaklega eftir Casino Royale.
bara hvaða drasl var ég að horfa á og hún bara versnaði eitthvað til orðan núna. Já, ég veist að þoli ekki hvernig textin kemur inn með staðina. Já, hvað er location? Já, líka bara eitthvað svona sérstætt font á öllu. Oh my god, þetta er svo... En pældu í því hvað er magnað. Það hefur engin áhrif á að þú munir ekki sjá næstu bómin. Nei, ég fór Skyfall í bíó. Það er svo magnað. Það er sem er náttúrulega geðveikt. Hún var vinsæl sem mynd. Hún talaði bara svipaðan pening og Casino Royale. Já, út af Casino Royale. Það skilur, hún fekk að fljóta hana með 007 maður. Já, en þetta er það sterkt IP. Ég þykkt að sjá örgulega 10 Quantum of Solace myndir í röðullum til að hætta að fara bótt. Líka, við erum ekki búin að nefna það. Hvað er þessi titill? Ekki neitt. Þessi titill er bara eitthvað prump. Þetta er bara eitthvað kaftaði. Hann Craig sagði líka, þetta er titill úr Ian Fleming sögu. Ein short story sem hann gerði. Það? Í alvörunni. Mér skilst líka þegar við ákveðið þetta bara, þú veist, korteri fyrir kynninguna. Hann sagði það bara, þeir ákveðið bara síðust stundu. Já, bara þegar að vera að kynna þetta. Þetta álíka þýða, þú veist, eitthvað a moment of peace, eitthvað bla bla, eitthvað pínu. Það tengist myndir ekki neitt. Nei, en svo er eitt líka annað sem ég var að lesa bara, þetta var bara IMDb, trivia. Samtökin Spectre. Samtökin Spectre, glæparsamtökin. Ísar, þú mátt lerta með eftir rann sem er. Þeir höfðu ekki réttin á Spectre. Okay, og Quantum áttu að koma í staðan fyrir það. En það er svolítið fyndið þegar þú horfa á alla 5 myndirnar. Quantum bara hverfur. Okay. Já. Það er eitthvað svaka dæmi þessari mynd og svo bara hverfur það. Líka í Spectre, út af því að í Spectre þá var Blofeld alltaf svona tala fortíðinans og alltaf þessi gæði upp á veg, það er Silva og það er Lashif. Það er alltaf bara, grín. Svona nefna valla. Hann er ekkert stór partur af þessu. Nei. En mér alltaf að finna mitt fyrir því, ég er að taka líka undir þess að þú varst að tala á ándeitur, það er kannski mappa þetta betur út eða eitthvað, þetta er svona sumt svolítið skrítið, það er sem með þetta, byggja upp eitthvað Quantum og þeir eru með svaka leinufund hann í einhverju leikhúsi eða hvað þetta var. Mér fannst það þetta flott aðtrið. Það var alveg cool, það sem hann var bara eitthvað, ég er á línunni eitthvað. Já, ok, ég var bara svo eftir með að hrósa þessa mynd fyrir það lagið þetta. Geggjalag, sammála. Jack White maður. Og Alicia Keys. Síðan hann á tónleikum. Teitur búin að sjá alla, en þú erum búin að sjá Billie Eilish líka á tónleikum. Nei, ég var reynda það. Það er á bucket listanum. Ok, við erum saman um þetta drastlmynd. Já, halda áfram. Já. Höldum áfram. Grafin og glemt. Egið, eigum ekki að leifa þér bara að byrja fyrst við erum að fara í Skyfall. Þetta er uppáhaldsmyndin þín. Já. Skyfall kemur út 4 mánuðir seinna. Það ertu koma alveg leikstura og án ég fæ þitt áleitt, bara stutt, sem þú þessi Teitur að segja hann, og þeir fóttur að ráðaninu. Sam Mendes má samt eiga það, ég menn hann með sitt tónskáldarna, Thomas Newman, hann hefur greinlega fengið að ráða einhver þar. Geðveik tónlist. Roger Deakins skýtur þessa mynd. Geðveikt cinematography. Og Mendes allan að var, myndirna hans hafa alltaf verið mjög flottar. Þannig hann er alltaf með hann að legendið, Conrad Hall, sem að skaut hann ekki American Beauty líka. Skaut American Beauty og Road to Perdition. Þannig að ég er svona að pæla mér að Deakins er hann að koma inn, ég þekki það bara ekki, hann er að koma inn út af Mendes. 100%. Já. Þannig að ég beislega að segja, ég held að Mendes á hann fengi að ráða einhverju. En þú veist, hann er líka, hann er orðin nafn, skilur við, hann vann Oscarinn fyrir American Beauty og eitthvað, þú veist, þannig að hann er alveg pínu meira gravitas heldur við erum að sjá hingað til, skilur. Og Craig var náttúrulega í Road to Perdition. Já, svolítið cool, svona 10 ára setna að gera mynd sem aðra. Og hann ger líka 2 Líka Mendes sagði, Craig víst leitaði ráða til hans, ætti ég að taka þessu það? Og bara, nei, ekki er það. Og síðan hittast þeir einhverju partíi setna og Craig bara, viltu gera næstu Bondmynd? Eða hann bara, já, ég er til það, sko. Ok, Egil, komdu með það, Skyfall, uppáhaldsmyndin þín, segið þú, af þessum 5. Já, sko, kannski spoiler ef ég kem einhvern tímann í top 10 þátt. Þessi númer 1. Þetta er uppáhaldsmyndin mín, punktur. Ever! Já! Þvílík sprengja sem kemur þetta núna. Já. Teitur vissi þetta. Ánægður að heyra þig. Ef hann man eftir, ef hann hlustar á eitthvað sem ég segi í tíma. Já, fyrstöðun. Þú kemur ekki sem top 10 þá. Það er eitthvað að haldiði við þetta. Já, sjá til. Ok, af hverju? Hvað er að tala um? Hvað er svo spennandi þessu mynd? Sko, þetta er náttúrulega líka bara rosa mikið nostalgía og þetta er myndin sem er að fara að koma út þegar ég horfi á safnið. Það aftast í þessu safni er diskur reserved fyrir Skyfall. Já, það er þannig. Það er þannig. Og ég fer í bíó með pappa mínum og þetta er fyrsta James Bond sem ég sé í bíó og ég var bara mind fucking blown, sko. Og síðan þá keypti ég hann á DVD og setti hann í safnið og horfði hann aftur og aftur og aftur og aftur og aftur og aftur.
og þetta bara ógeðslega mikið, þetta bara svona akkurat culmination bara leading up að þessari mynd. Þannig að nostalgían og líka bara, mér finnst þetta, þú veist, ég fór á hann í bíó í sambíónum, ég fór á Casino Royale og Skyfall þegar ég var sýnd í janúar. Það leikur við að ég bara fekk tárin í augun og horfði mynd aftur í bíó, sko, og þetta bara svo, ég get bara, þegar ég heyri tónlistina frá Númen, þá get ég bara ímynda mér atriðið í gangi, sko. Bara klippið og bara leikur við, og það ég horfði hann það oft. Það var reyndar svolítið langt síðan ég sá hann síðast ég horfði hann núna. En þú horfði hann aftur fyrir þetta? Já, í janúar. Nei, þú sagðist að fara á hann í bíó? Já, í janúar, þá horfði hann í bíó. Einmitt. Í sal 1 í Egilsvöll, sem var frekar cool. En horfði hann aftur fyrir þetta podcast? Nei, ekki aftur. Nei. Ég hafði enga tíma, sko. Okay. Það er svona, og það ég líka náttúrulega, þegar þú sendir okkur með þátt, þá var ég búinn að klára nú þann dag fyrir 2 mínútum síðan, sem hendaði mjög vel, því að ég hef ekki getað horft á þessar myndir út af skólanum. En já, þessi mynd er bara fullkomin blanda fyrir mér af nýja og gamla, þú veist, hún er alvarleg en hún er samt með gadgets og samt með meiri locals en, þú veist, Casino Royale, þetta er sexiari mynd, þú veist, þetta er meira svona bland af gamla Bond og Casino Royale, finnst mér allavega. Og mér finnst bara pacingið geðveikt, Thomas Newman tónlistin geðveik, cinematografíð sturlað, mér finnst bara Javier Bardem frábær í þessari mynd. Góð saga. Solid saga, út af, hérna er actually eitthvað að borga sig að hafa svona flesh út karakterinn, að þú veist, þetta er svona mynd sem að gefa mér eitthvað sem ég fæ ekki í hinum myndunum, að þú veist, það er að fara í baksöguna og eitthvað, hún hefur actually áhrif á mig og þessi mynd er líka svona fjölskylda sem við veljum með M og þannig að ég fór alveg að gráta þegar M dó og já. Spoiler. Já, spoiler og hefur ekki Damn, bara spoiler. Þannig að já, bara svona stutt í byrjun. Þú var svona svakalega hrifin að þér, ok. Ísrael? Já, mér fannst þetta frábær mynd og þetta var svona mynd, þú þurftir ekki að hafa séð Casino Royale og Quantum á hann fórst á Skyfall. Þetta er bara að sagja að þið fara svona aðeins til hliðar út frá það, þeir Vesper og Mr. White sögu, þið fara svona hliðasögu með M. En alltaf sama, þannig að kemur ekki Gunbarrel Walk í byrjunin, en mér finnst samt byrjunin svo flott, þegar göngin er og hann bara byrtist og kemur bara dun-dun, svo lappar hann svona autofocus og lappar hann í mynd og ég bara, ok, ég er til í þetta. Deakins, baby. Og svo bara kemur að klikka að bíla eltinga-atriði þarna og þök honum hann og fer svo á lestina, svo þegar hann er skotin og dettur niður, Adelaide, bara klikkaslega flott, passa svo inn í þetta, svo fer bara myndin í gang og ég fatt ekki þegar ég horfði þessa mynd aftur hvað hann gerist mikið í London. Ég hef aldrei spáð í þessu, því mikið að hinum Bondmyndu þegar ég gerist í London í nokkrar mínútur og eitthvað hlulega, svo fer hann exotic location. Þessi mynd er bara stóru hluta í London. Mér finnst gaman þetta eins og, veist, þetta að vera að skoða fortíðans, þetta er 23 Bondmynd og það er fyrst skiptið að fara aðeins að kafa í fortíðans, maður har aldrei verið gert, mér finnst það höndla rosa vel í þessa mynd. Ég fæ alltaf gæsahúð þegar hann opna bílskúrin og revíla Aston Martin og Goldfinger. Ég kipti svona við þegar ég sá þetta fyrst getið bíl, ég bara, Færið þið ekki í maga? Ég fæ fyrir ekki í maga, ég var svo ánægður og þegar ég horfði á þessar myndir aftur fyrir þá og ég var svo spenntur hann er bílinn, oh my god. Það er svo geggjaður bíl. Þessi mynd svona ástarbréf til hérna, því að líka Q er líka með reference í eitthvað, varst að búast við sprengjandi penna. Við erum ekki í því mikið lengur, sko. En ég vilja það. Já. Ég elska gadgets. En ég elska þetta revíl. Ég vissi ekki þetta var Moneypenny. Ég var ekki að fatta að þetta væri hún fyrir henni í lokin, sko. Mér finnst það líka geggja revíl. Ég bara, holy crap, okkur væri ekki búin að fatta að þetta væri Moneypenny. Og það var svo flott. Þarna var búið að byggja upp hennar karakter. Hún var ekki lengur bara konan á bak við skrifborðið, sko. Og Nemi Harrison mjög góð henni. Og hún var rosalega flott og náttúrulega mjög gott, náttúrulega Judi Dench er náttúrulega svo geggjur í þessari mynd. En held besta atriði í þessari mynd er þegar Silva birtist. Kemur niður í liftinu og lappar bara og hann er með monologi. Halda skotinu líka bara. Hefði hann að koma fyrir myndinni? Hann er með svo mikið presence þó hann sé ekki hana. Bara hvernig fólk sérstaklega líka, ég veit ekki hvað leikurinn heitir, en svo sem er á Shanghai klubnum. Já, cool. Hún gerir líka ógeðslega mikið með ógeðslega lítið. Hún selur bara hvað hann er mikil óg. Og hann er líka meira svona callback í meira svona cartoony-viluna sem við vorum með, eða svona meira cookie, en samt ógeðslega scary. Þú veist, eins og setna mér í myndinni þegar, með blásýruna og þegar hann er komin upp í Skyfall og fara allar bara fucking drepa hana. Geðveikt, sko.
Já, en það einmitt, þetta var einu sem, þegar ég var að reyna að nitpicka myndina, það einu sem hugsa, að því að Javier Bardem er svo geggjör í þessum mynd. Ég hefði viljað svo meira, en ég held ég fyrir söguna, þá var þetta alveg passlegt að hann byrtist þarna í myndinni, sko. Þannig að ég hef rosalega fátt slæmt að segja um þessa mynd. Mér finnst þú geggjuð og já, bara perfect mynd. Hún hækkaði álítið um mér. Yes. Mér fannst hún alltaf góð, mér fannst hún ekki léleg, en ég var fyrir svona smá vonbrigðum að því mér finnst það þetta ennþá, mér finnst vantar smá fönn í hana. Mér finnst hún vera stundum svolítið svona þung og ég persónulega, þetta er bara mitt preference, ég er ekki að setja sér eitthvað gall í myndinni, en ég vil hafa mínar bóndmyndir aðeins meira. Það þurfa ekki að vera Die Another Day þar sem hann er að brimbretti í eitthvað ósynlegu bílum. En mér fannst Casino Royale negla svolítið þetta jafnvægi einhvern veginn. Það verður með svona það er gaman, en þetta er líka svona gritty. Og Skyfall fer svolítið mikið finnst mér á svona gritty helmingin. En þrjusugómynd, og ég veit þetta atriði með hann á Shanghai klúbnum, það er ógeðslega cool. Bardaginn hann við gæjan sem bara svona silhouettu bardagi. Oh my god. Og mér finnst örgulega útlitslega finnst mér þetta örgulega flottasta Greg-myndin. Já. Örgulega. Nei, menn það er það ekki. Það er bara staðræð. Já, það er bara besti tökumæður Roger Deakins kann bara benda ljós með höndunum líka við, sko. Það var svo gaman að vita, því ég tók hann allar back to back. Að fara úr Quantum of Solace yfir í Skyfall og meiri segja, og ég tala núna útlitslega, þó mér finnst Casino Royale vera skemmtilegri og betri og meiri uppáldi, þá finnst mér útlitslega, finnst mér Skyfall mista fallegast myndin, flottasta myndin, bara lýsingin, tökurnar og líka þannig var eitthvað klippar sem fekk eitthvað tíma til þess að klippa og ég líka nokkuð viss það, ég var svona að reyna að spotta second unit direktorinn sem oft sér hasarinn heitir Alexander Witt og mér minnir að hann hef ekki verið í Quantum. Getur það ekki verið, ég held að sé öllum hinum, sko. Ekki viss. Mér finnst ég sjá nafni hans sem í Skyfall, ég var svona að leita eftir því, sko. Og mér finnst ég sjá það líka bara, það flottara aksjón, þetta er bara miklu flottara mynd. Mér finnst geggjað þessi saga með M, þetta er svona persónlegri saga, Silva er á eftir henni, alltaf blásir þetta og svona tekur úr svona, þetta er svo mikið Bond-dæmi, sko. Bond-villan, Craig-flottur í henni, Skyfall-atrið, hann að Home Alone-atrið, það er alveg... Það er frábært, maður. Mér finnst það ekki. Veikt referens, maður. Þetta er Home Alone-atrið. Þetta er fullur Home Alone. Mér varst það mér var samt skrítið. Mér varst skrítið í sáni í bíó og mér var skrítið í horfaða núna. Albert Finney bara svona byrtist. Og ég hugsaði alltaf með mér, býra bara eitt þarna. Ekkert spæs. Þetta buggaði mig ekki. Mér varst það bara svona pínu skrítið. Því mér varst það eins og að vera enginn sem byggja hana. Hann er svo mikið bouncy, maður er strax bara með um liði. Þetta er ekki síðasta myndin hans. Er það ekki? Það er rétt. Nei. Er hann lifandi ekki? Nei, hann lést 2019. Ég held að hann Hann hætti að leika bara hana eftir þetta. Já, ok. James Bond, toppurinn. Go out on top. Ok, hann er flottur inni og það er alveg skemmtilegt og ég líka elska það að menn þurfa eitthvað svona að preppa sig. Það er að koma ykkur vondikallar og þeir bara okkur, hvað eru með? Bara með eitt magasin í þessa byssu og bara gamla haglabyssu. Ég elska svoleiðis, maður það er skemmtilegt. Flott atriði, Adela er flott, þrjusumynd, ég segi aðeins svona betur með myndi, Teitur. Tekur alltaf bara svona, hann tekur alltaf svona spýtur og ég er bara, hvað sér? Teitur. Mér er alltaf bara, mér finnst það alveg ánefa eitt besta Bond handrit sem hefur verið gert. Bara ever. Mér finnst það best, eða ein best skrifaða myndin, að því hún er svo ógeðslega vel úthugsuð frá aðtölu. En aftur, það hefur verið geðveikt eða þeir hefur haldið í hana stíl frá Casino Royale og haft hana, þú veist, í þeim gritti tón, skilur við. En finnst hún ekki vera svona gritti? Jú, en hún er samt svo PG-13, skilur við. Hún er clean. Já, hún er allt og clean. Ég er ekkert að tala um eitthvað að breyta kvikmyndtökuna eða þannig, bara þú veist, allt það, þú veist, ef að það hefði verið hana, þú veist, þá hefði verið á okkur öðru leveli, sko. Og þú veist, þeir eru búin að segja það, þú veist, kvikmyndatakan er náttúrulega... Byrja næst. Já, yes! Sko, mér veist kvikmyndatakan og handritið vera það sem stendur upp úr í þessari mynd, sko, af því að Roger Deakins er my guy, sko.
það bara hann er bara our guy sko. Og svo er það svo næsti gæði sem skýtur Spectre, ég myndi ekki hver það var. Það er Hoyt, baby. Það er bara Jesus. Mendes greið ekki bara kröfu, ég er bara besta. Svo er þetta eitt við sko, þessa mynd og kannski það helst alltaf hendur við allar hinnar Bondmyndinar sem eru með honum, eins og þegar hann revílar bílinn hana sem er geðveikt, svo kemur Bondlagið. Finnst ykkur ekki vanta Bondlagið í allar þessar myndir? Jú, já, þú ert bara stefið. Stefið. Ég er bara svona, núna þegar ég var að horfa á þér, ég er bara svona, hvar er fucking lagið? Það er alveg svona oft sem maður sér alveg svona sequence bara, hérna var það, en það er bara eitthvað svona hasa tónlist, skilja. Bara svona generic eitthvað drast, sko. Þeir notar þetta þegar... Ekki kalla Thomas Newman eitthvað. Nei, ég er að segja, þú veist, bara eins og þetta, þeir eru alltaf að mata tilfinningarna, skilju. Það kom reynda þegar Silva sagði að skjóta Aston Martin bílinn, þá springur hann í tætlir, þá kemur Bondlega í gang, þá voru hann Bond alveg pist, maður tekur gaskútana, maður var stúta allar þegar hún stuði bílinn. Það er eitthvað svo geðveikt eins og þegar hann tekur bílinn og þú veist, keyrir í burtu frá London, skilju. Það kemur bara Bondlega og það bara er undir í smá tíma, skilju. Það er bara svona, yes. Það er svona gæsa þegar þetta lag kemur í gang, sko. Mér finnst svo fyndið, svo Ísrael var að tala áðan með opnum, sko, þú veist, að hvað maður gagnrýndi fyrir bláu augun og eitthvað, síðan eru alltaf að nota, þú veist, til að betur bæta því að þú veist, ljós, það er bara lýst augun, bláu augun, í title sequence-inu það er líka svona að rifa bara bláu augun, þeir eru alltaf að nota sér bláu augun, opnunar sequence-inu líka geðveikur, það er alltaf bara eitthvað flétt ofan og fléttu, alltaf að breytast, þú veist, hvað eru að gera. Þessi lestar sína er trillt, þeir eru bara eitthvað ofan á actual lest, bara berjast hana. Þetta er það sem Dial of Destiny vildi vera, þetta fucking rusli í Dial of Destiny, svipa koncept, það er svona ofan okkur lest og það er bara ekkert að frella, þarna eru bara fötin út allt og þeir eru bara að reyna að drepa hvernig annan. Og það gæði þegar Bond dettur síðan. Og þegar hann dettur, bara sound designi bara, og það bara börst allan dalinn og það bara geðveikt. Mér finnst bara eins og Daniel Craig hafi verið skot. Og biðin bara, agent down, maður bara, og þetta er líka, þetta er fyrsta sem ég man eftir title sequence sem hann tapar. Það er þessu sem Sam Mendes vildi tala hann vildi establish nýtt að hann feilar missioninu og þú veist, þeir reyna svona að gera þetta svo aftur finnst mér að setja meira, því að mér finnst það ferst í Skyfall en þá að hann sé svona pínu washed up og það er að feila prófunum og hún hleypur hún samt í active field út af þau eru með þessa tengingu. Það er náttúrulega bara að tengja, byggja þetta upp frá Casino Royale, skilju, það er í fyrsta skipti þar sem við sjáum að vera að mistakast, skilja, eitthvað þegar hann er að hoppa eitthvað, að lenda eitthvað starf, hann er ekki betri heldur en, þú veist, það sá sem hann er alltaf, skilja. Tapar út í Lissifana. Casino, hann klárar, hann klúrar allir mission í Casino Royale. Hann næri ekki upplýsingar úr Lissif, Vesper Deyr, hann tapar peningunum. Heitar fyrir honum. Flippa bíl 7 sinnum sem var heimsmet. Og svo er eitthvað annars sem ég ætla að segja. Já, þú varst að segja áðan með að fengi enga stjórn, þú veist, að það hefur leyft Mendes að stjórna skilur. Allavega einhverja. Já, en ég bara spá í því, þú veist, þú veist, getur ekki frekar verið bara þegar það ráði Mendesinn og hann hefur sagt, já, ég ætla að ráða Roddy Dickinsinn og þannig að þú veist, þú með 2 þá gigantic fucking persónuleika sem koma að það, skilur, það er enginn að fara að segja Roddy Dickens eitthvað, herru, við viljum fá þetta bílinn hérna, bara, herru, ég skal bara skjóta bæðið ljósið, þannig að ég spáði, þú veist, að þeir hafa bara komið með og verið með svo fucking skýra sín á það, þau hafa bara svona lyftum að gera það sem við vildum, skilur. Já, en þá er svo líka, þú veist, Thomas Newman. Já, einmitt. Bara ég verði á Thomas Newman, ég get alveg séð fyrir mér að þau hefur sagt, okkur. Já. Af því að við pælir, ég meina Thomas Newman, alveg sem ég þekki á honum, kannski meira dramatískari. Einmitt, já. Ég meina, myndin sem hann hefur skorað er svolítið kannski meira þannig heldur eitthvað action. Akkurat. Þú veist, ég get alveg trú að það hefur eitthvað svona spurningamarki, en Mendes hefur kannski komið í gegn, en það er pottet fyrir hann. Já, alveg pottet, sko. Já, það skal ekki líka bara vera með terms, skilur, það er bara, ég vil þennan tökum hann, þetta, eitthvað. Já, það er það cool að þau hefur sagt. Alveg 100%. Okay. Newman talaði líka hvernig þetta var challenge fyrir hann. Hann var alveg, ok, þetta er alveg allt öðru í þessu konceptin ég er búin að vera að vinna með. Þannig ég þarf aðeins að nálgast þetta öðru í þessu bla bla. Svo okkar svona viðtalið hann. En mér finnst sorry, ég talaði um það, því að mér finnst einhvern veginn eins og Mendes hafa komið því í gegn, en svo finnst mér frekar eins og þau hafa ráðað Hans Zimmer fyrir No Time to Die. Frekar John Carrey. Skilur hvað það er að tala um? Algjörlega. Svona kannski munur, þú veist, ég skil alveg að ráða Hans Zimmer fyrir action, hann búið að gera tónlist fyrir 1.000.000 actionmyndir og ég svona skil það. En að fá Thomas Newman inn í þetta, mann finnst bara svo það sé pjúra Sam Mendes sem gerir það. Mér finnst Zimmer skorið svona ógeðslega vanmetið, sko. Eitthvað færa út í það, sko. Annars finnst mér líka geðveikt með Silva að svona smá nýtt upp á, þegar hann kemur inn
og hann reynir svona, hann með eitthvað herbragð og það ekki alveg að virka, hann svona breytir herbragð og ætlar að reyna svona að brjóta niður með eitthvað svona sexual tension eitthvað. Þetta er Og Bond bara spilar inn í það. Hann bara, hvað ég sagði aldrei að þetta var bara fyrsta skiptið mitt, eitthvað, þú veist. Það er geðveikt. Og þetta er eitthvað ferskt og þetta er eitthvað nýtt og ég fæ líka, mér finnst þetta, ég elska hvað sem mynd gerist mikið í London, bara í hans hometown og eins og ég fæ bara gæsahúð þegar hann er hlaupandi og Emma Anna lesa ljóðið undir, ég fæ alltaf gæsahúð. Þegar bara, þá langar mig bara að vera bara fyrir drottninguna! Þá er ég bara þar, sko. Geðveikt. Það er alveg, þú veist, þó svo að hann er geggjaður leikar og alltaf hann Javier Bardem. Þessi tækni fokkin brellunar á því þegar hann tekur þetta úr kjaftunum á sér, það er ekki gott, sko. Finnst það lélega? Mér finnst það bara ég er ekki saman drullu fokkin lélegt, sko. Þegar ég allavega sá það núna síðast, ég var bara, nei, come on, skilju. Þetta er bara svona eins og ykkur hafi ekki náða að fokkin leigir þetta nógu vel og eitthvað. Ég hef aldrei tekið eftir þessu, sko. Mér finnst alltaf lagi. Það er kannski horfið fram með því að þið fíla hann. Nei, ég fíla hann líka. Mér finnst hann ekki eftirminnilegri eða betri heldur en Mads Mikkelsen samt. Bara, ég er alveg þar, sko, en hann er geðveikur leikari. Mér finnst þetta skemmtilegt líka svona lúkki á hann með ljósa hárið og það er svo öðruvísi. Mér bara cool líka hann að flýja og það lestin bombar í gegn og bara allt chase á eftir honum er geðveikt. Er þetta ekki fyrsta mynd sem Q kemur í? Var hann í Quantum? Hann var ekki í Quantum og hann var ekki, þetta er fyrsta mynd með Q og Moneypenny, sko. Þeir glimta að skrifa hann inn í Quantum. En eins og með hann, Ben Whishaw, tölum aðeins hann. Þú talar að vera svo 12 ára. Já. Ég fíla hann satt í bot, sko. Mér finnst hann ógeðslega góður. Mér finnst hann ógeðslega góður, þú veist, ef ætlar líka, þetta er líka fest, eða þú veist, þið voru bara ekki, ok, þú veist, í nútíma landslægi, þá er Q, sem er yfir tækni, hann er ekki að fara að vera bara 60 kall, hann er að fara að vera eitthvað ungu gutti sem er bara búin að vera í kallaranum sínu bara. Þannig að, þú veist... Mér finnst ekki þannig að segja það að tala um eitthvað svona hakkana, drasl, eitthvað tölvudót. Já. Hann er með geð chemistry við Craig líka. Já, og hann segir eitthvað, þú veist, I invented them. Þannig að það snjall, eitthvað tölvugur. Þetta er samt alveg erfitt erfiður skór að stíga í. Sem fólk bara fætti í, skilur við, þetta er bara... Er það með hver leik Q? Já, það var svo mikið legend, skilur við. 17 myndir. Desmond Llewellyn. En hann þurfti auðvitað að fá nýjan, ég veit náttúrulega. Ég fyrir utan það, og ég vil ekki fá okkur nýraðan. Þú verður að hafa okkur gæja sem er puttun á púlsunum. Ég veit bara þessu upp í gær. Hann var með svo geðveikt chemistry á alla bondana, skilur. Já, 100%. Hann bara náði þeim öllum, skilur. 100%. Það er alltaf, fyrir mig, svona, þegar ég er að horfa á gömlu bondmyndinar, ég var alltaf spenntur þegar Q-atriði kom, sko. En finnst ykkur ekki vanta? Ok. Það eru tækin. It's called the radio. Já, eins og hvað ákvæður þú vona, einhverjum sprengipenna eitthvað, það sem er að gera grína þessu einhvern veginn. Mér finnst það alveg skemmtileg part frá Bondmyndunum. Ef þetta er bara byssa og svo fær hann inn í Skyfall, það er líka eitt, sorry, það buggar mig, ég er að nitpicka. Hann fær einhverja byssu, og ætla að sína Walter byssu. Og eitthvað micro density, eitthvað, það er enginn sem getur skotur nema þú, og hann bara, cool, það er nú einadri. Ég þól ekki, það er eitthvað sett upp, svo bara svona eitt atrið. Það er líka þannig sem fyrir eitthvað ómerkilegt atrið, að þú veist, ómerkilegt moment. Það er ekkert eitthvað plott-dæmi endalega, það er bara komið út úr dragunum bak og gæja, hann var dreipað og hann farin. Já, og svo bara eitthvað, ég man ekki að notar hann, ég held að hann hafi ekkert fengið þá pluss aftur. Það er ekkert meira í myndinu, sko. En hafið lesið til með hanska-atrið? Já, ég hef lesið mig til um þetta. Já, ég las til það. Hvað með þessu? Þeir tóku upp atrið hann í Shanghai, þetta geggja Skyrise atrið, sko. Þá er Bond í hanska. Þeir í bílum, og þeir tóku upp atrið með Craig í þessum hönskum og svo þau voru að klippa saman myndina og svo bara bítu, hann með byssu sem þekkir handaklippir hans og hann er með hanska allt atrið, þannig að þeir CGI hanskan og... Þetta er ekki confirmed. Herðu, ef þú horfðu á myndina, ég ætla að fylgjast með, ég horfðu á þetta atrið, hann er ekki hanskum, hann fer að berjast til Patrís, gaurinn dettur niður, hann heldur í hann, allt í henni Craig kom í hanska. Það? Já, hann er í hanskum allt í henni, bítu. Sjá það. Nei, ég var að horfa. Hann er í hanskum allt í henni. Ég var að horfa Corridor Crew, þú veist, VFX-gæðina, og þeir voru akkurat að pæla í þessu. Þeir tjekku á Skyfall og bara, supposedly hann hefur í hanskum eitthvað, þeir voru að skoða skotinu eitthvað, og þeir bara ekki í þessum skotum allavega, þannig að þeir kannar bara mista því.
En þetta hefur greinlega verið betur gett heldur en skifarskeggi á Henry Cavill í Justice League. Það verra en Silja. En ég hugsa hvað þetta flott vel tekið atrið, ég skil alveg og miklu frekar að CGI hanskan í burtin að taka þetta bætti náttúrulega flottasta atrið í myndinni. En þú ert að tala silhouette-fight. Silhouette-fight. Ég held að þetta hefur verið í Komodo. Nei, þetta átt að hafa verið í Komodo. Mér skilst það sér það líka, ég ekki alveg viss, sko. En ég heyrði það þannig, sko. En í þessu sömuleg skrifta hefur verið á þessu. Var hann í hönskum? Sagan ávist líka sem ég heyrði átt hann að fengi fríta og fara keypt til þess að hanska og bara, má ég vera með þetta, minnst þú útlæð nettir? Þetta er kúl. Það myndist bara, já, allt í lagi. En sorry, ég var að koma með eitt. Það er í Skyfall. Já, það er svona smá hræðigrutur. Er það ekki þegar hann á gröfunni það? Já. Tengir við lestina og hleypur upp. Svo stekkur niður og laga svona kraflings. Það var í trailinu líka með mér. Gæðvægt. Þetta er svo bondlegt. En það buggaði mig svolítið, ég man það á sín tíma og þetta er bara, eins og segi, endur mitt svona preference smekksatriði. Ég skil akkur þetta gert upp á eitthvað svona karakterörk, eitthvað dramatíst. Ég vil helst ekki að minn Bond sé eitthvað gæi sem fellur öllum prófunum og getur ekki skotið. Skilji hvað er að fara? Já, ég skilði þið. Þú veist, það er bara smekksatriði. Já, þetta er, já. Fyrir mér er þetta James Bond og mér finnst það líka, ef við förum aðeins inn þess að þú varst að tala hann er 9 ára Bond. Og hann virðist ekkert að vera Bond, eða þess að 9 ára Bond, 9 ára 007. Og hann er þessi Casino Royale, það er góða punktur, hann bara, ég er hættur, ég er búin að kynast einnig eitthvað tvítur í skvísu og ég er bara hættur. Og þegar hann er bara eitthvað skelfur eitthvað, ég man því ég sá þetta buggaði mig svolítið, þetta buggaði mig minna núna, þegar maður horfður á svona back to back. Já, þetta er heildarsaga, þá meikar þetta er heildarsaga og ég skil, og líka, það gefur mér rosa mikið, og þetta er spoiler fyrir Róttarnu dag, að þetta er drepan. Já. Að það er endir á sögunans. Ef það væri ekki svona clear cut endir, þá myndi mögulega svona atrið bugga mig meira, en ég er svona einhvern veginn, ok, þetta er svona ein heild, ok, ég er svona fyrirgaða, en venjulega vil ég hafa bara minn Bond einmitt, hann er bara að laga hennar cufflinks eitthvað, svalur, bara með allt á hreinu, en kannski dramatíslega að sé þá, þetta kannski er ekki spennandi. Já, þetta er bara líka önnur Bond-myndi þar sem Bond er skotin. Það gerist bara fyrst í Thunderball. Já, ok. Já, einmitt. Aldrei verið skotin áður. En hvað finnst ykkur, og þetta var heavy rumor, að Sean Connery átti að koma fyrir sem Albert Finney átti að leika Kincaid. Já, ég hef aldrei viljað það. Ég hef aldrei viljað. Nei, hallarslegt. Það er eins og Sam Mendes sagði ykkur vitan, hann sagði, það hefur bara tekið áhrundar úr myndin. Já, 100%. Ég er mjög fegin þeir gerðu það ekki, sko. Mér finnst ekki stórmunur á því að þeir taka hann inn í inn í Last Crusade, Indiana Jones. Þeir hafa sagt sjálfur bara Indiana Jones líka svolítið byggður af James Bond. Hei, cool að fá bara orginal James Bond til að leika pappans. Það finnst mér geðveikt, en að taka orginal Bondin, setja hann í aðra Bondin sem annan karakter. Það er skrítið. Ég vil aldrei sjá Brosnan í einhver annari Bondmynda sem hann leikur M núna, eitthvað svo kjaftaði. Fyrir mér er Connery bara Bond og hann má ekki að vera einhver annan karakter Bondmynd. Það er rétt. Alls ekki. Ég var að fara, er ekki með eitthvað meira? Skyfall. Mér finnst Climax geðveikt, að þú veist, settingið, það var það geðveikt að hann bara kopjaði og notaði aftur í 1917, eða lýsinguna þar að segja. Kviknaði húsinu og bara lýsir upp allt atrið alveg eins í 1917. Já, hann var að stela af sjálfum sér. Bara að stela af sjálfum sér. Þeir báðir. Já, því að Mendes alltaf leikstýri í 1917. Geðveikt atriði á ísnum og eitthvað, og það er aftur líka bara eitthvað sett, og þessi ís er svo raunverulegur og bara allt geðveikt. Mér finnst líka Silva svo góð, mér finnst líka svo flott. Þegar hann er búinn að vera agent, hann var agent hann frá 86 til 97, segja þér í myndinni, og svo var hann alltaf, þannig að segja svikinn, sko, seldur, og svo er hann bara í myndinni, hann er bara svo þreyttur á þessu njósnalífi, og hann segir svo flotta setningu þegar Bond stendur á ísnum, and you're tired of this running and jumping, just relax, my mother is calling, bara þeim leikur þetta svo vel, bara. En líka talandi, þú veist, ekki bara barnið heldur hún en að Judi Dench er náttúrulega að fær fyrst þarna eitthvað að gera. Já, hún fannst þetta mikið að gera. Hún er geðveik. Ég hef samt líka heyrt punkt með þessa mynd sem ég er ekki þannig sér ósammála. Þetta er líka, þú veist, No Time to Die er alveg greinilega lokamynd, en þessi mynd virkar líka sem kænda lokamynd. Út af það er alveg,
Þú veist, þeir drepa M og þú veist, hvernig hún endar og hann svona horfir yfir London og það er bara svona að koma nýr M og það er bara nýtt, þú veist, framhald. Þú veist, þetta hefði alveg verið satisfying endur á Craig-rönninu að bara enda með þessari mynd. Þetta hefði bara verið svo geðveikt ef þeir hefði bara sleppt Quantum, sko. Það hefði bara verið, byrja á kynnan, svo kemur þessi, þá ertu komin bara, ok, nú Bond komin, svo færið 2 myndir í bóð og bara valið þetta. Þá hefði það reynda verið hallar að sletta mínum að ég bara, fyrst er hann bara í Casino Royale bara, já, 2 kíló og ég er farinn, og síðan bara í Skyfall, ég er allt og gaman fyrir þetta maður. Þú bara byrjar að skjálfa. Nei, þú veist, þú hefði bara látið líða eitthvað á milli, skilur við. Þú veist, bara látið vera einhver tími sem líður, skilur við. Já. God damn it, sko. Þessi mynd rosalega lík hérna The World Is Not Enough, rosalega mikið úr þeirri mynd Rosalega lík. Sem við sjáum í þessari mynd. Hæ? Denise Richards að leika Kjartan fyrir Ísland. Ótrúlegsta moment sem ég sé. Það er London-atri í byrjun af myndinni, World Is Not Enough, mikið í þessu. Hann særist á öxlinni í þeirri mynd, líka þessari. Já, minn. Það er M, rosa mikið í þeirri mynd. Já, og hann er tekið til fanga. Hann er að komast í gegnum læknismatið. Já, hann er læknismatið, hann er bundið við stól í þessari mynd, hann er líka bundið, Sophie Marceau er að trekja hennar hálsinn á hann. Vá, svolítið síðan sá hana. Bíllinn hans er stútaður í þeirri mynd á þyrlu og gerist sama í þessari mynd. Það er rosa margt líkt. Og maður sér það svona í öllum þessu Craig-myndum, að ég þekki svo vel gömlu mynd en ég er ofta að spotta þetta er eins og í Nice to Kill, þetta er eins og Living Daylights ég er svona fanboy mitt bara Easter egg. Já, bara Easter egg sko. Ég finnst geðveikt þegar hann felur sig í bílnum í Skyfall fyrir utan og sen droppar hann byssunum og bara það er svo flott, það er líka praktikal effektar bara í jörðinu og eitthvað. Ég elska við James Bond að þið leggja allt svo mikið upp á praktikal eins mikið þau geta. Það er svo geðveikt að sést. Þeir fara líka út til þess að taka upp eða það gerist í frumskói eða eitthvað, þá er þetta tekið upp í frumskói. Og það sést alltaf. Já, það sést og þú finnur fyrir sem áhorfandi. Og ég þarf að vona að þið haldið sér við það núna með næstu myndir. Ef þetta verður eitthvað fucking green screen dót eða eitthvað svona nei. Ekki segja þetta er ekki bara að fara í næstu mynd. Nei, takk. Eitt smáatriði með Bissonans. Hann er náttúrulega með Walter PPK, gömlu þessa, sem hann var náttúrulega með í gömlu myndunum. Hann fær hann í Quantum, minnum mig, en hann er ekki með hann í Casino Royale. Hann er með 9 típuna af Walter, sem að Brosna fær. Þeir ekki verið að skoða hann því, hvora byssuna vilja. Það er rauninni ekki, sko. Lítil, maður. Þessi gamla? Hún er það svo legendary, maður. Já, en þetta er svo mikil baunabissa. Þetta er bara legendary. Þetta er callback í Dotto Nó. Það er í bókinni líka. Ég er búin að lesa Bond-bækunar undanfarið, sko. Er þetta gott stöf? Já. Ég byrjaði að lesa bara rétt fyrir jólinu. Ég er búin að fara í gegnum eitthvað 5-6 bækur, sko. Er það stuttar? Er þetta alveg dóra? Sko, það eru svona 200 blaðsíður? 300 blaðsíður, sko. Svona kiljuúkað. En svo er búin að lesa eitthvað sem smásíð. Og þegar ég segi smásíð, þá meini ein saga er hálftími að lesa, sko. Já. Þannig að ég tók eins og Living Daylights og Octopussy. Og það er svo fyndið sumt að þessu eins og Octopussy sagan, það er ekkert eins og myndin, sko. Þið tókur ekki bara titili? Gerðu þið það ekki nokkuð? Tókur bara titili, sko. Já, það var marga myndir sem ég gerði, tókur bara titili, eins og Quantum of Solace. Smásagan hefur ekkert að gera með myndina, sko. Þú veist, þannig að það eru nokkra myndir, eins og View to Kill, Spy Who Loved Me, You Only Live Twice, það eru bara svona titlanir og ekkert. Og ég heldur að ég bara eftir ykkur að 2 eða 3 titlar frá. Já. Þeir eru glataðar, held ég. Ég held að... Við minnum það. Ég held að það sé 4 titlanir. Hildebrand Rarity, 007 in New York. Double og pælja næsta mynd þetta. 007 in New York. Það hljómar ekkert rosalega Lady. Og svo var eitthvað einu ræðilegt titlar. Er ekki eitthvað Jason mynd sem er hann eða? Herðu, Jason Takes Manhattan. Ok, ef við að fara í næstu mynd, en áðurum fyrir með hana, vil ég fá, ef ekki fylla kannski á vatni, vil ég fá? Jú, ég ætla að láta bara kamerun að rúlla. Já. Ok, stráka, við erum búnir í smá pásu, höldum áfram Spectre, og núna byrjar Teitur. Oh my god. Svo grenni ekki hérna, við erum búin að segja. Mér finnst að Hanna þetta byrja hérna. Já, var uppáhaldsmyndin hans. Alltaf þú það aldrei verið, ef nóttum til dag, viltu byrja þar frekar? Nei, ég get alveg byrjað. Ok, Spectre. Glötuð mynd. Nei. Ok, hún kemur út hana 3 ára senna, 2015. Mendes snýr aftur. Komdu með þetta. Hann náði nú ekki alveg fyrri hæðum hann með Skyfall. Ekki alveg. Sko þetta opnunaratriði
trufla mig svolítið, sko. Nú? Já. 1917 atriði. Já, en ég bara, ég á svo erfitt með þetta þegar það er verið að setja upp þetta gimmick, skilur við. Eitthvað svona eintaka. Já, sem þetta er auguljóslega ekki. Þetta er bara klifta það ofta inn í þessu og mér finnst þetta eitthvað mjög spes, skilur við. Fílar 1917. Sko... Sorry, bara smá side note. Vilt að ég fara þangað? Mér fannst þú drast. Bara stutt. Já, nema sambíóin kannski eiga ekki propskili fyrir þá bíó. Þá mátt ekki segja. Þá bara hendur kjaftir, sko. Þegar bara hléð í bíóinu eyðilega myndir. Já. Að því ég sá hann í bíó, ég vissi ekki, þú veist, neitt þannig þetta var bara einhver mynd eftir Sam Mendes og við vorum á hann í bíó og ég var gjörsamlega engaged, skilur ég vissi alveg að gimmickið væri í gangi þarna og allt það, og maður sá það, en þú veist, þetta voru samt 8 mínútna tökur eða eitthvað, en svo þegar hléð kom, þá bara, nei, okkið ykkur Íslendingar. En mér veist hléð alltaf, eiginlega mér. Já, þú veist, þú ok, ég er alveg sammálar þarna, en þú veist, come on, þarna er þetta alveg bara, og þú veist, atriði sem að hléð kom í þeirri mynd var það versta, skilur. Ég sá 1917 í Luxussal, þannig ég var ekki mynd að vanda. Nei. Það kom basically þegar flugvélin var að hrapa. Já, þegar gaurinn, þú veist að þeir eru, hún kemur hann og svo bara hrapar hún, svo bara cut og bara hléð og bara the fuck. Ok, hvernig finnst þið myndin sjálf? Mér finnst hún bara svona aðsælega. Bæði 19, ok, alltaf, en spekta, hvernig finnst þið? Já, sko, mér finnst hún bara... Áður fyrir byrjunartriði, hvernig finnst þið myndin? Mér finnst hún var miklu skárið núna þegar ég sá hana, horfði á hana núna daginn, sko. Heldur inni með myndi, sko. Mér finnst náttúrulega Kristoff Waltz, hann er náttúrulega geggjaður. Hann er náttúrulega bara alltaf geggjaður. Þannig að mér fannst það alveg svona skemmtileg viðbót inn í þetta apparat, sko. Ok. Mér finnst það svolítið svona mér finnst þessar kreikmyndir, sko, fyrir utan, Casino Royale, mér finnst það bara svo, þeir gera svo mikið einhvern veginn, það er alltaf svo eitthvað svo langdregið dæmi, einhvern veginn, eins og þeir fara til hans á, út í eyðimörkina og allt það, og svo einhvern veginn er það ekki endaatrið, en þetta er sett upp eins og þetta sé endaatrið, svo fara þau aftur til London og eitthvað, það er einhvern veginn verið að pakka svo miklu inn í eina mynd, skilur við. Þegar þetta ætti klálega að vera, þú veist, það gæti verið svo mikið hnit með það, eins og þetta sérstaklega eins og þetta var í Bondmyndunum í gamla dag, það var þetta svo ógeðslega hnit með það bara, já, nú erum við þetta í lokaðatrið og eitthvað þannig. En þú veist, hafandi sagt það, þú veist, mér fannst hún miklu betri í þessu áhorfi heldur en síðastri sáni, ég sá hann örugglega ekki, ég held ég ekki sé hana síðan ég sá hann í bíó, held ég. Sama hér. Þannig að, já, mjög fín, ekki best. Egill. Núna ást þú að gera það. Við skulum allir gera þetta svona. Egill. Mér finnst þessi mynd bara alltaf læg, sko. Einmitt, fín. Mér finnst bara alltaf læg. Ekki best. Mér finnst hún með frábær moments. Mér finnst bara pacing á henni allt í fokki. Mér finnst hún ekki koma saman sem eitthvað heildar pakki. Og mér finnst hún, ég er persónulega hrifinn af opnunaratriðinu, mér finnst það örgulega eitt besta atriði í myndinni, þú veist, mér finnst það cool. Talvin að bakkaði mig. Mér settingið cool ég sakna þegar það var bara, myndir voru bara með endalast aukaleikurum. Og þú veist, þá voru þeir ekkert að vinna með digital, þú veist, extras eða eitthvað. Það var svo mikið af fólki í þessari skrúðgöngu, það er geðvikt. Og síðan, hvernig bara búningarnir og eitthvað hannaði bara til að þú færð bara strax beint á hann í sick fucking beinagrindabúningin. Það er enda geggjað. Og síðan byrja myndin og mér finnst þessi mynd, ég finn mest fyrir því þessari mynd að þeir eru eitthvað að reyna að tengja þetta saman með eitthvað gamalt. Bara, it was us the whole time. Remember this guy? That was us. Bara, ok, enga vísbendingar fyrir því áður, en núna þeir eru bara að segja þetta. Ok, cool. Mér finnst Kristoff Waltz bara allt í lagi. Þú veist, mér finnst hann sóaður í myndinni, þú veist, mér finnst hann ekkert eitthvað góður vil, þú veist, hann er ekki jafn góður vil náttúrulega Schiffer og Silva, sko. Hefur vilja Gary Oldman frekar? Eða finnst þetta bara á 100 level ekkert spes? Mér finnst 100 level ekkert spes, sko. Ég draf pappa minn snjóflóði því hann elskaði þig meira en mig. Og við erum eiginlega bræður. Það var, ég þurfti það ekki, sko. Já, alveg rétt, maður. Who gives a fuck, sko. Fyrir utan það að Kristoff Waltz er 60 eða eitthvað og hann er, þú veist, rúmlega 40. Já, og mér finnst Madeline Swan skárri í nótandi daginn þessari mynd.
Skárri í nótendum dag. Já. Sammála. Mér finnst, þú varst að tala að þú varst ekki að kaupa Vesper og Bond. Varst að kaupa Swan og Bond eða? Þau hittast og hún bara, farðu frá mér, og síðan korter í setna, bara, I love you. Og ég bara, þetta mest þar, ég hef aldrei séð I love you með minni innistæðu en í þessari mynd. Þetta kemur bara upp úr þetta svo blauð tuska, sko, bara. Þetta kemur upp úr engu. Og ég bara, ok, þið eru ástangin núna, cool. Mér geði ykkur sekund sem er flugvélni, niður hlíðina, niður fjallið, það geðveikt. Og hún þú veist, Craig karakterinn finnst mér með mjög góð moments, svona karaktermoments. Mér finnst hann playful í þessari mynd, hann er eiginlega meira playful í þessari mynd en í Skyfall finnst mér eins og þegar hann er í flugvélni og hann er að fljúa meðfram bílunum og eitthvað, hann tekur niður rúðuna og eitthvað veifar, mér finnst það geðveikt. Dave Bautista er bara mjög fínn í þessari mynd sem svona ég skil ekki hvernig hann fór að læra þessar línur, sko. Var hann líka að dubba Var það dubb? Ég var akkurat bara, þetta hljómar ekki svona en kannski var hann bara að breyta röddinni en ég veit það ekki. Þannig já, mér það aðtrið geðveikt. Mér finnst Hoytman cinematography mjög flott, mjög öðruvísi en Deakins en samt mjög flott. Mér finnst ekki eins flott. Ekki eins flott, en það mjög flott. Þú veist, maður sér alveg að maður tekur back to back. Já. Skafall flottari. Mér finnst ógeðslega eins og þegar hann fyrir kofan til Mr. White, mér finnst það ógeðslega cool atmosfér og eitthvað. Þannig, það er svona lúmst hryllingur svona í því atriði, mér finnst það geðveikt. Og síðan í þessari eyðimörk það bara make ekki sens. Þú getur ekki bara sagt já, ég er að fara að bora inn í tauga bla bla bla, þú ert bara að fara að vera eitthvað bara, ég fíla það. En þeir gera það og svo gerist ekki neitt, bara þannig James Bond. Hann er fucking harður. Hann er svo fucking harður að hann bara, það virkar ekki. Þú getur ekki fokkað í tauga. Nei, og síðan eitthvað springir á tölvuna þá aflæsist skotið. Mér finnst það er mjög kjánlegt. bondlegt. Já, mér finnst mér finnst myndin alltaf læg. Það sem mér finnst eiginlega eitt lélegast af þessum mynd. Það er bara að klára þess strax. Nei, það sem ég verð bara að komast að þessu en ég gleymi. Eitt lélegast af þessum mynd er þetta subplot með C. Það er ömurlegt. Ég hata það. Það er svo boring. Með Andrew Scott. Intelligence Network, við tengja allt saman. Það er svo fucking boring. Ég bara meika það ekki. Og á það, mér finnst líka boring þegar M og Moneypenny og þau eru að vinna saman í því missioni. Eitthvað til hliðar. Ég er búin að gleyma því. Ég er að segja, það er versti parturinn við myndina. En bara solid hasar, góð moment, allt í lagi. Ísrael. Hún fæði samt 2 thumbs up. Já, ok, 1 thumbs up. Ísrael, þú segir þessi uppáhaldskrækjum. Þú ert stundum með skrítismæk. Já, það er alveg, þið erum búin að komast á heit. Mission Impossible 2, Sko, áður en ég horfði á allar þessar 5 myndir aftur, þá var þetta ekkert uppáhalds Craig-myndi minn. Skyfall var. Svo tók ég allar þessar myndir og þegar ég fór í gegnum Spectre, ég hugsaði bara, það er allt James Bond í þessari mynd. Allt sem var í gömlum mynd, það kemur fyrir þessari mynd og ég var aldrei búin að spá í því. Sko. Gone Better Work, það byrjar á því. Klikkaða 3 Mexico. Mér finnst lagið mjög gott, með þetta sumir gagnrýndu það svolítið vildi freka að fá hana Radiohead. Mér finnst Radiohead ekki gott heldur, sko. Var það Radiohead eða Tom York? Og Radiohead. Áttu Radiohead að vera með lag fyrir? Það er komið út, sko. Þeir gáðu það út, sko. Bara sem frí. Þú sömdu þér Bond? Já. Og þeir fengu í henduna og bara, þetta er ekki nóg commercial. Það var rosalega svolítið dark lag, sko. Ég þarf að tjekka því. Hvað heitir það? Það heitir bara Spectre. Það heitir Spectre. Já, það heitir Spectre. Já, það heitir bara Spectre. Það er rosalega dark og svona downbeat og eitthvað. Og mér finnst Writings of the Wall mjög flott. Mér finnst það flott title sequence. Betri en nóttömdu daginn, ok. Já, mér finnst bara... Lagið þá? Ég er það lagið. Nei. En eins og með þessa mynd, maður þarf eiginlega að hafa séð hina 3 myndinu undan og líka Skyfall, það er náttúrulega, við erum svo mikið að tala með það náttúrulega bara sprakk MI6 byggingin í Skyfall, sko, hann er mikið verið að sína þetta. Ég er ekki verið að laga hann í þess að það er að byggja svo aðra byggingu á móti, sko, nýja tækni, the new age, taking us out of the dark age into the new. Og það er Q-shop í þessu, ég elska það, hann er að fara þar og Q er að læta hann fyrir, here, I got something for you, what is it, a watch, what does it do, it tells time. Þetta er svo mikið svona. Já. Ég vil fá, kondu með eitthvað geggju gadgets, ekki bara eitthvað joke. Mér finnst þess að ég vera svona,
smáir sem vera að gera grína okkur sem fíluðum þessi tæki, þau eru aðsnáðlega. Þú veist, það endalst eitthvað, it tells time, ég var svona pínu, en svo bæta Já, svo segir við, but the alarm is a little loud. Svo hann að sína bíl og segja, this is a great new model, og bla bla bla, og svona, this is the car for 009, og hann alveg bara, þú veist, það var Q að fíblast í hennu, sko, og svo náttúrulega stelur hann bara bílinn og fer á hann til Rome. Monica Bellucci, minnst það geggjað atri þegar þá að fara að drepa hana, sko, minnst það svo flott skot og hún lappar heim til sín, svo segir bara 2 hitmenn standa og svo bara Bond tekur út bara, óksla suave let's get something to drink og það bara, oh my god, þannig Bond mættur með einhverju gamalli konu þetta er í 3. skipti í sögunni Bond besta aldri, strákar þetta er 3. skipti sem að gerist að Bond leikonan er eldri en Bond sjálfur það er gert 2 ára það var í On Her Majesty's Secret Service og Pussy Galore hún var 5 árum eldri en Connery Vingur á heinum Pussy Galore þú viljið nafn en ég veist líka svo flott þetta atrið þegar hann hittir Mr. White af því núna er allar konur í Craig, það er allar búin að deyja M, Vesper, Solange, Severin og hann bara segir hann bara Mr. White bara, ég ætla að venda dóttir ég ætla að gera hvað sem er til að halda hennar lífi sko, bara læta hann frá byssunal og líka þetta atrið með flugvílna sko, þegar hann sýnir bara Madeleine sko, bara, ég ætla ekki að láta neitt bara taka þið sko, ég ætla bara að gera allt til að venda þið sko mér er svo flott þetta kreitar atrið þegar það fer í leir í eyðimörkinni þegar sínt bara svona evil Bond leir ég var bara svona sakna þess ég bara fatt ekki að horfa sem ég bara fá hvað ég sakna þess bara ég hef ekki svo langt sín ég sé svona evil leir bara fullt af fólki tölvuskjáður út ég bara oh my god it's gonna take over the world bara love it maður svo náttúrulega að setja Bond í tæki og auðvitað næra Q-gadget sem bjargar honum svo finnst mér svo flott endin ég elska endurinn á myndinni þegar þeir fara í gömlega MI6 bygginguna og hann segir sko, hann er búin að rigga Blófield, 3 mínútur að sprengja og þú getur valið, þú veist bara elda mig eða fara að reyna að bjarga konuna og hann heldur hann ekki séns Bond bara, hann fyrir að bjarga Madeleine hleypur upp að efstu hæð nær henni, stekkur allavega niður og allavega fara að springa auðvildasta leiðin væri náttúrulega að fara út aðaldirnar, nei, hann ég ætla ekki að láta Blófield sleppa, hann fyrir allavega niður í kjallari í bát eldir freaking Blófield mér fannst það svo bondlegt, ég bara elska það M og Moneypenny og Q hinni með að horfa á þetta bara live gera sko, það er svo geggja teimsætri svo það næra hann Blófield og svo drepar hann ekki sem er mjög sjaldgæft í Bondmynd það hefur gerst í Living Daylights síðast það sem Bond drap ekki að vondikallin þannig ég fíla sem þetta ekkert súper mikið þegar ég sá hana fyrst en eftir þetta rewatch þegar ég sá bara, oh my god, það er allt Bond sem var í gamla þetta í þessar mynd þá bara mitt fanboy bara það rauk upp í eftir það var mjög góð sölur að já, mjög góð con man mér fannst þú betur núna, ég er svolítið samanlega þetta þeir fórum bíó, mér fannst það bara svona freka glötu bara, ég finnst það ekkert sérstöklum svo er aftur núna og mér finnst það törnast betri mér finnst fyrir helmingurinn betur senni mér finnst setni helmingurinn þá ég fann svona pínu svona ég er svona eiginlega búin að tjekka mig svolítið út úr þessu þá var það ekki meira með svona þessu Seed og Andrew Scott dóti og eitthvað svona komin aftur eitthvað til London var það ekki eftir einmitt sprenginguna eitthvað í eyðimörkina hvað þetta var því mér var svona einhvern veginn fyrirlutin alveg góður mér finnst, ég ætla að endur taka að lestaratriði þegar þeir berjast og tísta á Bond það er ógeðslega gott atriði það er mögulega besta hand-to-hand atrið sem hefur, svona combat sem hefur verið í Bondum. Það myndi mér svona líka From Russia With Love pínu. En það var bara miklu betur. Já, en það er bara þeir rústuðu öllu. Í gegnum þetta í veggi og hurðir og allt. Ég elska svoleiðis í slagsmálatirum í bíómyndum þegar að hlutum er bara rústað. Og Bautista í þessu atrið, ég veit að hann alltaf ekki með margar línur, hann er með 1 orð þarna. Mér fannst hann ógeðslega cool í þessari mynd. Hann er presence. Ég hefði viljað fá hann meira, mögulega í annari mynd líka. Mér finnst hann flottur svona hendsmenn eða svona, mér finnst hann kynningaðatri á honum ekki geðveikt. Labbarinn. What are your qualifications? Og bara fokka gurnum, bara þumlar í augu og maður er bara shit, ok, þessi gaur er no joke. Svo eldir hann alltaf Bond líka okkur geggjum bíl. Þetta lestradri, það er það sem ég myndi helst eftir úr þessar mynd, þannig að mér fannst það trubladri, líka því að Bond tapar í.
Bond gæti ekki unni gæja. Hann þurfti hjálp. Mér fannst það ógeðslega cool. Þó ég vilja hafa minn Bond algjörlega töff og allt það, að því að Craig ógeðslega góður líka í þessu slagsum atriði. Ógeðslega flott koreografa og ólíkt þessu Quantum of Solace drasli, þá þetta vel klift saman. Ég mikið áhuga á hasarmyndum, það skiptir miklu máli að hasar þessu vel gerð. Þetta vel koreografað, vel leikið, Bautista geggja í þessu atriði. Craig geggjaður, vel klift saman, elska það, hann var bara að fara að tapa. Hann ætlaði bara að fokkin hendunum hana út. Þangað til að Madeleine, hún hjálpa honum. Þannig að mér það truflaðri. Mér fannst alveg lúmst gaman að fá Blófeld aftur. Það vissu allir. Ég maður þegar myndi var að koma út að hann var eitthvað Franz Oberhauer. Það voru bara, hann er Blófeld. Hann er Blófeld. Og það átti að vera eitthvað svona You are looking at Ernst Stavro Blófeld. Og maður er bara, já, ég vissi það á henni fór myndina. Það var eitthvað svona svakari víl. Hann alveg, jú, hann alltaf skemmtileg leikari, Christoph Waltz. Ray Fiennes, við tölum ekkert hann með Skyfall. Ég elska þann leikara. Hann á línu sem ætti svo mikið að vera öðruvísi. Hann segir eitthvað. Í þessari? Já, svo lína bugga mig, hún er alveg fín, þegar hann er að vinna C eða eitthvað. Now we know what C stands for. Já. Careless. Mér langaði myndi bara hætti í cunt. Já, ég hugsaði nákvæmlega sama. Það ég var að býða eftir og sér kom það ekki. Careless er bara ekki að djóka. Segð bara cunt. Mig myndi að hann hefði sagt Now we know what C stands for. Punktur. Skilur, hann ekkert sagt meira. Af því ég hugsaði, já, cunt. Ég sammála þér, en svo gera hann careless. Fá eyðileggur. Það hefði alltaf verið geðveikt ef þetta hefði verið bara punktur, sko. Já, mér myndi það. Það hefði getur sagt meira og við sem áhörundur megum bara velja. Já. Þá í mínu headcanon er það cunt. Já, ég er cunt, ekki það er líka bara því að Ray Fiennes að segja þetta, það hefði verið svo geðveikt. Hann er líka, hann er svona ber sín svo sé að bildi upp með þessu swag línu bara alla tíma. Það er bara careless. Mér leið pínu eins og svona áhörðu megi ekki haldur sér að fara að segja cunt, þannig við skulum bara segja þeim hvað varst að hugsa. Bara careless. Það er ekkert handlitunni að þið verðum að bæta yfir. Er cunt bara insta R-rating á þetta? Ég veit að maður er eitt fokk í PG-13 mynd. Cunt er alltaf svakast í sérstaklega svo fyrir Bandaríkjum. Já, það er töluvert verra, sko. En í bresku myndum var svona cunt, það er bara svona fáiði. Ég vil fá cunt, það er verið ég er svo sammálaðið. Lea Seydoux. Ég veit ekki hvernig að byrja þetta fram. Mér finnst hún flott. Hún gerist þetta besta. Og mér finnst bara flott leikona. Mér finnst hún betri í No Time to Die. Jöp. En mér finnst það líka bara betri mynd. Jöp. Koma þess inn á það á eftir. En já, bara fínasta mynd. Hún var aðeins betri með myndi, ekki sko Skyfall samt. Mér finnst þú svolítið svona losarleg. Hvað ertu bara að endurtaka það sem ég var að segja? Næstur ég undan þér. En mér finnst ég finna fyrir sérstaklega svona leið á myndina. Fannst mér vera svona pínu svona losarleg, svo að þið þurfti að endurska handritið 2-3 í viðbót. Það er bara aðeins þetta þétta. Já, kannski þétta aðeins, svolítið losarleg, en alls ekki leilig mynd. Og byrjunarnir, elska hana, beininganda, búninganda sem er í, það er cool, að buggaði mér svolítið svona, þetta er rosa mikið green screen í þessu, eins og hann í þyrlunum alltaf. Já. Svo tölvu vinnar, Mér finnst það hefna, sko. Með þyrluna er geðvikt. Þegar ég ber þetta saman við eins og parkouradri í Casino Royale. Já, ég veit að bera það saman við hvað myndar það eftir í þar sem hann hengur úr flugvél, bara eitthvað kargóflugvél. Það sem bara haldandi í svona Living Daylights. Já, Living Daylights, akkurat. Það er bara sturlað, það er bara í alvörunni og það var svo mikið hætta á því og þetta byrjaði bara að sveiflast leið og að þeir losuðu farangurinn sem var í þessum netum. Þá byrjaði stöngkaðin bara sveiflast og það skallaði upp í hurðina eða eitthvað. Það er þetta að breyta því þannig að hann lenti aftur. En þegar nú er þú þetta með mikill með svona portbólmaður. Berði þetta saman til þess að við þyrlaðir í Fallout? Nei, náttúrulega ekki. Nei, ég er að segja, skilur, þess vegna var ég gera ákveðna kröfu til bondmyndana og við erum búin að tala um practical effects, þeir fara út og skjóta alvöru dót og eitthvað. Það fannst mér alveg pínu svona tölvuna svona, tók mig smá úr atriðinu. Er ekki allir búin að kommenta á Spectre? Spectre. Það er gaman að hann endar þessi mynd, loksins endar Daniel Craig með Bond-konu í endurinn. Hinni myndunum er allar búin að deyja eitthvað laus. Hann endar alltaf eitt og loksins fara hann enda með konuna. Ég man ekki alveg loka. Það stutt sér að horfa á hana. Í þessa mynd? Hvernig endaði bara alveg myndi? Þau endaði
hann nær hann að blóðföld á brúnni Já, ég mætti því. og svo bara lappar hann að Madeline og svo bara kemur næsta aðrið þá er Q að fara í Visit Workshop og þá sér hann að Aston Martin er farin Alveg, já, og þá svo endar á því að Bond og Madeline sita í bílnum og er að fara að keyra af stað bara í gamla. Alveg rétt, já, endaði þannig. Ok, ég er svona spenntur að fara í næstu. Erum við eitthvað meira með Spectre? Spectre? Nei. Hvernig finnst ykkur lagið? Mér finnst það alveg svona fínt, sko. Mér finnst það ekki skemmtilegt. Þú finnst það ekki skemmtilegt? Það er ekki eins gott á Quantum-lagi. Nei. Jú. Ég ætla aldrei að tala um Quantum og Solace-lagi. Fíkalegt maður. Það er vestalagið, sko. Það er ekki mest Það er vestalagið á Það er Krakkanum. alveg eftirminnilegt. Gætirðu raula núna Spectre-lagi? Já. Og hvað er með það? Ok. Sen heldur það áfram. Það er náttúrulega eitt við þessi bondlu í þessum myndunum hans. Þetta er náttúrulega þetta er allt sama grunnstefið. Þið takið eftir því, eða ekki? Nei, ég veit ekkert um tónlist. En þú heyrir það. Ég veit ekkert. Billie Eilish-lagið og hann Sam Smith. Nei, Chris Cornell-lagið, þú veist að því hún gerir síðasta og hann fyrsta. Þetta er nákvæmlega sama stef, sko. Þetta er bara, já, hlusta á það bara back to back. Þetta er bara, þú veist, í öðruvísi búning, skilur við. Veist, annað gott og hitt ekki gott. Já, þú veist, þetta er bara útfærsla á einhverju dæmi sem en það er alltaf þetta sama einhvern veginn svona grunnstefi sem liggur undir öllum þessum lögum, sko. Já, þeir, eins og við talum á, þau átti ekki réttin á Spectre, þau fengu sérst réttin 2013. Já, í tækatíð. Þá bara gleymaði Quantum. Gleymaði Quantum og loksins getur við fara að nota þetta. En Spectre stendur fyrir Special Executive Counterintelligence Terrorism Revenge Extortion. Jesus Það er bara Christ, allt og langt, sko. Það er fáránlega. Bara hvað gerir þið ekki? Herru, förum að klára þetta strákar. Síðasta myndin. Það er No Time to Die. Sem kemur á 2021. Ef maður rétt fresta þurfti að frestinu út af COVID. Hún átti að koma í apríl 2020. Já, hún átti að koma 2020. En samt þá hefði verið 5 ára milli. Spectre og ef við fáum það eru 6 ára milli hana. Ísæl, byrjað þú bara. No Time to Die. Þetta er Síðasta kræknum. He did find time to die, though. Þetta er rosalega góð mynd. Hún er alltaf lengst af öllum Bondmyndunum. Hún alltaf byrjar bara ég er ekki alveg búin að átta mig á því hvort hún byrji strax á það eins og Spectre enda. Þau enda á því að þau keyra burt á bílnum. Ég held að liðið smá tíma. Ég held þessi liðið smá tíma. Ég var að reyna að pikka upp. Ég gat ekki spottað, sko. En hún alltaf myndi byrjar á þegar Madeline er ung, þegar hann að Safin kemur og drepa hana og svo fer í þetta geggjað uppásatri hérna í Ítali, þar sem hann fer í gröfun hjá Vesper og springur. Þetta er lengsta pre-title sequence ever í Bondmynd, 24 mínútur, gamla 24 mínútur áður en að lagið kemur loksins. Það er aðeins lengur enn í Quantum of Solace. Það var 4 mínútur. Já, ok, mér fannst ekki líður svo 20 Nei, en lengsta áður var hérna The World is Not Enough, það var eitthvað 14-15 mínútur, sko. Þegar Bond er að eldast fyrir í Thames. Bara blew it out of the water. Það er alltaf byrjar í Sviss þar, sko. Já, það byrjaði í Sviss og svo fyrir hann í London, já. Og hérna, en þetta var eins og mjög langt pre-title sequence, en geggja mist ennþá geggja atrið þegar hann er á brúnni, þá kemur bíll og svo mótorhjólinn og hann stekkur fram á brúnni. Það er svo ógeðslega vel gert þegar hann fer á mótorhjóli og stekkur, maður er bara eitthvað, vá, og svo fer hann í bílinn og Madeline er hann og bara James, og hann bara setur smokescreena og byssun út og bara Mér finnst þetta ekki með að vanmeta aðdragandan að því að hann tekur hringinn. Þegar þeir eru að skjóta með haglabyssun í glerið, það finnst mér geðvikt. Það er svo mikið tension og alltaf búm, bara allt sounddesigni í því og hvernig það svona bognar og eitthvað og Madeline er bara James og hann er bara ískaldur, bara horfir á hana, tekur hringinn svo, það er geðvikt. Og svo fer bara myndin á, kemur Billie Eilish lagið sem ég elska, minnst það alveg ógeðslega flott. Man ekki þetta. Þú er bara með lélegt minni. Svo kemur bara 5 years later og svo bara fer myndin í gang og mér finnst alltaf bara byrja strax á þetta hæst þegar við fórum að ræna Hercules. Cool, maður. Ógeðslega flott atrið, ógeðslega vel tekið og mér finnst svo, hann
Bond, þegar hann M segir where's 007, náttúrulega í okkar huga hann að meina Bond, þá var hann að meina Naomi. Mér finnst það ógeðslega flott að þegar maður búin að lesa þetta að Bond var orðin koni í þessar mynd, og það var eitthvað svo skrýtna fréttir, maður hvað að tala svo horfum maður myndina, já, hann var bara hættur og hún var búin að fá 007 númeri, sko. Það truflaði mig ekki, ég hef heyrt suma truflaði mig ekki heldur. Finnst það eitthvað truflaði, mér finnst það bara ógeðslega flott truflaði Áski Kolmers ég finnst á það hann var brjála hann bara, þetta er ekki bara tala þetta er ekki bara númer þannig að mér finnst það flott og mér finnst gaman að Felix Leiter kemur aftur og þeir eru greinlega svona góðir buddies, hann bara come on for old time's sake, sko, þannig að greinlega þeir hafa verið búin að vinna miklu meira saman en við náttúrulega fengið að sjá það er rosalega gott reynsing þegar Felix deyr í myndinni, maður bara, wow, þetta er hann að deyja, og maður fær svona smá premonition, er hann að fara að deyja í myndinni, sko, þegar Felix Leiter deyr, af því að þegar í byrjun af myndinni, þegar Bond og Madeline er að keyra, þá er lagið We have all the time in the world, og þetta er reference úr On Her Majesty's Secret Service, og þar deyr konunars Bond, Tracy, sem hann giftist í myndinni, og ég hugsaði, þegar það er lag fyrir í gang, ok, annarkvort þeirra er að fara að deyja, annarkvort Madeline eða Bond, og svo náttúrulega fyrir myndin í gang, ég finnst alveg þegar ég tek bara að stikla eitthvað geggjuð atriðum, ég finnst Paloma geggjuð sem Ana de Armas leikur spin-off takk, leikum við bara þegar hittir hann í Kúbu það er ógeðslega fyndið að þegar hann hittir hana og hún segir, oh yes, come on, let's go og hann alveg, wait, the call sign, something about a hat oh, I'm sorry, I get very nervous segir ekkert call sign, hann bara ok, bara eldir hann einhverstað nýri í herbyggi og hún bara byrja bara að klæða hann og föta hann bara, should we get know each other first oh no, it's for your clothes here hún er svo fyndin og quirky svo er hann bara badass þegar þið fara að skjóta mér finnst svo geggjað það trufla mig eitt í myndinni og það er sem ég hvort að því ef eitthvað pikka upp eða trufla eitthvað þegar hann hitti Matilde dóttur sína og Madeline segir við hana she's not your daughter ég skil ekki það aðri af hverju segir hún það við hann she's not your daughter mér fannst hún segja þetta þess að Refson fannst það, já mér fannst það, hún er ekki þín ég skildi ekki að þú átt ekki dýn og þú ert ekki búin að eiga í uppeldinu hennar að því það getur verið það já, kannski að nei, hún er að meina samt, þegar þú segir finnst mér, hún er að meina líffræðilega en þetta er ekki þín dóttir já en mér fannst þú segja þetta out of spite því hann bara ditsa hann fara bara í lestina hana burti já, við tökum því sem líffræðilega en þú veist, ég held að þau hugsa það sé ásetningurinn þannig að það er svona truflaði mig mér finnst geggja atrið þegar Blófeld mætir aftur það er ógeðslega vatn Blófeld, svo bara drepur hann á Blófeld ég verður þetta Hercules og svo náttúrulega finnst mér bara sturla atrið þegar þau koma þegar hann er í Noregi með Madeline og Matilde og svo fattar hann að það er verið eldan sko og þau fær í bílinn og það kemur allt annað svona hvað maður að segja svona alvarleiki þegar hann með barn í bíl og oft sé Bond minn ég fór að hugsa eftir þegar hann einhver tíma verið aðstöðum þar sem hann er að verja 5 ára barn ég man ekkert eftir og það var eitthvað allt annað ákveð þegar maður horfði á þetta maður bara shit allt annað dýnamík já allt annað dýnamík sko maður bara wow þetta er geggjað atrið og hann er bara maður er bara svo mikið haldan please ekki láta hann eitt gerast fyrir barnið sko og svo náttúrulega kemur Safin tekur þau í burtu og mér finnst geggja þegar Bond og Naomi team up together, bara fara í bílinn og fara í Hercules flugvélina, hitta Q og M auðvitað er komin, Eyja, bara það sem Evil Layer er bara alveg classic Bond sko, ég myndi mér svo mikið Dr. No já, þetta var bara hauga reference í Dr. No og það var svona pælingin oft átti Safin að vera bara önnur útgáfa Dr. No ég er ekki óbúslega hrifin að Rami Malek sem vondakallinn, mér fannst hann allt í lagi en ég sagði að hann hefði getið gert það miklu betur það er svona eina sem ég fannst svolítið neikvætt við þessa mynd ég hafði ekki séð þessa mynd sín í sá hann í bíó og þetta atrið þegar Bond deyr við erum búin að horfa á Bond þetta er 2015 myndi með þessum mann hann deyr aldrei þegar hann deyr, ég man þegar ég var í bíó ég var bara, ég og Gísli fyrir mig voru bara, var Bond að deyja og ég var svo að það er eitthvað sættum við það sko, og svo bara kemur atrið það sem þau eru öll á skrifstofun með M, Moneypenny, Q, Tanner
og Naomi og þau eru bara öll að skála, bara setja svona glas á borði og M heldur lesa upp eitthvað ljóð og segir svona, veist, ég man í hvernig hann var eitthvað svona I should not a man's purpose in life is to live, not to exist. I should not prolong in wasting my days, I shall use my time. Ég eitthvað svona paraphrase, það var eitthvað, hann segir svona fallhljóð, svo skála hann í glasi to James, svo bara back to work. Og það var þá sem ég fattaði að Bond var í dauður, sko. Að ég hugsa, hann hlýtur að hafa lifað dama, þótt þú sérð bara eigin að bara springa í tætlu, sko. You ain't surviving that, sko. Samt var ég hugsa því, hann hlýtur að lifað dag, svo bara þegar að skála í glasi, þá er ég bara, hann dáinn. Og þegar ég horfði á myndin aftur, ég sagði, ætli þetta fá þetta sama impact vitandi núna hvernig myndin endar. Það var ennþá það sama. Ég var samt bara ennþá næstu í bara klökkur. Þetta er svo geggja atrið, þannig hann að tala við Madeline, hann að vera að segja bara, hún að segja, yeah, she has your eyes, hann að I know. Og bara sprengjum og rigna yfir og maður bara maður er bara, wow. Ég var klökkur. Ég fór hann í bíó þetta og ég var pínu svona, ég var ekkert svakalega spenntur. Þetta er eina svona bondmyndi sem ég var ekkert virkilega spenntur. Mér var Spectre vera ákveðum vonbrigði. Svo horfði ég aftur á núna, ég hafði ekki séð hann sinni í bíó, en ég mani mitt til ég fór hann í bíó og ég hugsaði hann bara, wow, það myndi að búa, bara, var þetta ekki bara hörku mynd? Jú, mér fannst hún bara drullu fín. Þetta er mín næstu uppáhalds krækmynd. Mér finnst hún geggjus mynd. Mér finnst hún ná líka, það er funny í henni. Þú veist að nefna með Ana de Armas, það er svona fun-atriði. Það finnst mér alveg verið í þessari. Mér finnst hún virka betur sem svona heild versus Spectre. Hún er lengri, mér finnst ekki finna fyrir því. Hasadrið geggjuð, þess að þú nefndir hann að byrjunadrið er ógeðslega cool. Ég fílaði að hann er með dóttur. Ég fílaði það. Mér finnst það cool. Og ég elska að drepa hann og ég elska að við sjáum hann basically og við sjáum ekki springa einhverja miljón búta en það er enginn að fara að lifa þetta af. Þetta er ekkert eins og þeir gætu gert John Wick 5 bara svona að lifa af. Það er ekkert hægt. Hann deyr. Með svona pínu ombrið, nú er ég algjörlega nýttpeka að það kemur alltaf í lokjan á bondmyndunum James Bond will return, ég vil þeirra slefti í þessari. Það kemur líka James Bond will return, ég veit alveg að kemur ný Bondmynd, ég vil að sleppa því í þessari mynd. Mér finnst það svolítið cool að því hann deyr hann í fyrsta skipti. Já, líka haldið öllum bara eitthvað, hvað er að gerast? Já, þú veist, af hverju að hafa þetta í myndi þar sem karakterin deyr? Já. Mér er þótt skárra að það hefði staðið 007 will return. Já, sammála. Að þegar kemur á James Bond. Ég fílaði, ég held hún heitir Lasagna Lynch. Lasagna Lynch. Mér finnst hún drullu góð. Já, mjög solid, sko. Mér finnst hún solid. Það bögg, eins og Ári Kolbjörnsson að bögga með 007, það böggaði mig ekki. Mér finnst alveg cool. Þetta er ekkert eins og fucking Jordan hættir og það leggjaði bara 23 og það er bara engi sem fæði 23. Þetta er maður sem vinnur bara fyrir ríkisstjórnina. Hvað hann á ekkert enga leif og nei, ég er 007. Nei, þú ert starfsmæður. Nákvæmlega. Og nú ert þú hættur og það er bara annars sem fær þetta númer. Það böggaði mig ekki neitt. Mér finnst hún cool, gott kemistra milli þeirra. Svona smáatrið, jú, ég elska eiginu, ég elska líka að fara í eitthvað svona flugvél niður, svo lendur hún á sjónum og dragast vænginni saman og verður svona eins og kafbátur. Gæsa hút. Það er gadgetótið sem þú veist. Og Felix Leiter, hann deyr. Mér finnst það svo mikið gerast í þessari mynd, en mér finnst ég aldrei svona, eins og þú ert að tala um það, þessi ofta tróða á miklu. Mér finnst einhvern veginn þjættari. Svona einhvern veginn bara, og mér finnst leiksturinn, Gary Joji Fukunaga, ef þetta er rétt bóru hræðum við, mér finnst það þessu ógeðslega vel, mér finnst þess að væri okkur að halda utan um þetta, það settu metnaðir í þetta, mér finnst það rúlla í gegn, mér finnst það mjög skemmtileg, cool atrið þegar það er eldan hann í skóginum, hann er myndið að passa þær, mér finnst það svo miklu meir í húfi eitthvað neður, svona persónulegra. Svo finnst mér Krægvóksla góðurinni og þegar atrið, ég eiginlega táraðist í bíó, og því núna á ég barn sjálfur, bara áðum börn, þegar hann segir, hann veit bara að þetta er game over. Af því hann getur ekki snert, af því hann er komið þetta nanobot draslan í sig, en að vírus eða hvað þetta er. Hann veit, hann mun aldrei geta snert. Bara Madeline aftur, skilurðu. Og bara þetta er bara game over. Og hann búið að segja í myndinni, og mér finnst það geðvægt að þeir standa við það. Eins og Q segir, þú getur ekki bara farið og spritta hendunar og þetta er bara farið.
þetta alltaf partur að þér og ég elska þeir svíkja það ekki það kemur ekkert lokatir það sem að hey Bond, ég meina geggjaða hugmynd þú gerir bara þetta og þetta og þá ertu lausur þetta nei, þetta bara game over og þegar hann segir, við minnum orðið þetta þannig hann að tala með og hann segir hann að tala dóttir svona, þetta er að falla sig í séð þannig leið mér þegar sonur minn fættist þetta er bara að falla sig í séð ég grenja henni í podcastunum það er svo fallegt moment svo stendur hann á þessari eyju og hann fær, finnst mér svo góðan James Bond döda það er bara sprengjuregn hann er staddur á þessari eyju hann er búinn að bjarga þeim, skilji og mér fannst þetta geðveikur endir og já, mér finnst þetta bara geggjumynd Teitur, núna rólið svona Teitur já, það var skarðan að já, mér finnst hún bara allt í lagi sko. Er það? Já Jesus, ertu ekki Bond aðtáðan það? Mér finnst það bara að segja þetta alla myndina þegar maður Casino já, Skyfall maður sko, það sem að trufla mig hvað mestu við þetta það er að ég bara eiginlega get ekki Rami Malek sko. Ég ætla algjörlega að fara hérna og taka algjörlega alhæfingu á þetta. Mér finnst hann glataður leikari. Sko. En finnst hann ekki skárrið þarna heldur í Bohemian Rhapsody? Nei. Mér finnst hann alltaf vera eins og hann sé að leika eitthvað. Hann er acting mode. Bara alltaf. Já. Og ég bara kaupa hann ekki og mér finnst hann bara svona fáránlegu karakter hérna. Hann er með svo þú veist, ég sé alveg hvað það er að gera þegar að fara í eitthvað svona Bond-villen, skilur, en ég bara kaupi það ekki, vegna þess að ég er að horfa á eitthvað gæja leika, skilur, og ég á ógeðslega erfitt með hann að guður, sko. Og hann eiginlega dregur þessa mynd niður svona 50% fyrir mér, sko. Já, sæll. Ég bara get hann ekki, sko. Ef það hefur annar leikari, þá veit ég ekki hvað ég verð að segja. Það er bara, nei, þú veist, en þetta er ekkert, þú veist, mér fannst það, þú veist. Er hún betra spektar? Já, hún er aðeins betur spektur. En þú veist, eiginlega bara út frá því þú ert að segja með, hérna, hún er aðeins þéttari, skil, hún rennur betur í gegn og þú veist, þetta er geggjaður endir á sögunni hans, skilur. Ég fíla líka þetta að, þú veist, að það sé komið barn inn í spilið eða eitthvað, þú ert búin að búa til henni bara svona rock solid hildarsögu með hann, þannig að make alveg sens að hafa steikið gjörsamlega, þú veist, rýtingur í hjartað á honum, skilur. Þannig að mér finnst það mjög töff. Ég fíla lagið í þessari mynd, sko. Mér finnst það ekki hræðilegt. Mér finnst það bara eitthvað svolítið svona glömulegt. Já, og hérna já, fíla hasaratriðin alveg nokkuð vel í þessari mynd, sérstaklega hérna bílaætlingarleikurinn eins og þau eru að tala að ég fíla svo mikið hvað þetta er alvöru. Já. Þetta er svo ekki eitthvað verið að fara út fyrir eitthvað svona, þú veist, svona, hérna, eitthvað ígæðið í döðlu, skilur. Hann er bara að keyra eitthvað jeppa þarna og þeir eru bara eldan, hann er bara að reyna að flýja. Þetta er svo ógeðslega realistic, skilur. Ein ástæð fyrir þetta er merkilegt eins og þegar hann hoppar á brúnni er að þú sérð strax að þetta er alvöru. Ef þú getur svo léttilega gert þetta með einhverjum green screen eða eitthvað digidouble eða eitthvað. Það verður glæta. Já, nákvæmlega. Ein ástæð fyrir þetta er merkilegt. Svo kemur á mótorhjólinu. Já, geðveikt. Og svo er annað, ég veit ekki, ég veit ekki alveg með ég vil ekki heyra meira frá þér. Ég veit ekki með eitthvað svona þetta nano-dæmi, þú veist þetta. Það er svo bondlegt. Ég veit það, og þetta er alveg svona korstir í að vera svona ómikið svona nútíma skástrík framtíðar runga eitthvað. En þú veist, albæðið, skilur, það skemmir ekki myndina. Þú ætti bara að hóra Jason Bourne myndina. Ég myndi frekar taka það ef ég fengi skipt út honum Rami Malek, sko. Þú bara hatar Rami Malek. Já, þú veist, ég kannski er svolítið að kasta honum harkaðundir út honum, en ég bara, þú veist, það er bara síðustu myndir sem ég sé hann í og bara, þú veist, hann er ekki, bara mér finnst hann ekki fitta inn í neitt. Óskarsvölun hafi. Já, ég veit það, og það er least deserved Óskar allra tíma og það er enginn sem getur þrætt fyrir það. Það bara er staðrið. En það er svolítið áhuga, þetta síðustu 3 villen, allt Óskarsvölun hafar. Já. Rami Malek, Christoph Waltz, Javier Bardem. Já, auðvitað. Gægja. Og hérna, en þú veist, hann var náttúrulega líka í Oppenheimer. 3 sekundur. Já, sem betur fyrr. Ég er sammálaður að einhverju leyti, en eins og þegar ég horfði hann aftur núna, að ég var alveg bara eftir þetta Bohemian Rhapsody dot, ég gata ekki hann að gæja. Mér fannst hann ekki, ég skil þig, en ég tók hann alveg sátt í þessu. Já, þú veist, ég er ekkert að segja að hann sé eitthvað, þú veist, slæmur eða þannig, hann er svo mikið leikari, hann er svo mikið að leika og ég þoli það ekki, þú veist, ég kaupa hann, skilur, það er geggjaður, já, þú veist,
fyrir mér er þetta meira svona, ég er að reyna að setja mig kjánulega rödd og reyna að vera Bond-vilin, í staðan fyrir bara þetta er karakter, með flesta át baksögu. Það er bara nákvæmlega sín að tala þú veist, það er bara, hann er að leika Bond-villan, skilur. Þannig að... Fyrir Silva getur maður skilið, og Le Chiffre getur maður, ég svona sé fyrir mig fortíðir á eitthvað, mér finnst þessi gæði bara svona spáninn sem ekki Bond-vilin, ég er með skrýtna rödd og ég er með eitthvað facial-deformity. Og svo er hann alltaf með eitthvað svona, þú veist, blóminn, eitthvað með eitthvað svona svo ógeðslega mikið. Það var eftir í handröð. Og svo og svo þetta var þetta að drepa hann, skil. Ég var að hugsa þetta áður en við byrjuðum þátt, svona síðust daga, er að sko ég fyrir nokkrum árum síðan hefði verið örugglega alveg sturlað. Þú hefði tekið Ásgeir Kolbeinsson. Ég hugsa ég hefði tekið alveg rúmlega það, sko. Ég var bara, hvað er það fucking gera? Ég get ekki drepið hann. En þú veist, núna í dag einhvern veginn, þá er ég bara svona, þetta er gott test og pröfu eitthvað nýtt, gera eitthvað ferskt og ég myndi gegja að þetta sé þessi heildamynd og þetta er bara saga sem er búin. Og mér finnst þetta make a sense í þessari mynd, aðstæð sem hann er í, að þetta er bara ómögulegt. Þannig að þú veist, ef hún horfði á þetta þannig, bara sem eina mynd eða eina sögu, þá finnst mér finnst þetta make a sense. Ef hann er sloppið lifandana, það hefði maður verið pínu svona, ok. Já, og þess að segja, þú veist, þú þarft svolítið að setja upp þessi nanobots eða hvað í fokkanum þetta heitir, skilur. Það gaf mikið neitt. En ég er að segja, þú veist, þess að þarft að setja eitthvað svona ógeðslega hátt steik, þannig að það er ekki séns að þú geti verið lifandi. Þú þarft bara offa sjálfum þér eða láta þessar sprengjur rigna yfir andlitið þér, sem hann gerir. Þannig að, ekki sísta myndin. Nei, þetta er alveg svona... sísta. Mér finnst þetta ekki alveg svona, gleymd aðeins Rami Malek. Já. Er þetta ekki bara flott loka mynd fyrir það? Þú veist, segjum að þau fengi eitthvað Quantum of Solace dæmi aftur. Hversu mikil vomb? Já, algjörlega, skilur. Ég myndi frekar segja, skilur, þú veist, ef við hefum alltaf að fara í þess að loka mynda umræðu, skilur, þá ég frekar sett Skyfall sem loka. Þú veist, mér finnst það miklu svona... Þar ertu farin í hjartað, þess að við fara í það í Skyfall, svo frá því í næstu mynd og svo aftur í það. Ég tekki þessa any day fram með Skyfall. Mér finnst það bara miklu skemmtleri. Ég er þetta ósammála því. Það er ráttjöður. Þú veist, hún er... Skemmtilega en Skyfall. Ég get alveg séð, þú veist, skemmtana gildi, þú veist, það eru eins og atriði í bílnum í byrjunum, þannig að bílaltekinleikunum alltaf geðvikt, skilur við. Flotta byrjunatri í Skyfall. Ekki flott á skotið. Face. Roger Deakins, maður, hann tekur þetta og hann á alveg, Mér er svo cool bara að opna það og það er svo mikið ves að gera þetta út praktikal. Og það, þegar þeir eru að skjóta hana og þetta er bara heilu jörð leikum við þar sem við að skjóta, það þurfa bara að setja þetta út yfir allt, þannig að þeir ger ekki, þú veist, dekkjaför og eitthvað í jörðina og síðan þurfa bara digitálið taka þetta allt út. Þeir nota frekar svona ósýnilega tölvubræður sem er geðveikt til þess að bara íta undir praktikal dótið. En já, mér finnst þessi mynd bara góð, sko. Mér finnst hún góð. Mér finnst hún hún er í þriðja sæti. Hjá mér, já, hún er í þriðja sæti. Basically saman með mér. Já. Það eru bara 5. Ég myndi rakta Skyfall, Casino Royale, þessi, Spectre, Quantum of Solace. Herri, ég er bara eins, nema með fyrst eitt. Ég svissa þeim. Og mér finnst eitt sem að þið hafa ekki komið inn og buggaði mig, sérstaklega við áhorf 2, er, og það þeir eru að tala um svona, kemur vel saman og eitthvað, mér fannst svo mikið patch job í þessari mynd. Mér fannst þetta líka svona, önnur ógn fyrir ofan Skyfall, ofan Spectre minni, allt Spectre er þurrkað út í einu herbyggi. Allir meðlimir Spectre eru bara, við drápum í staðinn Spectre, sem var aðalógnin í hinni myndinni og stjórnaði öllu. Og ég bara það er svona plot convenient. Já, það er rosalega convenient. Ógeðslega hratt eitthvað, það buggaði mig. En væntanlega voru þetta bara svona topparnir. Það er ekki bókstaflega allir Spectre meðlimir. Þeir töluðu allar eins og Spectre væri bara, þetta er búið. En er það samt ekki svona flott atrið? Það er alveg cool atriði. Hann bara Bond fæði bara eitthvað sviðsljósið. Kúpa atriði er alltaf geðveikt, sko. Kúpa Chase skorið eftir Simmer er sturlað, það var svona inflection að bara það er geðveikt. Það kemur eitthvað bara freaking salsa í þetta, sko. Og Anna de Armas er geðveikt því atriði. Hún er eina leiðin sem ég get svona útskýrt hvernig, mér finnst hún vera svona eins og Final Fantasy karakter. Hvað með þetta því? Bara hvernig... Hún er svo fullkomin, hún er bara svo tölvöld. Nei, hvað, hún er alltaf glöð og alltaf bara svona, sorry, ég er bara að gera eitthvað og síðan er hún samt að berjast sig fullt af eða þú veist. Ég verð samt að segja, aftur, þetta er smekksadri, ég er ekki sett í gall í myndinni.
að ég fíla Ana de Armas. Já. Mér finnst þetta flott leikona og hún líka með svo svakalega sjarma. Hún bara brosir og það bara lýsir upp herbyggi, sko. Og mér finnst hún komið svo skemmtilega innkomu og mér finnst hún vera alveg fullkomlega, hvað ég segja, hennar screen time finnst mér fullkomið. Ég ekkert vilja hafa hann eitthvað lengur, en heldur ekki styttir myndinni. Og mér finnst hún, ég hef ekki viljað sleppa þessu atriði því mér finnst hún komið svolítið skemmtilega innbrostu myndina. En persónulega það hef ég ekkert svakalega gaman að því ef við myndum bera saman hana og Lashana Lynch. Ég kaupi Lynch miklu frekar sem eitthvað svona operator. Já, og þessi Hollywood þörf að reyna að búa til einhverja hasarhetju úr Ana de Armas. Sorry, mér finnst ekkert spennandi. Þú vilt ekki The Ballerina. Að horfa á 50 kíló á konu og rústa einhverjum 120 kíló á gaur. Mér finnst það bara ekkert skemmtilegt. Og núna hún til að leika þessu John Wick spin-offi sem ég held að verði glatað. Þeir frestu henni ár. Já, ok. Fengu Chad Stahelski til þess að bífa upp einhverja hasardri. Ég held þessi glötusmynd. Já, ég skal geta þessi orð Býtum við voru búin að gera hana og fengu hann til að koma og endurgera eitthvað. Þeir frestunum ár fengu Stahelski til þess að koma inn. Len Wiseman að gera þessa mynd, sko. Hvað var hann eftir gert? Underworld. Oh my fucking god. Die Hard 4. Die Hard 4 finnst mér guilty pleasure alveg, en hann besta myndar svo Underworld 2, en ok, það er unnursaga. En allavega, svo leikur hún einhverju mynd með Chris Evans, Ghosted, eða hvað hún hétt. Ég nefndi ekki að sjá hann, en það er hún einhver badass, einhver njósnari, eitthvað bla bla. Mér finnst það ekkert svakalega gaman, ég bara kaupi þetta aldrei, en ég kifti til dæmis Lynch. Þannig að það snýst ekki að ég vil ekki konur í hasahlutverkum. En bara mér finnst það svo mikil munur á, hún bara byggð öðruvísi og meira svona tökkur í Lynch, 007. Mér varst hún ógeðslega cool í myndinni, en svona Ana de Armas eitthvað, eitthvað svona spöfk, eitthvað. Hún með attitude. Líka hún alltaf að gera grína Bond líka, eitthvað need alright, eitthvað segir það aftur, eitthvað, þú veist, sem callback þegar hún var að þykjast og eitthvað. Mér fannst hún vera svona hans jafningi sem eitthvað svona operator, sem eitthvað agent. Ég keypti hana, fannst mér betur heldur. Já, opnunarsekvensin náttúrulega eins og þau eru allir búin að segja bara sturlaður. Ég finn fyrir lengdinni, persónulega, sko. Mér fannst hún síðri í Áhorfið 2. Ég var ekki búin að sjá henni síðan bíó. Hún droppaði í áleiti hjá mér í Áhorfið 2. Ég finn fyrir lengdinni. Mér finnst endurinn geðveikur. Ég fæ alltaf smá boost frá endinum sem finnst mér gera myndina betri. Þú segir endin, ertu að tala allt á eyjunni, ertu bara að tala Ég er að tala svona aðalega emotional partinn, sko. Mér finnst eyjan reyndar alveg fín. Ég elska outfitið hans á eyjunni. Bara axlaböndin og það er geðveikt outfit. Það er svo fucking hart. Þar tekur hann, en ekki göngun og þar. Jú, það er geðveikt. En þú veist, ég var líka ekki að klokka hvert þú voru að fara með nanotekið. Og þess að mér fannst það ekkert áhugavert fyrir henni í lokin og ég bara svona, auðvitað er að nota svona. Það er geðveikt predicament, hann getur ekki farið til þeirra þegar hann bara fara að drepa þér. Mér finnst það geðveikt. Og þið eru ekki að tala um að næstu ég fór að hágrenja í bæði skipti sem ég horfði á þessu mynd, sko. Ég er bara not ashamed to admit it. Nei, ég var klokkur. Final Ascent skorið líka eftir sem þarna er svo sturla, það er eitthvað 6 mínútur eða meira, sko, það er svo gott, maður. Og svo það er crazy. Og það er sér að standa bara og bara byrja að springa. Stundum fónar Simmer það inn. Ég var að hlusta á slök Simmer skors. Þarna bara mætti hann vinna. Þetta var geðveikt. Og mér finnst það reyndar þegar enginn búin að tala, ég hafa miklu meira í myndinni en maður, þessi vísindamaður. Ég hata hann. Hann er svo fucking pirrandi. Já, naðran hann. Hann átti skilið miklu verið dauða en þetta, sko. Atrið í byrjun í símanum, ég get það ekki. Oh my god. Býtu. Hvað ertu að tala þegar reyti kemur eða þegar hæstið? Já, sem að er að svindlaði minnið ekki. Er ekki það mann? Það var svo, þessi rússneski. Já, sem er þetta í símanum eitthvað. Yes, oh no, I am a... Taka USB og geipa. Já. Hann var svo fucking pirrandi, hann átti að deyja fyrr og bara deyja verri þetta, ég sko. Fíla. Hvernig dó hann aftur? Hann ítti í sírubæðið eða eitthvað. Það var svona alveg brúnt að döða. Já, hann átti skilið verða, sko. Já, Lynch sparkar hann niður, sko. Now it's time for you to die, segir hann ekki. Það er geðveikt, svo. Því hann segir við hann, sko, I could wipe out your race. Já. Og hún alveg bara, you know what time it is? What? Time to die. Það er geðveikt. Ég fíla hann bara, búm, sparkar hann eitthvað. Mér finnst líka að samhengi skipta svo miklu máli með hvernig þeir höndla 007 því að hún læri svo að byrja virðingu fyrir honum og bara gefur honum
númerið aftur tilbaka sjálfur. Já, ég fílaði það, af því hann komin aftur og mér varst cool af henni, það engin sen að gera. Hún segir bara, herðu, hann má vera 007. Þessu sem svo skrítið, eins og með Ásgeir Kolbeins aftur, hann hafði svo pirrar út af þessu, að mér varst það smekklega gert í myndin. Hún ekkert bara eitthvað, ég á þetta númer. Þau eru bara starfsmenn og hún segir sem bara svona að virðingu hann, herðu, þú mátt bara fá það, fyrst þú komin henni aftur. Ég fílaði það. Mér finnst Billy Magnusson ekkert spes í myndinni. Logan Nash eða Nash það er gæðin sem að draf Felix Læri já það er svona kúkan að deyr hann er eitthvað maður líka bara deyðu tíkið hann bara fokkin fýlum beint í hann og mér finnst líka Rami Malek mér finnst hann bara ekki ógnandi það er hann skiptur 1, 2 og 3 máli fyrir mér með hann bara engin ógn fyrir mér hann getur ekki eins og leikið það nei en fannst þér en eins og þegar hann með stelpun hans varst ekki að kaupa það hann myndi mögulega bara ég man í hvað atriðið var það var eitt atriðið sem ég fannst hann púla eitthvað úr raskatinu öll önnur atriðið var ég ekki it was not it sko en þetta var svolítið það sem ég las ástæðan fyrir að Danny Boyle fór því hann vildi fá pólska leikara Thomas Kott til þess að leika villinið en Craig hafði sagt nei hann vildi fá eitthvað svona established actor þetta svona, ég er ekki 100% viss en þetta las ég, það svona fór Boyle því hann fikk ekki að ráða. Djúvill hefur til að sjá hvað Boyle hefði gert. Vitið þið, var þetta handritið, var það allt endurskrifað, þekkið það? Ég veit það ekki nefnilega. Hann hættir og held ég einhverjum mánuði síðan þá kemur Fukunaga. Mér finnst samt, eins og þau snertu á þann, maður finnur alveg fyrir höndum að Fukunaga í þessari mynd. Þetta er greinilega hans leikstjórn. Það er alveg stíll í þessari mynd. Hún er alveg frekar stílhrein, hún er alveg clean, en hún er samt mjög flott og líka, þú veist, mér finnst það skína eins og í infiltration-atriðinu með kameruworkinu þegar það tekur 180, eða 360 eða 180 spinna eitthvað. Hann er alveg með flair, sko. Já, og mér fannst það halda alveg utan þetta dramatíska dót, mér fannst það virka, og líka þegar action er í gangi, og það sem ekki mikið bara einn í stígunum í Ívulega þegar Bond að fara upp og skjóta og leiðir upp tröppnar og hann sprengir dótið, þú veist, kastar niður og hann kastar aftur upp, það koma margar niður þetta er cool. Það er gott gunplay í þessari mynd sammála, fyrir PG-13 mynd það var drullu gott sko. Hvað finnst ykkur það allt þetta, þú veist, ég meina það var fokk mikið að fréttum hvað þetta hefði verið styrt samband á milli. Þú sér það ekki? Nei. Á milli þá Craig og Fukunaga? Ég held bara allra á Fukunaga. Það? Er hann bara eitthvað vesni? Já, hann er alltaf algjör douchebag. Já, ég meina það er alltaf margir leikstjórar sem eru ekki douchebags. En mér er alveg sama því ég er ekki bara að vera við þess. Ég sko myndi freka að tengja þetta við það að þú veist eins og hann, Daniel Craig og þú veist allir sem eru að vinna þessu skilur, þeir eru átt að sjá að þeir eru að loka einhverjum kafla skilur og þeir eru þá með einhvern leikstjóra inni sem er eitthvað hei, ekki pröfu þetta og þá finnst mér ekkert skrítið að fólk myndi bara þú veist, sitja á bremsuna skilur en það var alveg fáránlega mikið verið að tala hvað það væri mikill douchebag sko. En mér finnst, en aftur, þegar við erum að tala leikstjónum, mér finnst það skrítið svona hvernig velja margar þessu leikstjónum. Mér persónulega langar mig Nolan Bondmynd. Ef ég fæti ný vilna Bondmynd, þá deyja hamingjusamur. Þá fer ég að gráta ef ég heyri það tilkynnt sko. Ímyndið ykkur, ég veit ekki alveg hvernig þessi þáttur kemur út, en ímyndið ykkur, það er tilkynnt núna, ímyndið ykkur, hvernig myndið ykkur líða? Það kemur bara ljós, herðu, Villeneuve er að fara að gera næstu Bondmynd. Ég myndi gráta á gleði. Nei, þá er það bara, veitu, hvaða sjens er það að fara að taka? Eða, loksins, Nolan, Bond-fan döðans. Svo til í það, sko. Herðu, hann er með eitthvað geggja pitch og við ætlum bara að leiða hann að fara, bara go wild. Já. Það var orðrómurinn að Villeneuve ætti kannski að taka við af Boyle. Hann var svona eitt á nöfnunum sem var minnst á, sko. Og síðan var hann bara upptíkinn við dúnið eitthvað. Ég bara segja upp og hvað var í spennandi, sko. Það var líka svo mikið tease, eitthvað, hann var að tala eitthvað. Já, ég er að gera þessar 3 myndir og síðan eitt secret project that needs to see the light of day soon. Og ég var bara ekki Bondmynd. En núna held ég að var eitthvað, það var að láta ljós hann að gera mynd eftir eitthvað sci-fi bók eða eitthvað eitthvað. Svo geta verið eitthvað svo pínlítil mynd. Já, ég veit ekki. En síðasta frá mér finnst alveg patch-jobbið, og ég var að tala hvað ég fílaði Madeline Swan ekkert rosa mikið í síðustu mynd. Patch-jobbið sem ég gerir þessar mynd með henni og dótturinn og eitthvað, mér finnst það virka miklu betur en á eitthvað rétt á að virka með hvað lítið groundwork fyrir fjölskyldunas. Hún kemur faktisk bara í þessari mynd. En í höndum Fukunaga lætur hann það bara virka og ég er bara invested. Ég er 100% sammála því. Já, tempóið er líka, þetta er mjög gott svona tempó á því, sko, hvernig þetta er sett upp. Og hvað er þetta kynnt? Já, einmitt. Mér finnst líka góður húmorinn í þessu mynd. Skeggja atriði fara heim til Q og hann er eitthvað, hans tekur þann minnisköpur Bond, do you know where this has been?
Everywhere, I guess. Ég voru bara að gleypa þetta og skýta þetta út í sér og eitthvað. Svo var hann með eitthvað svingsköttana og Bond horfur svona á hann. You know, those come with fur these days. En það er einmitt að sér að tala, það er eitthvað fun líka, það var svona í þessari. En hvað fannst ykkur með aðeins þegar Bond kemur inn og kemur aftur inn í MI6, hann er búin að vera frá í hellingstíma eitthvað og hann segir nafnið Bond og Gaurinn hann lítur upp á hann. Það er gott. James Bond. Ég fór að hugsa, þetta er einhver annar sem heitir Bond sem er í MI6. Því Gaurinn lítur svona upp á hann. James Bond. Ég hugsa þetta bara var gæinn þekkt hann ekki. Já, bara fullt nafn. Ég er með rækgemli, bara þú veist þá hver ég er. Við erum búin að klára smassið allt. Þú kláraði smassið. Ég fekk mér ekki eitt. En það er þetta djöfull er þetta gott maður. Bara til að vita, að hlustendur vita að ég er ekki biased. Off camera eftir síðasta Óskarsþátt þá var Hafsteinn að tala um skiptum eitthvað sponsor, það heitir eitthvað Smass og ég er bara Smass, ég elskar Smass, ég er alltaf að geta í pottinu með vínunum mínu. En þetta er það ógeðslega gott súkkulaði. Alveg í lokin, strákar, við þurfum að fara að slúta þessu, þetta er einhverju 3 tímar, það er bara flott. Við erum aðeins bara að koma inn á þetta, framtíðin hjá Bond, Aaron Taylor Johnson, menn er eitthvað svona on the fence með það. Ekki séns, ég var mikið til ég að fá hann. En hvað haldið að þið gerir? Erum við að tala að það komi bara aftur einhver svona, ekki léluleikstjóra, en einhver svona, höldum okkur bara við eitthvað svona Fukunaga leikstjóra, Mark Foster leikstjóra, eitthvað. Það sem ég langar að ég geri er að fara aftur heavy í gadgets og ráða big name leikstjóra. Ég held að það væri nógu fersk til að... Myndur þú vilja period piece? Ég til í það, til dæmis. Cold War Bondmynd, það sem er ekkert eðlilega vel. Ég væri til í það. Það er það sem Tarantino, það sem þú myndist á upp á þetta. Hann vildi gera það. Hann vildi gera það. Casino Royale átt að gerast inn í 60s og vildi taka upp í svarthvítu og allt það og hann mátti ekki, en eftir 11 ár þá það Tarantino ekki að spila kóng nýja prest, þegar þá verður public domain, Casino Royale open for anybody, þannig að Tarantino býður í 11 ár þá getur hann gert. Hann er nýbúin að hætta við hana. Það er eitthvað sagt að þú getur gert Casino Royale eftir 11 ár. Já, ég væri til í það, ég væri til að sjá að taka einhvers konar sjensa. Núna erum við búin að fá, já, við fengum vel flott modern, svona nútíma reboot. Ég væri til að fá annarkostið mitt, bara eitthvað svona Nolan gerir næstu mynd. Eða næst ætlum við bara að gera standalone myndir og það verður bara alltaf nýr leikstjóri og bara nýr Bond. Það væri cool, eða ef þeir færu aftur í tíman, kaldastríðið, eitthvað, það getur ógeðslega cool. Ég væri rosalega til í einmitt svona standalone bara aftur, sko. Bara nokkrar myndir. En ég er talað bara nýjan Bond og allt, sko. Já, þess vegna það, skilur. Eða fá, í færri myndir heldur en eitthvað svona, ekki verið að gera eitthvað 5 mynda dýr, skilur. Gera bara 2 myndir eða eitthvað, og max. Svo bara næsti. Já. Taka bara Timothy Dalton á þetta, skilur. Það var geggjaður. Mér finnst að þeir eru allavega verið 2, sko. Ég veit ekki alveg með svona one-off koncepti, sko. Já, en það var það bara one-off koncept og mér gleymur hún sem á. Hún er bara fín. Hún er alveg fín myndin sjálf. Uppáhaldsmyndin hans Christopher Nolan. Já, akkurat. Það er pínu galið. En er ekki Lazenby örugglega frá hann á þessu hulstrið? Jú. Það segja þau, dissa hann eitthvað. Það vantar David Niven, sant? Woody Allen. Woody Allen. Já, strákar. Nú slúttu þessu, þetta er búin að vera geðveikt, svo mun ég einhvern tíma, það getur verið að taka með þessu saðan, kannski 2 ára að klára þessa Bond. En hei, ég er byrjaður. Daniel Craig er núna kominn. Við veist ekki ólíklegt að vera Timothy Dalton næst, það getur verið gaman, bara 2 myndir. Dalton. Strákar. Yes. Takk fyrir að koma. Takk fyrir mig.